Erum við live? Ok, herðu, við erum live og eins og Glundróði segir bara, byrjiði og það er ekki mikil forleiksmaður sá mikil meistari. Byrjiði. Sjátt á hann. Svangin. Herðu, bara, það er nóg búið að gerast síðan við vorum vinna síðast. Allavega eitthvað. Allavega eitthvað og hérna, þetta er eiginlega, við ætluðum eiginlega ekkert að vera helgina en það bara breytist. Við fengum húsið eftir allt saman. Mikil pressa okkur að mæta? Já, mikil pressa. Ég er náttúrulega bara pískaði ykkur út leið og við húsið var laust. Það var ekkert valkostur að mæta. Gesturinn okkar kemur eftir smá stund. Benóni Bertilsson segir strax gott kvöld, muna slökkva á top comments. Ég er búinn að setja á live chat bara, þess að við sjáum öll. Blessaði Benóni. Gesturinn okkar kemur eftir cirka 10 mínútur, hann er seinna venju, síðast þegar hann var hérna og settist hann niður á slæginu sem við kveiktum á myndavélunum. Ætli það sé ekki eitthvað samsæri gegn honum? Já, ég held hann að vera að taka upp þátt bara Numinn brot á gemurum, voru að róskilun. Djúbríkið reyndastöðan, en hann mun koma engað. Þetta er ekki hvað er að stein í göttans. Það er strax konið 30 manns að horfa allavega. Nei, það er ekki slæmt, þetta er alltaf að vaksa. Já. Þetta er alltaf að vaksa, sko. Þetta er svo góður söfnuður sem við erum með, sko. Þetta er svo miklu, þetta er okkar menn, sko. En það er ýmislegt búið að gerast. Ýmislegt búið að gerast stundum tíma. Það er Charlie Kirk, kannski best svona hæsta nefna. Við ætlum að fara yfir einhver svona samsæri og annað varandi hann. Og svona pælingar út frá því og viðbrögð og bla bla bla, allt þetta. En Snorri Másson er kannski ekki alveg jafn heitur. Hann er svona pínu Charlie Kirk okkar Íslendinga, sko. Vinstrið er bara ekki alveg búin að drepa hann ennþá. Það eru 2 atrið, hann tók þinn mann, Egil Helgason á Ipponi. Tók hann algjörlega lífi, sko. Ég sá þetta líka, ég var að kommenta þarna eitthvað, sko. Við förum í þá eftir. Mér finnst þeim svo fyndið. Þegar að fólk, þú veist, þegar að gæni skotin og maður hefði haldið að fólk myndi svona sína því ákveðna samúð, að það var alltaf, en hann sko hafði þessa skoðun. En hann sagði þetta, ég meina, ok, kannski var, jafnvel þó að gæinn hefði bara verið algjörð fíbl, getur ekki sýnt þessu smá respekt eða? Þetta heyra mínar skoðanir, sko. Hann er bara moderate gaur með shit sem ég er að segja. Hvað eru fagnaður að þú eru skotin? Það verður bara 17. júní dæminir í bæ, sko. Það eru skrúðu ganga. Já, svo náttúrulega búið að vera rosalega mikið morðið á henni í Rínu, ég man ekki eftirnafnið á henni, það datt úr mér ég á með það í hausnum en svo er þetta svo framandi. Já, úkrainski innflytjaldinn hennar. Já, sem var brútal landri. Ógeðslegt dæmi, sko. Það er áhugaverð. Mér fannst það sem var svo áhugaverðast við það var þögnin á íslensku miðlunum þetta að því að þú veist, Trumparinn er með blaðamannafundi, sko, í Hvíta húsinu og er með einhverja mynd og eitthvað svona og sko íslenski fjölmiðlar er að skrifa endalaust að fréttum upp úr öllum blaðamannafundum bara það sem gerist og gerist ekki á blaðamannafundum hjá Trump og ég svona samsærisgaurinn í mér og það verður gaman kannski að heyra hvað Guðjóni finnst þetta fannst þetta svo áhugavert og velti fyrir sér einhver erlendis frá sem er bara að segja skilur ekki gera frétt eða þú veist hvað það sem veldur í þetta er fréttefni vilja ekki fá pening þú græðir á kliks Mér finnst nú bara vísir bara svona að vera eiginlega að einbeita sér að því að bara segja ekki sannleikan. Já. það er eitthvað svona bara yfirlýst markmið og þú veist það er einhvern veginn alveg sama hvað er sagt frá, það eru svona ákveðin málefni og ég myndi segja svona að sko mér finnst þess að MBL vera miklu, þú veist, það er ekki augljóstur í mér að það sé eitthvað haldmyndið sjálfstæðismanna, þú veist, þeir eru farin að tala fyrir progressive hugmyndafræði. Sem að er svona, maður skilur eiginlega ekki alveg, en það var einhver sem var komin líka með gott nafn á Moggan, og hann kallaði Faggin. Og við ætlum að halda því við ætlum að kalla Moggan Faggan, þangað til að þeir breyta þessum stefnu og þú veist, fari að hætta að runga þessari progressive vinstristefnu. Það var líka rétt þar sem hann var að segja að MBL og Moggin er ekki það sama, það er ekki sama ritstjórn yfir þessu, þannig að það er MBL. Okkar maður er aldrei látið þetta gerast. MBL.is er alveg bara infesterað af Vogue heilavírusnum á meðan að Moggin er vist eitthvað skömminni skári segja sko, ég veit ekki alveg hvað er í gangi að þeim byrja hátegismóðum þetta er skrítið, þetta er svona eins og þetta blað sko, þetta standi ekki fyrir neinu sko, þetta er ekki eitthvað svona íhaldsblað þetta er, þú veist, hver er ég bara veit ekki út á hvað Moggin snýst sko. Ég meina, var það ekki best að það var hlutlust bara?
Jú, en svona raunverulegt hlutleysi næst samt náttúrulega aldrei. Getur í rauninni aldrei verið, ég vil miklu frekar bara vita, þú veist, hver áta blað og eitthvað svona, ok, ertu að reyna að koma fram eitthvað sjónamið? Ég veit alveg hvað þú ert að reyna að segja mér, skilur, ég veit að þetta er málgagn ykkar og ég veit hvað skorur þið hafið og mér finnst það bara fínt, sko. Herðu, ég ætla bara að láta ykkur vita af því, tæknimaðurinn okkar er farinn, þegar Guðjón kemur þá mun Sverrir taka hérna mitt sæti akkur í smástund. Ég eiginlega tók smá Elon Musk hérna yfir að kveðan, en það verður bara að hafa það. Það verður aðeins þannig að ég ætla að leyfa ykkur svona meira njótikar svona í... Það er nú fallega gert að þér. Ég held sko að svona fake hlutleysi sé miklu verra heldur en bara svona heiðalegt skilur bara. Við stöndum á þessum gildum skilur, við íhaldsum gildi, frjálslynd gildi eða eitthvað svona. Því þú veist, það er bara eins og verður að gera rannsóknir. Hvað gerur? Þú segir, heyrðu, já, ég hérna, þú veist, hvað heitir þetta, hagsmunalisti? Þetta er svona, þú veist, svona conflict of interest. Þannig að þá bara veit maður það, sko. Þetta er svona, ég var einhvern tíðan að ganga til kosninga og ég var svona veltað fyrir mig, þú veist, hvernig á ég að kjósa og, þú veist, ég var spurður út í þetta. Ég segi, já, ég ætla að taka sjálfstæðisflokkinn og mörg ár síðan. Og það segi, af hverju? Ég segi, bara spilling sem ég þekki. Já, ég meit, já. Svona, betra djölinn sko þekkir þetta djölinn sem þekkir ekki. Sko, ég man eftir þegar kom út það sem við ræddum síðast eða þar síðast með hlutleysi blaðamanna sem að USAID var að greinilega borga fullt af blöðum meðal annars, einhverja $20 milljónir þarna og var greinilega að, já, hvað maður að segja, halda einhverjum blöðum á lífi, Politico og fleirum sem þurfti að segja upp fullt af starfsmönnum eftir að var hreinsað til þarna. Frosti var alveg harður á því að Moggin væri að taka eitthvað þarna, sko. Hann íjaði að því, sko, á mjög sterkan hátt. Það er þannig varandi, sko, líka keppinundir að sínuðun og heldur betur verið að reynsa til hjá sér og gera upp. Ég meina svakalega tapuristu þar, sko. Þessi tilviljun? Ég veit ekki, ég bara skrítið tímasetning. Þetta var byrjað hjá sína minnskosti löngu áður en að, sko, að Department of, Government, Efficiency, að hún tók við, sko, það var að byrja að skera niður, sko. En er ekki þetta að komast í þessi gögn, eða þú veist? Jó, þetta er einhvers staðar, ég meina, ég veit að, þú veist, þess að segja, Michael Schellenberg var bara neck deep í þessu og það var, þegar ég loksins hendu þessum gögnum upp að þá... Schellenberger? Þetta er einn virtasti rannsóknarblaðamaður í heimi. Þetta er gauri meðal annars sem að kom upp W-path-rugli þarna sem að kom í ljós að læknarnir sem stóðu fyrir höfðu meðal annars landlæknisembætt Íslands stendur ennþá á þeirra síðu að þau miði við gögn frá W-path þegar það kemur að alla meðferðir transbarna og svona. Það voru bara gögn þeirra á milli, það voru bara viðurkenna hver við annan, þeir vissu ekkert hvað það voru að gera, bara prófaði þetta bara, þetta kannski ég gerir eitthvað. Ég myndi sá það í samráðsgáttinni að því við vorum að tala í síðasta þætti um þessi nýju lög sem er verið að setja inn, er verið að reyna að koma inn og þú veist, ég var að lesa þarna. Ég er náttúrulega, þú veist, gæði sem að gengi yfirleitt aðeins lengra heldur en allir aðrir, þannig að þú veist, þetta var umtalsvert lesefni. Og þá vildu þess að samtökin 78 að koma að aðalnámskrá leikskóla og grunnskóla og framhaldsskóla og þeir vildu líka, þú veist, hafa ýmislegt að segja með, þú veist, meðferðar á Landspítalanum og svona. Og ég veit ekki, ég finnst það svona... Síðan hvenar, þú veist, ég veit ekki, er það alveg bara svona eðlilegt að fólk sem er kannski ekki með expertise í lækningum sé farið að svona, ég veit ekki alveg með hvað hætti þetta var eitthvað svona loðu og óljóst og veist, er stemning fyrir því að fá þá inn í leikskóluna eða? Ég veit, þetta er svona fræðsla hvað? Hvert er, og ég bara pæla í Brunó, hvert er markmið samtökunum 78? Sko, ef að markmið samtökunum 78 er einhvern veginn að gera fólk umburðarlindara eða eitthvað svona whatever, gagvart, svona hinsegin whatever, að ég held að þá sé þeim að mistakast, þú veist, ef það er stefna þeirra, þá held ég að þeir séu bara að fara í vitlausa átt, skilja, því ef það er markmið, þá eru þeir svona örgulega þau samtök sem eru hvað mest að vinna gegn. Já, veist, það hefur valdið svona í gennum tíðina svona ákveður svona polarization þegar þú segir, heyrðu, nú vil ég ekki að neitt hjá þessu transmál eða þessi mál eða hinmálin, þú mátt ekki tala um það, þú mátt ekki tala um það, þú mátt ekki, ég ætla að tala um það og þá eðlilega myndi þið allir segja, hei Helgi, þú veist, við viljum ekki að þú sér þetta tjá þau þetta, við ætlum að gera það. Þannig að fólk fyrir að taka réttindina á hvort öðrum og svo eykst það bara og þú veist, það verður alltaf meira og meiri polarisering. Og það er það sem að ég held að verði niðurstaðan að þessu viðtali við Snorra Másson, því að hún bara segir, ég held að sé á 15 mínútu og 10 sekundu, bara svo höfundar hinn, að hún sé svona minnir það lauslega. Nei, ef þið viljið fletta upp, þá er ég ekkert að fokka hérna, að þá er hún að tala basically að tjáning, að þú veist að annað fólk sem er ekki í samtökunum eigi ekki vera að tjá sig þetta og hún vil ekki opinbera umræðu sem þau missa hluti.
og þá maður alveg svona ok, þú veist, það fer eiginlega gegn öllu sem að við þekkjum þú veist, lýðræðið og opið samfélag og svo framins. Ég var bara lítur út eins og sem var fel eitthvað, þú veist, skilur Já, það bara svo viss. Já, allavega bara, þú veist, það ekki einhver ástæð fyrir því að vilja ekki að þetta samtal sér tekið, sko, og ég var eitthvað svona að ranta, ég var svara vinn mínu sem skrifaði Facebook-status og svo ég var að útskýra fyrir honum svona af hverju, það var margt sem ég var ósammála í þessari hugmyndafræði, svo kemur einhver vinkona hans, eða einhver Facebook-vinnur eða eitthvað, kommentar eitthvað svona, af hverju þú eitthvað, vilt þú afneita tilverurétti hinsir, og bara þetta sama skilur. Ég sagði bara við hann, sorry, þetta virkar ekki á mig, skilur, bara eitthvað, þú veist, ef þú vilt ræða það, skilur, þetta shit, eitthvað svona, af hverju ert þú að afluta grafinn, bara nei, skilur, þetta shit virkar kannski á einhvern annan, þetta virkar ekki á mig. Þetta er svona eins og atriðið þarna í Lord of the Rings. Gesturinn okkar komin. Takk fyrir að koma. Guðjón mætir þessi eigin bjór þrátt fyrir að það sé mjög illa hann ætlar ekki að láta eitra fyrir sér. Ekki svo síðast. Við vorum með kenningar okkur komst ekki. Þú komað hérna. Við höfum það bara hreinu að Guðjón var svona sein, hann var að athuga hvort að Ægir eða Örvitin væri nokkuð staðar hérna í skotfæri við stúdíóið. Sverrir, þú ætlar að taka hérna. Þú ætlar að vera yfir kommentakerfinu? Ég til það. Ok. Þú getur að halda í hendina á mér. Þetta er bara að fara í gangi, eða ekki? Ég vil náttúrulega helst ekki sitja hliðin á Helga, sko. Það var lítill fyrirvari og ég var fyrir ykkur að segja, þá voru ég að taka upp álhatta þátt áðan. Sjátt átt á það. Já, við vorum bara að taka upp þátt og komum að vera bara mjög hverrönd og þú komum með samsæliskenningu morðið á Charlie Kirk. Já. Sem væntanlega svolítið verður örugglega rætt eitthvað hjá okkur. Ég get ekki ráð fyrir því, sko. Já, við tókum sko, því að við vildum eiginlega bara ræða þetta, þú veist, hvað gerðist við, svona vorum ekki alveg með lendinguna, varðandi hvað, við erum alltaf með fullyrðingu sem rætt, sko, þú veist, hvert er samsælið, þannig við prófum að tókum hvort þetta væri í raun og veru plott til þess að búa til borgarastyrjöld, það er að segja menningarstyrjöld, það væri eitthvað svona þannig, sem að ég er ekki að kaupa alveg, sko, þú veist, ég var ekki spoilið smá, þú veist, þá var ég ekki alveg þar, en þú veist, við viljum bara hafa einhverja samsæðskynningu. Fatin fyrir það make a sense. Já, það getur gert það og ég, sko, ég frá 2011 hefði örugglega, þú veist, litið svo á að ég var ekki búin að söka mig svolítið djúpt í það að Trump sé actually á móti, þú veist, New World Order plönum og svona. Þú veist, ég held að þetta sé, þú veist, meira, þetta gefur þeim bara svo ótrúlega gott skotfæri að fara inn í háskólana og uppræta marxísku hugmyndafræðina sem að er basically þeirra versti óvinnur, sko. Já, þú veist, þetta er svona 9/11 skilurðu, þú veist, löggjöf. Já, þú veist, þá myndi við raun og vera að segja að Trump og þeir hafi verið að bak við þetta eitthvað, morðið þá eða hvað? Eða einhverju sem hafa hagsmuna, já, en sko, já, ég allavega... Það er allavega heldur hæpið að þau myndi ekki vita að það er langsótt og heavy, en við erum bara að ræða með hugmyndir, skilur. Já, ég held allavega bara að þetta hafi verið, sko, annarkvörstu mitt, bara deep state, þú veist, andstæðingar Trump og þeir sem hafa bara, þú veist, þeir kunni ekki að næða nóbildi, hafa bara viljað taka gæðin út af því að hann var öflugur málsvari þeirra sjónarmiða sem að, þú veist, eru svona verið að kljást í samfélaginu og andstæðingur þeirra geðveiki svona á margan hátt, ekkert alltaf sammálunum allt, en þú veist, hann var ótrúlegur ræðumaður og mjög svona rökviss og hann var flottur á mörgur, þú veist, maður er ekki alltaf sammálunum eins og segir, en hann var flottur og með margar mjög flotta ræður, sko. Algjörlega. Mér fannst aðalega þegar ég var að skoða netið að þú veist, maður er vanur stuð þegar maður er að sjá aðra menn segja, þú veist, að það er rosalega mikið slítið úr samhengi. Og maður þurfti alveg að fletta því upp og horfa alveg á heilu, þú veist, hvað er hann að segja. Akkurat. Og þá sá maður að maður svona ofta sammálunum með ekki, en ég persónulega, ég tala bara um mig, sko, en hann svona hann er mjög kristinn hægrimaður í Bandaríkjunum og þeir hafa svona ákveðna skógræður. Já, eins og ég tala um að ég er alveg lítið á mér sem kristinn, en sko hann er bara, þú veist, bara ekkert kynlíf fyrir hjónaband og þú veist, og hann drekk ekki áfengi, ekki það að það sé kristi beint, en það er samt svona kannski bara algjör fjölskyldu maður og vildi bara leggja áherslu á það að vakna snemma á. Ég sagði hann með hann að opinbera aftökur. Er það málið? Já, og hann vildi að börn myndi sjá það svo að þau myndi halda þeim frá glæpum. Það er kannski ágætlega, Ef það er rétt að þá er það svolítið kannski over the top, sko. Sagði hann þetta alveg bókstaflega? Já. Já, ok.
Þú veist, og líka eitt viðbót sem ég horfði á í dag myndbandaði þegar hann að segja hvernig ætla að leysa húsnæðisvandann í Bandaríkjunum. Það bara þyrfti að loka fleira fólki inn í fangelsi sko. Já, það er Það er ein leið. Já, ég meina í landi sem er náttúrulega með sko Fáránlega marga fanga, bara, veist. Þannig að ég vissi ekki hvað gæði það var eða þannig sé sko. Ég hefði heyrt bara eitthvað aðeins á Insta og eitthvað á hann og svona. Svo hann skotinn hana þegar ég fer ekki að tjekka á þessu og það bara not impressive fyrir mér sko. Það er allavega ekki allt og langt sko. Já, þú veist, þú ert kannski að tala alveg mestu svona auka í því sem hann hefur sagt mjög mikið að því er bara mjög frekar basic þú veist, eða þannig sé Megnis ég sé honum á brúkslega basic sko. Þú getur líka tekið, þú veist, einhver svona hluti út fyrir sviga sem bara Kristín, ég til dæmis líka Kristín eins og Charlie Kirk og bara svona frekar róttækur þykir, þú getur tekið eins og svona hluti út fyrir sviga og ef við skoðum þá án samhengis, án allra núansa þá náttúrulega virðist einstaklingur vera gjörsamlega bilaður, en það þarf að skoða stóru myndina og ég held til dæmis að bara ávöxturinn af því að lifa sem kristin manneskja eftir biblíunni séu bara góðir og ég bara sé það bara á mér eftir ég byrjaði að ganga með Guði og ég sé þetta bara mönnum í kringum mig, ég sé bara ótrúlega hluti gerast. Það er mjög góðan ávöxt. Það eru náttúrulega ákveðnir hlutir sem eru rosa róttækir í kristinni trú og en svo er líka annað, það er náttúrulega í Gamla testamentinu er það sem menn sem eru ekki náttúrulega kristnir skilja kannski ekki er að það sem að Jesú gerði á krossinum er þetta er náðarverkið, við erum undir náð þannig við erum ekki undir til dæmis því sem er ritað í Levita í lögmálinu í Leviticus í 3. Mósebók. Og hvað lögmál er það? Það eru til dæmis með samkynhneigð og svona við erum syndarar vissulega, það brjóta allir gegn lögum Guðs ef við erum undir náð og það er það sem Jesú fór og bauð sjálfan sig sem finna fullkomnu fórn á krossinum og lét negla sig niðurlega sig fyrir okkur syndarana af því að það er ómögulegt að lifa eftir lögmálinu og láta réttlætast eftir lögmálinu, við erum allir synd. Þú veist, það er ekki hægt að lifa 100% eftir, það er basically, þannig allir eru synguðið þannig. En svo skrifa hann og Jóhannes líka þetta í bæði Korinthubréfinu og Rómverjabréfinu samkynhneigð og fleira. Og margt af því sem þegar Jesú koma, þá er hann að tala við menn sem voru svona lögmálspredikarar og voru í rauninni bara að tala fyrir því að menn fylgdu eitthvað svona reglum skilur, eins og verið að tala þarna án þess að eiga eitthvað svona raunverulegt samband Guð, er í rauninni bara einhvern veginn að forðast eitthvað fordæmingu frá Guði en er ekki að iðka neitt raunverulegt samband Guð. Það er svona það sem að Jesú var mikið þegar hann var að tala til sko réttlátra manna, presta gyðinga þessi tíma. Já. Það sem að við hafst þetta, sko, hann segist það rosa kristin og svona. En svo er náttúrulega, mér finnst ekkert kristið við það sem hann var að segja, að með opinberar aftökur og fangelsaflegar fólk og annað, það er ekkert kristið það, skilur. En hann, þú veist, ég man ekki eftir að væri til að sjá þessu ég fyrst einhverja kvótið í hann sko. Ég get alveg tjekka á því og ég meina þú veist, það er þú veist, einhverjir myndu vilja meina að opinberar aftur, þú veist, hafi fælingamátt en ég er ekki sammála því að það sé samt stuð, kláði ekki og bönnandi ekki að vera ég held að við myndum taka upp flengingar á Austurvelli, nei það er grínlaust við myndum taka upp flengingar á Austurvelli fyrir svona minnibrot að þú veist, þú myndir hægt að sjá rosalega, þú verið flengdur, þú veist, á berst raskatið á Austurvelli fyrir einhverjum svona pústra í miðbænum, það myndu flestir láta af þessu, þú veist, svo var í svona split screen eins og er í klámi, þú veist, á andlitið á honum og svo rassinn og svo verið að flengja og þú veist, já, það var klukkan 12 alla föstudag. Það hefur reynd til þess að láta fólk tína rust, þannig að bara með úti að láta tína rust meðal almenns í göllum, merti fangelsum og svona, ég meina það hefur enga fælingamátt, sko. Nei, það er líka meira diet, sko. Já, en þú veist, svo er líka áhugavert þú veist, að þegar maður er að tala um þessa hluti og ég veit alveg að þú veist, þá eru mjög margir sérstaklega bara að tala um Guð og sérstaklega sem eru kannski með andvirði meði sem finnst þetta hljóma bara alveg gjörsamlega fárlega, þú veist, og eins og með Snorra og transumræðina að þess vegna finnst mér sko að því að já, núna eins og við höfum rætt hérna daginn, systir mín er trans, veist, Alexandra Brím og hún er frábær manneskja, mér þykir mjög vænt hana og ég virði hennar afstöðu kakvart því að hún vilji láta ávarpa sig þannig og hún er búin að fara í aðgerð og allt það en einhvern tíma sagði hún við mig bara ekki sem í alvörinu og trúir okkur bara alveg skilju, fannst þetta bara gjörsamlega fjarstæðkennd og flestir, ég veit ekki eina transmannesku sem að trúir okkur þú veist, ég þekki ekki eina held ég en þú veist, að því að
og þau svo eftir Snorra umræðina þá sáu rosalega mikið þetta sko, mín tilvist ekki skoðun og ekki kalla þetta hugmyndafræði og eitthvað svona. Ég held að þetta sé eiginlega meira trúarbrögð. Og þetta að því að þetta klárlega skoðun og þetta klárlega hugmyndafræði allt þetta sem þið trúa bara með að skilur það sé bara ekkert atrið bara líffræðilegt kyn sé bara eitthvað sem útlutað í mér er bara galið að halda þið fram að þetta sé ekki hugmyndafræði. Já, bara það ég meina, kristni hugmyndafræði út af fyrir sig, búddismi hugmyndafræði, en fyrir þeim þetta samt staðreyndir, skilur þeir velja að trúa því, þannig að þú veist, og þó svo að þú getur litið þannig á að þetta sé staðreynd fyrir þér, þá getur þú ekkert ákveða fyrir alla aðra, og það svona punkturinn sem við erum að missa af. Ég meina, við erum ekkert að segja það að þetta megi ekki vera staðreynd fyrir þér og þetta þinn raunveruleiki og allt í lagi með það, við ætlum ekki að deila og þú mátt vera eins og þú ert og við virðum réttindið þín og ekkert mál, en þú veist að samaskapi mátt þú líka halda að kynin séu tvö, en þú ætla samt að koma fram við aðra virðingu og leiða maður sína skoðanir. Og einmitt að sko, að þegar þau segja þetta bara, nei, þú veist, þetta ekki skoðun og að því að þú veist, þér má alveg finnast að ég fáralegt að ég trúa á Guð, skilur, þér má finnast að fáralegt, en mér má líka finnast að fáralegt að þér finnst í lagi að ákveða að sé trans þegar það 30 ára, skilur. Hvað þetta ef þetta ekki skoðun? Já, þú veist, þetta bara staðreynd, þetta bara vísindilega sanna og svo byrst það einhverja greinar og vísindi og þú veist, þetta mjög algengt í Ég búin að lesa svolítið aðeins vísindagreinu nefnilega og þegar þau eru að segja þetta, ég veit ekki hvort þú sá síðast þáttur og vorum að tala við hann Tóta Hjartar og það voru að fara yfir tölfræðina og þú veist, þessi tölfræði alveg bara svona, þú veist, hún ekkert æðisleg sko, hún slæm, ég veit ekki hvort ég að fara að þylja það allt upp en þú veist, meiri hlutin það betra að tala, þú veist, 88% af þeim sem að, þú veist, upplifa sig svona, hvað segirðu? Var þetta hundaflauta? 88% sem að upplifa sig að öðru kyni heldur þú veist, var útluta við fæðingu eða hvað vilt segja, að þau láta bara þessari hegðun og þá var áður fyrir alltaf bara sagt, nei, þú ert svona en ekki hins einn og það virkaði fyrir 88% og þú veist, og það hafði ekkert meiri afleiðingar, skilur þú veist, það jókst ekki sjálfsvígstíðin og svo framvegis flesti léta þessari hegðun. 12% voru hins vegar persistent, þeir hætti ekki og ef þetta fór fram við kynþroska, þá breyttist það ekki. Síðan önnur rannsókn gerð af þeim sem fóru fram við kynþroska, og það kallar Amsterdam-rannsóknin, og þá tókuðu svona cirka bara 20% af þeim hópi sem voru ekki einhverfurói og voru ekki með, þú veist, neurodevelopmental difficulties og svona, og eftirstóð þegar það var búið að skrína fyrir öllu, svona 20%, og þá sást að það hækkaði minnst ekki sjálfsvígstíðnin hjá þeim hópi og jafnvel þau reportuðu að þeim leiði betur og að veri betra fyrir þá. En þá voru að tala að af þessum 12% að þá vitum við að 20% af þeim hópi það gekk alveg þokkalega. Það gekk bara mjög vel. Þannig að ég myndi halda að þú viljir hafa meðferðina þannig að hver og einn einstaklingur fái það besta út úr henni því okkur þykir vænt einstaklinga, okkur þykir vænt börn og við viljum að þeir fái það besta út úr því og þeir þjáist sem minnst. Og þá má ekki bara segja við alla, þetta er rétt hjá þér. Þú veist, það gengur ekki alveg upp sko. Og það þarf að vera aðeins dýpri umræða heldur en þetta, vegna þess að ef þú komið 20% af 12% og þú komið 2,4%, sem segir okkur það kannski að þessi stór hluti sem að var kannski heppulega settur annars þar. Og ofta mynd þetta kannski börn sem eru á einhverju rófi eða eitthvað og svona, og kannski líður eitthvað bara einkennilega í sínum megin líkama almennt bara í lífinu, þú veist. Minnur sé 18-35 svona líklegri sem gæti einnig rannsókn. Já, og sko það sé, og svo náttúrulega líka kannski einmitt eins og sem eru samkynhneigðir og eru á móti samt, þú veist, trans svona hugmyndafræði, þeir benda á, þú veist, þeir eru að taka bara alla sem eru samkynhneigðir og telja trú að þessu. Af þessum hópi, þessum 88%, þá var overwhelming majority sem var bara gay. Já, akkurat. Þú veist, þannig að veist, það líka svolítið stórt, þú veist, vill LGBTQ+ communityið, þú veist, þeir að ráðast á sína eigin, skal ég meina, veist, það ekki svolítið þannig? Það svolítið þannig, og ég meina að þú veist, sérstaklega þú talar börn, og þetta við höfum alveg rætt þetta eitthvað, en minnst alveg bara, það svo mikilvægur punktur að þú veist, þið getið ekki bara og það hef ekki séð öll þessi komment sem voru bara af hverju þér ekki sama hvað aðrir gera sem að allir sem tala þetta gæti ekki tekið skýra fram í hvert einasta skipti. Alltaf, þetta er alltaf bara, mér alveg sama hvað þú gerir og hvernig þú skilgreinir þetta. Ábendingum að Guðjón þarf að tala meira í mækinn. Ok, þú færðir það frá mér. Þetta er allt Jón að kenna. Já, það verðist ekki, það í fyrstulega ekki nóg að segja það, að segja að þú mátt vera hvernig sem þú vilt og skilgreina þig vegna þess að, og sérstaklega einmitt, þú veist, við þurfum líka að fá að byrja að
kenna þið börninu þetta og breyta, þú veist, tungumálunni þannig að allir sé að tala einhvern veginn allt öðruvís og allt í innlega sé ekki lægja, þú veist, tala eins og við höfum alltaf tala. Það er 30, 60, 50% sjálfsvíkstíðni. Af hverju ættu við ekki að hafa áhyggjur? Strákar, við getum líka bara sagt, hey, af hverju þið ekki sama? Mér bara ekki sama. Hvað ætlar að gera? Ég bara hef sterkar skoðanir. Hérna, á þínum lifnaðarháttum, ég hef bara sterkar skoðanir. Já, það er svo sem að líka. Sama fólk sem var bara eitthvað, að fara í líkamsræktir, í fasismi, eitthvað svona, bara eitthvað. En af hverju er það ekki samúð að ef að þú veist það er einn hæsta sjálfsvíkstíðni meðal þessa hóp sem að getur af hverju er það ekki samúð að reyna að þú veist hanna kerfið þannig að við drögum úr tíðninni eins mikið og hægt er sem að væri þá vantilega mælikvarða á að fólki líði vel. Algjörlega. Er það ekki? Þú veist, það er bara svona af hverju ætti þetta ekki að trufla mig að þú veist það sé helmingslíkur að barnið mitt, þú veist, taki þessa hugmynd að það fyrirfæri sér. Sjálfsögðu hræðir að mig. Öll hugmyndafræði bara að sleppa því að fara með í barnin. Hvort það með trú eða þetta eða annað. Men maður spurður allavega hvort að mig fara með barnið manns í messu þegar þú situr að í leikskóla. En á saman, já, og svo bara, þú veist, að velja, þú veist, grunnskóla og maður þarf að hugsa bara, þú veist, einhver regnbogavottun, þú veist, á sumum skólum, ég meina, þú veist, og áróður fyrir svona, og þetta er áróður fyrir hugmyndafræði og róttækri hugmyndafræði sem er allt öðruvísi heldur en allt sem að mannkinn hefur verið sammála bara í 100 ára, þú veist. Ég var nefnilega til í að sjá einhverja svona hlutlausa aðila gera skoðanakönnun, eitthvað sem er ekki gert á vegum samtakana 78, ég meina, þú veist. Orðað alltaf spurninguna sér í hag. Já, og svo líka við vitum ekkert hversu oft létu gera skoðanakannanir fyrir sig og svo kannski kemur ein sem að spurningin var orðið heppilega og þá, þú veist, er það byrt. Því að þeir væntanlega byrt ekki það sem að kemur þeim í bobba, sko. Líka hvað tímabundi, hvort þið búið mikil áróður í samfélaginu. Svo skiptir bara máli hvaða spurninga þú spyrð fyrst, þú veist, það getur verið svona prep fyrir spurningunum, skilurðu, þú veist. Já, og þú veist, ég meina, töluðum við síðast þetta, ég kom með það bara daginn, þú meina, getur ekki Þórdís, eitthvað, hvað heitir hún eftir, sem að fór með hérna, nauðgaranum sínum í hérna, einhverja fyrirlestra. Me Too geitin. Já, hvað heitir hún eftir? Ég man það ekki, sko. Hún heitir Þórdís eitthvað. Ég hef aldrei vitað það, sko, ég man eftir þessum fyrirlestri. Já, Þórdís Elva geitin. Klásen eða eitthvað, nei, Þórdís Elva, hvað? Nei, ekki Klásen, Þórdís Elva og hérna, og bara fyrirsögnin og þessi frétt, hún er svo galin, sko, og það að hún, þegar hún er að tala sko barnið sitt sem var sko 2 ára. Hún transbarn. Já, og kemur eitthvað óvart, já. Hér er hérna, 11. ágúst 2023, eignaðist ungan kynjakönnuð. Kynjakönnuð? Og hérna Nei, þú veist, er þetta bara þegar hann er nýfættur? Bíddu, það er þú sem ert ekki að skilja að ég er stelpa og þetta er kvót í 2 ára barn sem að hún er að segja og bíddu, hér er þetta bara og þú veist, og hún er náttúrulega eru líkundar á því að hún sé geðveik eða barnið sér trans, þú veist, ef við tökum og vegum og metum þetta svona, þú veist, þetta er bara Ok, fyrir ekki Skilja, ég er flugmaður Já, einmitt, já, bara farðu flugvél hérna Þetta er svo brenglað að ég er bara verið ástfanginn, sko Já, þú er alltaf verið að heita við svona ruglum fjum Ég er að íkja Ok, hvenær er þetta borist fyrst í tvala annar týpurinn Hlynur sem að sko vísi.is bara aðeins að spyrja eina spurninga bara ávarpar sem kallmannsnamnið sem hann fættist sem stelpa Ísir er bæði Hlynur skítamiðl annar týpurinn Það er það, ég tek undir það Já, og hann upplýði sem stelpu sorry, hann vill ennþá heita Hlynur þetta er eitthvað, þá kemur Náðu ekki alveg innrætta þá hún Það var í november 2021 hún var þá 3 ára og spurði mig með ásökunarrómi hvar allar pónibuksurnar og glimmerkjólandi síni væru ekki einu sinni þótti henni fullkomlega eðlilegt og hún ætti slíkan fatnað henni þótti foreldrar sína vera að krossbreiða skildum sínum á þessu sviði og hvesta á graugun þar sem hún benti ofan í fataskúfurnar sínar sko, annað sem okkur þótti vera sterktákn var að Hlynur byrjaði að tala sig í kvenkinum leið og hún fór að hafa vald á tungumálinu hún var glöð eða leið svöng eða sött, börn bara skilja ekki alveg þetta er munin, þú veist Nei Hún byrjaði að tala kynhlutlaust máli Hún geti bara orðið Nóbelsverðlauna höfundur með þetta sem hún er verið að hafa eftir henni þarna Hún er bara málþroska á við 20 og eitthvað ára Sko, það sem ég finnst líka, það sem ég sé er að hérna, hvernig kannski foreldrar eða kona, þau geta eignast sko 3 transbörn Já Það er
var ekki Angelina Jolie eða eitthvað Nei, líkundar á því eru bara stjarnfræðilega Þessi Jóhannes Þór þarna sem verið í stjórn samtökunum 17 hann á 2 transbönd sko hann sko konu sem lesbía eitthvað og hann tvíkynhneigður og 2 transbönd Ok, ég ekki tala Jóhannes Þór Skúlason alveg fullt af því að í fyrsta leið var hann sögukennari minn í 10. bekk og í öðru lagi, þú veist, og ég ætla bara að byrja að tala vel hann þannig að þess að það er bara við ætlum að opna þetta á jákvæður umræðu Við ekki bara skipa því Ég verða vikinu, ég er svolítið með Sverri hérna, ég er spenntur fyrir hinn Ég ætla að byrja að tala vel hann vegna þess að hann er besti sögukennari sem ég hef haft Ok, þetta er búið Takk fyrir það Þegar við fórum til þessi í 10. bekk þá var sko, við fengum, hann var líka svolítið svona líbó við fengum að vera bara með nammi og fætur upp á borði og hann talaði fyrirlestra, hann hafði mikinn áhuga á efninu sem hann talaði og allt það Svo hann var það skemmtilegur að þegar ég fór síðan í Morfís í framhaldsskóla þannig að við fengum hann til að þjálfa ræðilega okkar í skólanum, Seljaskóla, þar sem ég var og svo fengum hann til að þjálfa okkur í Morfís líka og allavega, þannig að við höfum alveg svona ríka sögu, tekið þátt í ræðikeppnum saman og svona en svo, þú veist, hann varð skrítinn, sko, þú veist, og hann var alltaf fór að vinna fyrir aðstofumann Sigmundar Davíðs Varð hann skrítinn eða bara, var hann ekki svona Hann var alveg skrítinn, við vorum alltaf svo góðir vinir, við komum vel saman og svo, þú veist, en það voru bara svona hluti sem að fóru, þú veist og já, þú veist, ég alltaf var, sko, ok, þó ég kannski sé aðeins hliðhóllari Sigmundi Davíð núna heldur en ég var á þeim tíma þá var hann náttúrulega svolítið að representa bara, þú veist, ok, en svona já, mér fannst allavega spillingaröfl í samfélaginu og hann var svolítið að svona verja það og það var, þú veist, og hann var náttúrulega útskýrari Hann var alltaf bara mikið propaganda og hefur alltaf verið rosalegt propaganda gegn Sigmundi Davíð Já, það er enda alveg líka punktur, sko, en ég meina hann var, já, var allavega, þú veist fljótlega eftir hann var forsætisráðherra þá sá maður svona the tides turn hann var nú alveg með svona góða meðbyr fram á því sko þegar hann er 20% af hann var nú alveg tekin í gegn þegar hann var að reyna að verja okkur frá ISIF og þú veist líka þegar hann borðaði hérna ráa nautahakkið Jóhannes Þór Skúlason var einmitt þetta stofnblöndum in defense sem að voru að verjast gegn ISIF þannig að hann hefur gert einhverja jákvæða hluti síðan eitthvað fer hann þú veist, ég veit ekki og þú veist eins og bara þú veist COVID þannig að í samtökum ferðarþjónustunnar þá vildi hann sko innleiða svona bóluefna passa þannig að allir vill trúa mennir sem að væri ekki fyrir bóluefni sem virka ekki já, akkurat, sem að allir sem voru ekki sprautaðir þeir ætti bara að vera útskúfaðir úr samfélagi manna á Íslandi hann talaði fyrir þessu þá eitt Jónum á Facebook ótrúlegasta fólk sem að var þarna voru það þá fasistættin eða voru þetta liberal left ég man ekki, þeir voru aftur loka þetta inni og tók ekki hvað lið sviptaði borgarlegum réttindum sínum eitthvað spurður ég hefði þetta ekki hug ekki Ég fór í fyrstu? Nei, ekki bústurinn Það voru bara allir teknir í vinnunni Allir erfitt að ferðast sko Já, það ekki Það var að ferðast á þessu tímbili svolítið og ég ætlaði með sérna að stoppa af í Brasilíu var að reyna að komast til Íslands og bara, það var reynda bara alla þjóðurar sögðu bara, ég átti flugið gegnum Þýskaland það er bara enginn frá Brasilíu upp í landinu okkur svo var eitthvað að skoða þetta já, ertu bólusettur þetta? Já, nei ekki fara fastur einhverju vikur Já, ég fór einu svona tenni til dæmis þá var þetta komið á sko sem veitingahúsin sko og hérna máttur og þú veist og ég var alveg svona þú veist ef að fjölskylda mín væri ekki svona þú veist ég elskaði öll saman þeir eru svona þú veist basically mjög liberal og hérna svona klikkuð á þann hátt sko. Það var seinna þannig að þú varst með staðfest smitt frá hinu opinbera að þá gildi það sem bóluefna passi ef það hafði verið í einhvern ákveðin tíma 3 mánuði Ég notaði það þegar ég voru til Þýskaland sko Já, ef þau hefðu ekki verið þá hefðu þeir fóru kannski á veitingastað vorum saman á tenni og það var bara eitthvað já, þú þarfst að vera bólusettur og ég kona minn eitthvað, já, við erum það ekki bara ok, bye þau fóru að borða og við fórum eitthvað annað maður hefði haldið að þú hefði bara svona staðið með þú veist, en nei, það var bara þau vildu bara að við upplifum skömmina Já, Jóhannes Það er létt ADHD stemning alltaf Við verum svo í spurningarnar Ekki segja sorry var náttúrulega sem trúði þessu og ég menna Klárum þessu spurningar og förum svo í live Já, svo allavega ég vissi þetta reyndar ekki, hann með þessu 2 transbönd ég man bara allavega að hann skýrði sonsinni eftir einum Braga sem var með mér í Morfísliði heitir hún þá ekki Bragi lengur eða ég veit ekki, ég erum ekkert í nánu samskipti lengur sko, en hérna ég hitt hann samt daginn og við svona, þú veist
Það svolítið skrítið, þú veist, kannast ekki við það, þeir eru kannski ósammála manneskju og þeir eru búin að rífast eitthvað netið og svo hittist þeir eru eitthvað, whatever, skilur en já, hann hefur stórskrítnar og steiktar skoðanir og þú veist, þetta sem hann fór náttúrulega núna strax í eitthvað svona að setja morðið og Charlie Kirk í samhengi og eitthvað, þið sáu það vantilega. Ég fannst það svona að vera einmitt þannig sem að fólk var svolítið að disguisa ofbeldið, sko, það var svona, já, en... Já, það var það sem ég sagði, þessi já en sko-postar hjá fólki. En sko líka frá liðinu sem að alltaf þegar það er fucking rasist með eitthvað svoleiðis eða þú veist, það er hægt að implæja það, að þú segir, já, en... Já. Þá er það fyrst þess að benda að segja, nei, þetta gengur ekki, sko. Og líka, sko, frá liði sem byrjaði með þetta, ekkert victim shaming, bara eitthvað svona, eitthvað gaur, bara eitthvað drepir fyrir framann krakkan sinn og það bara eitthvað, já, en hann hefur eitthvað, hann er ósjámála mér eitthvað. Já, akkurat. Gaur, þeir eru victim shaming. Þetta er ótrúlega lasið, sko. Það voru margir drefnir í Bandaríkjunum þennan dag, fyrir að vera villu stað eða strætt fyrir kallið sín eða eitthvað. Ég meina, maður veit ekki, örugglega einhver. En þú veist hversu margir fögnuðu því. Gengjastriðum og eitthvað, þú veist, það er alls konar, þú veist, eða auðvitað eitthvað, en þú veist, þetta er náttúrulega aðeins öðruvísi, gæinn er náttúrulega í fyrsta lagi celeb, hann er mjög fræg, þekktur aðil og margir bara svona, þú veist, hann er svona hann er political figure, hann er svona ekki kannski political leader, en hann er svona, þú veist, hann er allar tilbyrði til að geta jafnvel bóðið sér frá sér forsetið daginn, skilju, og hann er ótrúlega mælskur og svona, en já, þannig að það er alltaf stærri fréttir ef einhver frægur Ætti þeim það í lagi ef að þú veist þeirra leiðtogi eða political figure var í skotið af einhverjum öðrum og þeir eru fagnað, ég hugsa ekki. Nei, ég er svona nokkuð viss um það. Þú getur ekki fundið dæmið það, ég talaði um það, að einast þegar ég gátti fundið var að einhver þingmaður kom með einhvern óvegandi brandara þeirri sem Elisa Hortmann sem var demokrata öldungadeildar þingmaður, hún var myrt en ég fordæmi það morð að sjálfsögðu og þú veist, og ég reikna, þú veist, ef að einhver af þessum fáiðum eins og Harry Sisson eða Brian Krasenstein eða þið viti hvað gæði er að tala um Nei, Sverri veitur greinlega hvað liður þetta Sisson hann er mjög óþólandi gæjar eða Brian Tyler Cohen eða Joy Reid úr View eða Whoopi Goldberg Já, Whoopi Goldberg er óþólandi Já, eða einhver af þessum fólki sem okkur finnst alveg ógeðslega óþólandi og okkur finnst vera að tala fyrir hatri og hluti sem geti leitt til ofbeldis, þú veist, allt svona já en sem að, þú veist, ef að þessar manneskjur eru bara eitthvað skotnar á einhverjum viðburði fyrir framannfylgta fólki og börn og eitthvað mér myndi ekki dett í hug að fara eitthvað að hlæja eða fagna í og ég myndi alltaf, og ég held að þið allir myndi alltaf bara afdráttarlaust og bara skilyrðislaust fordæma segja bara þetta er ekki lagi maður verður alltaf að horfa maður verður alltaf að horfa á þetta í ákveðnu samhengi líka þú veist, þetta eru feður, þetta eru mæður þetta er, þú veist, þau eiga börn og maður er svona aðeins að setja þetta í stærra samhengi og líka þú veist, ef þú byrjar að fagna svona dóti og þú veist, þá það er bara beina ögrun. Ég myndi ekki segja ég var fagninir, en mér finnst smá kalt henni í því að hann hafi sagt að það væri bara svona kostnar við að fórnarkostnar, já og svo ég er ekki má ég það næstu svolítið að taka hennar já-ennisma sko. Það finnst mér að þetta var til dæmis kvót sem við tekið alvarlegu samhengi hann sagði, og þetta er svo eðlileg röksemdafærsla, hann líkti sér bara við að þú veist hvað eru mörg umferðarslys á ári erum við að banna bíla erum við að banna fólki að kera bíla út af það er harmleikur ef einhver deyr í umferðarslýsi en finnst þér ekki að þurfa að minnka en að bísla Nei, þú veist, auðvitað eiga að vera bakgrunnsskoðanir og auðvitað eiga ekki að láta geðveikt fólk fá byssur og allt það en þá ekki að skerða réttindi, borgaraleg réttindi fólks til þess að geta A, varið sig og fjölskyldu sínar gagvart innbrottsjófum eða hverju sem eða B, þjóðina að geta varið sig gagvart fasískri yfirtöku og það er það sem þetta gengur svo mikið Málið er það að þetta álíka svona uppruna þetta second amendment í Bandaríkjunum sem að leyfi byssueign og það var út af því að þegar að þeir voru að losa sig við Breta sem yfirbúðara sína að þá var það byssueignin sem að tryggði það að þeir getu gert það og þaðan kemur þetta og þess vegna er þetta svo mikið og stór partur af þeirra frelsisbaráttu þetta second amendment og þess vegna hefur það verið haldið á lofti og miklu meira heldur en í okkar ríkjum en þú veist sko byssueign á Íslandi er svakaleg sko hún er svakaleg en við erum ekki með skambyssur og það er kannski svona erfitt að vera inconspicuous með, þú veist, 20 gauge shotgun skilur við að lappa ekki staðar sko það eru svolítið stórar haglabyssurnar bara sturlaði liðarna greinlega þú veist, ég meina hvað, ég meina, er það bara þetta er bara, finnst ykkur ekki að þetta minka byssuegnuna þetta er með mest morðin af öllum Málið er, ef þú getur spólað tilbaka og dreigið úr byssuegn þá verður það þægilegt en málið er bara að þú fallar að fara að gera það núna að það er eina fólkið sem hefði ekki byssur
hvaða fólk það? Þú veist, það eru, þú veist, einir eðlilegu borgarar, þú veist, glæpamenn með það redda sér byssum. Það var ég varst mjög skemmtilegt en það sem að benda á hana, þetta kontramálið hana og þá var eitthvað sem að benda á það, eins og að Uzi var ekki framleitt í Harlem. Nei. Þannig að það er líka alveg spurning hvaðan þessar byssur koma sem á götunum, sko, á svartamarkaðsbyssunum handa, sko. Nei, það er alveg Já, þú getur líka spurt það því þegar kemur að alls konar svona insurgencies og hryðjuverkahópum og fleira, sko, þú veist að hverjir að fjármagna þetta, hvað kemur alltaf peningur, þetta kostar peningar, sko. Ég finnst að vera eitt svona sem setur þetta í svona ákveðið samhengi. Að það eru ákveðnir hægri menn sem tala fyrir ákveðnum sjónarmiðum eins og Charlie Kirk, sem ég tala fyrir eins og bara margir hérna að tala fyrir. Það er alltaf verið að segja að við sem að grafa undan tilvistarrétti fólks og einhvern veginn ógna tilvistarrétti og séum hættulegir samfélaginu, þetta var sagt hann, þetta var sagt alla aðra. Ok, ef þú trúir þessu og þú ert bara venjulegu bandaríkjamaður og þú trúir þessu að þetta sé rétt, að búið að bomba á þau sem áróri, tekur þið ekki bara one for a team, það verður bara skjótur gaur, hann er bara raunverulega að grafa undan tilvistur ef þú trúir þessu og það verður að segja þetta mig, endalaust, það verður að segja þetta Helga, það verður að segja þetta þig, bóttið búið að segja þetta þig, að við séum að grafa undan, og þú veist, hvað gerir ég ef það er eitthvað bara raunverulega sem er aktíft og viljandi að reyna að grafa undan mínum tilvistarrétti. Akkurat, það er búið að sannfæra það. Reyni ekki að verja sjálfa mig. Ég meina, svo ertu bara að tala kannski inn í hóp einstaklingar sem eru svolítið lasnir og þú veist, og þá er kannski bara orðið rosalega stutt í að fólk fara að grípa í gikkinn. Þannig að ég held að ábyrgð þessara fjölmiðla og þú veist, það er kannski svona sortmiðlar hérna, þú veist, Heimildin, Vísir, Vafjabel, sem hafa verið, þú veist, að þau að geta þetta upp úr amerískum miðlum og þú veist, þetta er alveg bara svona ógeðfellt hvað einhvern veginn eru tilbúin að líta ekki á þetta með gagnrýnum augum. Finnst það kannski, Morgunblaðið hafi verið minna í því, en mér finnst þetta samt, þeir eru ennþá faggin, en já, fattur mig, þú veist. Ef við má bæta einu við, sko, til þess að mér finnst alltaf best að við erum skoðum svona mál, setja í íslenskt samhengi og það er hægt að fara í síðustu viku og tala þetta mál með Snorra, þar sem við erum að tala að hann sé líka að grafa undan og það eru raunverulegar hótanir, það er fólk að grínast með það að fara heim til hans, bara í nokkrum skiptum og það er fólk núna að tala eftir morðið á Charlie Kirk að hann hafi átt skilið að deyja því hann stóð með okkur kristnum gildum ég er svona, já ok, ég stend líka með þessum kristnum gildum og þú bara tala að það sé, skilur, og svo ég held að fólki hafi genuinely fundist mörgum að þú veist ætti að drepa Snorra, ég held að það var ekkert að grínast og þessum viðþorf, ef þau eru búin að marinerast í samfélaginu hverjum einst degi í mörg ár og það er fullt af veiku fólki og það er náttúrulega verra í Bandaríkjunum þar sem að veikt fólk hefur greiðan aðgang að bara öflugum skotvopnum hann kemur úr sem er fýtt punktur kemur úr konservatív fjölskyldu þar sem að í Utah þar sem að hann var vel kunnugur byssum og fór hunting og eitthvað algjörlega, það hefur sína vankanta en ég held að grunnurinn á þessu sé ákveðin ófrægingar herferð þar sem við verðum búa til skrimsli úr hægrimönnum, úr þeim sem standa með sinni trúarsannfæri kristnum mönnum. Horfðu síðan á umræðina. Það er alltaf tekið öfgafyllstu setningarnar og skoðanir frá þeir eins og Tjelkor, eins og þú er bent á og svo hinum endanum að þá sérðu bara myndir að liði með, þú veist, neflokka og hérna fjólublátt hár að öskra og eitthvað sliðis. Ég er að tala það sem við sjáum bæði í íslenskum fjölmiðlum og erlendis frá. Við erum að sjá, skiluru, alveg bara mest ekstrím hliðarnar báðum megin. Þannig að, þú veist, annar hópurinn, hann er að sjá, þú veist, hitt fólki sem að fokkin þolir ekki og það er radikalisast, eða þú veist, verður meira aukafullt og hinn hópurinn nákvæmlega einskiluru og þessi fáðar. Þannig að en fólki sem er á milli, sem er kannski stærsti hópurinn og representar miklu frekar þýðið og samfélagið sem að kannski myndi aldrei láta kvalla að sér að haga sér með þessum hætti og sér það rosalega lítið. Mér finnst sko eins og í dag þeir sem er svona mesta spennan á milli fólks og þeir sem er svona mest æstir yfir umfjöllun og annars líkt, það er fólk sem er að fylgjast með það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Þeir sem er að fylgjast mikið með pólitík það er verra þar sko. Þeir eru bara alveg, hvað með Trump hvað fokkin með hans skilur þú veist mest í æsingurinn á þessu blessaða landi er bara lið sem er að fylgjast með þessu einmitt eins og hann bent á bara að þið eru það
innleiða bandaríska umræðu til Íslands bara Já, Egill Helgason. Þið séð að koma með þetta Haldið að, þú veist, Ég held að Egill Helgason Eyði með enga internettengingu, held að það væri svona margir transeinstaklingar á Íslandi Vókismi, þú veist, að öll þessu hugmyndafræði kemur á utan, ekkert að þessu byrjaði hérna og allt var orðið stórt áður að kom hinga og maður bara svona, Egill Helgason náttúrulega bara að prjóna yfir sig í vókinu, sko. Það mjög gott komment hérna í live-inu þessu tengt, hann segir, fyndið hvernig það má taka inn endalaust af innfluttu vinnuafli ekki ögn af innfluttri umræðu. Það er ákveðin kaldan í því, sko. Þetta Bjarki Ólafur Hugarsson. Takk fyrir þetta, Bjarki. Það ekki, ef ekki að fara í komment. Já, endilega, góð tími fyrir það. Ég ætla bara að rúlla yfir þetta hér segir Steph Testic, Siler Lads, Rip Charlie Kirk, spenntu fyrir þættinum, ef ekki bara skilja hvað yfir hann. Jú, klárlega. Fara bara yfir hérna. Benóni Bertelsson segir vísir eiginlega verra en Ellerúf DBH kannast við hann Benóni mjög góður, hann og hérna, ég eiginlega bara sammála þessu Hrannar Gauti spyr, við fáum þetta alltaf, hvað bjórin? Þú með bjór? Ég með bjór Já, er ég eini? Nei, no comment Þú varst að drekka bjór á hann Ég? Já, nei, þú varst ekki að drekka bjór á hann með þig, þú drekkur ekki bjór. Þetta svona fáum eitt til þess að vera fullan og... Já, þetta er bara þannig. Þú er sko komin úr fötan mættir. Já, ekki með gítar hérna. En já, ég sé í kommentin hérna. Það er hérna... Það hefur mikið verið kvarta undan minni drykkju á ævi minni. Þetta í fyrsta skipti sem einhver að kvarta við því sem ég ekki að drekka. Nei, klálega, sko. Það bara mjög góð skipast. Það er fínt, sko. Já, og getur líka kannski talað það, þú veist, þegar maður að vakna í dag og ég held stundum að þetta vók ruglaða lið, sko, það sé búið að toppa sig, sko. Nei. Það nær alltaf að sanna að það getur orðið ennþá vitlausara. Þú veist, að það getur orðið ennþá ruglaðar og núna þeir eru að reyna að klína þessum Tyler Robinson gæja á hérna hægrið að þeir náttúrulega hægrið sinna fjölskyldu og þau eru bókstæðlega að líta framhjá því að hann var með Antifa logoið á byssukúlu. Það er eitt sem einum þetta að spyrja. Já, hann var búin að setja eitthvað svona mjög sketchy. Ég er sammálaður. Tjá Bella. Sketchy hvernig það, bara hann hafi bara bönd. Það var einu sinni gerst áður í sögunni. Samt var hann sko með flóttaleið og faldi byssuna svona. Þú veist, hann hefur kannski viljað koma ykkur skilabóðum áleiðis. Ég hugsaði reyndar, ef þetta væri eitthvað plott eins og sumir hafa talað um að þetta væri Mossad eða eitthvað, er einhver að reyna að stóka svona Civil War eða eitthvað, þá myndu þér vissulega að skrifa Antifa Líka bara ef þú bara pælir aðeins í þessum Tyler, hann er rosalega óhefðbundinn assassin. Hann er hérna, þú veist, hann er ekki með augljósa herþjálfun, hann er ekki vanur með byssu, þú veist, hann er svona, hann var með einhverja, bara þú veist að veiðum, það er svolítið öðru sig kannski fyrir mig, en þú veist, ég meina, augljóslega gæti hann hagnið það, ég meina, hann gæti hitta þessu færi, þetta er samt ekki erfitt færi, 120 metrar. Niður og eitthvað, og þú veist, já, hann hefur kannski bara svona, wow, ég hitt hann gett vel, ok, best að fara, kannski ætla hann að reyna oftar. Ég skotið af, þú veist, þessari hlaupita rifli og, þú veist, þetta var einn fyrsti rifli sem ég skaut á og maður hérna maður hitti öllu með kíki, þú veist, það er mjög auðvelt að hitta á 100 metrum með kíki, sko, það er ekki erfitt, sko, allavega, þú veist, málið er það að hann líka, þú veist, hann er ekki svona obvious öfgamaður, hann er ekki með internet fótspor, þú veist, hann er ekki búin að vera tjá sig, hann er búin að vera radikal, þessi öfgamaður er mjög stuttan tíma, segja þér. Hann sagði einu sinni eitthvað hann Charlie Kirk, hann sagði einu sinni eitthvað í matabóði, það var áður að vera að koma, þá var hann við sprjálaður, hann væri að fara að koma og svo var hann búin að vera á einhverjum Antifa Discord spjallrásum, víst. Það er talað um það og ég meina það er alveg einhver hérna fótspor eftir hann á internet, ég held að ég bara eftir meira að koma í ljós. Það gæti alveg verið, en bara svona það gæti alveg verið, en svo var ég að sjá það að þessi gæi hafi verið gay og þú veist, og einhver var að posta því að hann var í gay og hafi verið með hérna transmann eða konu, ég veit ekki hvað þetta kallast. Transgender manneskja í sambandi í sambúð, er það sagt? En er búið að staðfesta það? Nei. Er það gay, Helgi? Ég, hérna, þú veist, ég meina Eitt á konu, ertu það samkynniður? Máli, ok Sko, þú veist, er hann að gefa það þykja? Já, þú veist þetta er svolítið spurning, sko. Myndbandið þegar hann er að fara klifra niður og svona, það er engin riffill
sem hann að taka með sér hann niður sko. En það fundið við vopni einhverstað, en já, ekki það. Í skóginum. Það var einhvers sem sagði, en ef það verið þannig er í fyrir að taka hann sundur, það er ekki hægt, og hann fannst... Þetta er svona máserriffil. Nei, ég meina, já, þú veist, ég get alveg trúið líka að það hafi verið eitthvað stærra plott á bak þetta heldur en þessi gæi, það er nú oft þannig eins og með JFK-morðið. Og svo náttúrulega held ég líka með Donald Trump, ég held að það hafi verið meira bara, þú veist, andstæðingarnir hans vildu taka hann út heldur en einhver lone gunman, skilur, sem að, þú veist, en það var bara, þú veist, mildi að hún fer hérna og svo sumir sem að vilja meina að Trump hafi feikað, þú veist, út af þetta bústa fylgi bara og gera hann smá hetju, skilur, en ég frekar á því, sko. Já, ég veit ekki, hvernig, þú veist, og hvað drap hann þá bara en slökkviliðsmann eða var það kannski bara eitthvað feik líka, maður veit ekki, þið geta en ég trúi því ekki, ég held að við séum að sjá bara fram á aukna hörku út af því að núna er góða fólkið, innan gæstilapa ekki góða fólkið á Íslandi, heldur actually hvíthatarnir eru komnir með völdin í Bandaríkjunum og þeir ætla að þú veist, bóla út þessum öflum og eðilegja plön sem eru búin að vera í bígerði í 100 ára sem eru að, þú veist, að reyna að taka yfir heiminn og að það sé verið að stöðva þau, þú veist, núna er farnir úr Paris Climate Accord, þú veist, og öllum, og þú veist, og það er verið að mikill óstöðuleiki, alveg gífurlegur óstöðuleiki og þú veist að það eru hann að augljós völd sem eru að takast á, þannig í rauninu vil koma samsæriskenningur, þá getur þú bara komið með endalausar, þú veist, það gæti verið þess að destabilisa, svo gæti þetta bara verið, þú veist, lone gunmen, þú veist, svo gæti þetta verið einmitt að komast inn í og uppræta marxísku hugmyndafræðin í skólunum, það gæti verið Trump að þú veist, ná meira saman, svo líka Charlie Kirk er hægri maður, hann er drepinn og þú veist, það voru mögulega stærstu mótmæli allra tíma núna í Bretlandi undir Tommy Robbins, þú veist, á móti innflytjendum, þeir reyna að segja sig þúsundir, menn að tala þetta sé kannski 1-2 milljónir jafnvel, þannig að hérna, svona conservative estimate voru sko 500.000 eða eitthvað. 100.000 segir MBL. 110, veist, það er algjörlega galið sko, þú er bara gjössanlega galið sko. Það er líka undarlegt með þessar myndir sem er til af byssumannin. Já. Þetta einu myndir hann að labba upp ykkur að tröppa hann með bakbakkan og allt þetta. Svo það er svolítið galið að þetta sé einu mynd, það er á að vera allt vaðandi myndálum á svæðinu allt sko. Já, ég þekki Hefur ekki haldið áfram í kommentunum? Endilega, já. Haldið góð tempo í kommentunum, förum ekki svona mikið út af spórinu. Svo langar mig að koma inn á þarna, þú veist, með það sem er að gerast í Evrópu, sko. Já, við förum í það, höldum áfram í live-kommentunum. Herðu, Bjarki Ólafur segir alvöru bjórin var vinirnir sem við fundum á leiðinni. Er ekki allir sammála um það? Jú. Ég er náttúrulega satt komin í bjórin hérna. Samtökin 78 eru óvinur lýðræðisins þó ég er ekkert á móti trans eða samkynhneigðu fólki, segir Steph Testik. Það er náttúrulega fullt af fólki sem er líka bara í öðrum samtökum eins og stöðu sem að eldur með. Men ég var að tala við eitt gay gæja bara í gær sem að ég er að koma upp með mig það komin aftur á Grindr en þú veist, hann var að koma inn á þetta, þú veist að hann var ekki sammála þessari hugmyndafræði og þessari orðræðu samtakana 78 og hann vildi bara fá að hafa sínar eigin skoðanir Vá, hvað ég ætti að fá að heyra þetta lengi En þú veist, já, mér finnst það að vera ákveðin pæling, þú veist, þú þarft ekki að þó þú sér hommi, þá þarft ekki að vera í samtökunum 78 eða að læna með þeirra hugmyndafræði, það bara er ekki þannig. Ég held líka að það getur verið svolítið sjálfsmark fyrir þá, ef þeir segja bara hvað, heyrðu allir sem eru ekki sammála okkur, eru mótið í samtökunum 78, hata það bara homma og eitthvað svona, ég held að það muni það bara raungerast, menn verður það bara svona, ok, ég hata það bara homma, skilur hvað ég minna? Missir alltaf merkingu, bara eins og rasismi og öll þessi orð sem eru búin að gera fólki upp, Hvað haldið meðan hérna við nokkar í æði, Patrick Jamie, núna var hann svona þess að tala um eitthvað, herri, ég er ekkert að fara á gönguna mér, þetta er ekki alveg mitt sín og eitthvað svona og svo er líka svona áherslu að maður sér hann, þú veist að þá maður kannski hefði haldið að svona með að við hvernig allt er í dag að hann væri trans eða þú veist væri þessi strákur sem ég var að tala við, ég var að spurja hann, þú veist, og ég meina, er þetta væpið sem að þú veist, sem að þú ert að upplega frá þínu samfélagi og hann sagði bara já, flestir sem að ég þekkir á þessari skoðun, þannig að mér finnst af hverju ætti, þú veist, ég meina Vísir, sem dæmi, CNN, New York Times, allir þessi fjölmiðlar, þeir eru alltaf að draga það upp að fólk sem er í minnihluta með einhverja minnihluta skoðanir, að það sé í meirihluta. Af hverju ætti það ekki að vera eins með þetta? Helgi, hvaða skoðun? Hvaða skoðun? Þú veist, varðandi samtökin 78, skilurðu, og það, þú veist, að allir hommar þurfa ekki að vera þar, skilurðu, Patrick Jamie er ekki að fara að sína stuðning út af því að, þú veist, honum finnst þessi hugmyndafræði vera, skilurðu, ekki alveg honum að skapi. Og það séu margir hommar sem eru þannig. Ég meina, við vitum það ekki, þú veist, ertu búin að gera skoðanakönnun á því, ég veit það, ég er að spyrja móti bara, þú veist, já, ég er ekki að taka því sem að þú veist að ráðast á mig. Mér finnst þetta svo super áhugavert, sko. Já, af því að, þú veist, af því að, ég meina, af hverju ættu við ekki að halda að þeir vera að
gera þetta gagnvart annari umræðu. Ég meina þeir gera þetta gagnvart Trump, það var látið bara eins og 5% bandaríkjamanna að vera öfga hægri menn á stýtu Trump, en svo meirihluti bandaríkjamanna sem kausa. Algjörlega. Ég meina þú veist, og það sama, þú veist, það áttu allir, þú veist, fólki sem að við kannski hægja á sér aðeins í útlendingastefnu, þú veist, engin rasistar, þú veist, við vil meina það, þú veist, að Ísland get ekki tekið við fleirum svo stöðu þetta að halda velferðarkerfi, en það látið skína í það, þessi bara öfga hægri menn sem að taka sér saman, þetta bara ekki rétt. Nei. Og þú veist, og það alltaf verið að stimpla og svona, og ég að segja af hverju ætti þetta að vera öðruvísi með samkynhneigt fólk, skilur þú veist, ég meina hversu margir sem eru trans eru kannski bara búin að breyta yfir í að vera kona eða kall og eru bara sátt þar og vilja bara lifa þannig og punktur. Ég vil að það komi fram kannski líka er að ég á óvenju marga góða vini sem eru trans, bara og þú veist, ég er að tala kannski yfir það, þú veist, náttúrulega sýsti mín sem er frábær og ég hef gert mikið tónlist með þessna stelpu sem heiti Donna og var, þú veist, transitioni yfir í hvað maður nú bara fylgjandi mína actionu já, bara ótrúlega skemmtileg manneskja og bara fær hæfileikarík og þú veist, bara þykir svo væntum hana og svo strákur sem heitir Flóki, hann var ekki strákur, þú veist, og ég virði þetta sem ég get, en ég get, það eina sem ég bið að fá réttin til að vera ekki sammála öllum, koncepturum og líka bara marga kannski sem eru, ég var 2 frændur sem eru, náfrændur sem eru samkynhneigðir og eru í samkynhneigðum pörum og þeir kannski, eru líka svolítið, ekki kannski annar þeirra held ég, ekki svo mikið, en þú veist, annar þeirra mjög svona pró alla þessa hugmyndafræði og ég vil ekkert eitthvað að þeir bara, þú veist, vil ekki tala við mig út að ég hafi skoðanir sem á móti, þú veist, þessu, en ég á sama tíma vil ekki láta kúa mig til þess að mig ekki segja það sem ég finnst, þú getur ekki breytt í hvað mér finnst. Það kostar þig alltaf að taka afstöðu með sannleikunum, það alltaf að fara að kosta. Akkurat. Málið, og nú erum við búin að sýna fram á það að það hópur innan hópsins sem ekki sammála þessu, þú veist, svona perceived að það eru allir trans sem eru sammála þessu, þeir eru allir með okkur og það mismunandi skoðunar hópsins, ok. Hvernig, ef að þessi hópur sammála til dæmis Snorra að einhverju leyti eða öllu leyti eða whatever, hvernig getur þetta þá verið alfarið hatur á hópin ef að hann jafnvel hefur skoðanir sem eru á öðru meiði við samtökin 78? Þetta náttúrulega bara orðið algjör della. Já, algjörlega. Þú veist, og það náttúrulega sérst að það bara verið að gaslýsa þau og bulla. Algjörlega. Þú veist, þú getur ekki, af hverju ætti ekki vera skoðanaspekturum innan hópsins? Akkurat. Af hverju fólki í samtökunum hjá eldi? Af því þetta köld. Þú veist, já, þetta köld. Þú þarft að afneita öllum. Já. Tókuðu eftir því svakalega umræður, ok, ég vissi að það var þessar fjöldafröðufellingar sem áttu sér stað eftir Vitali og Snorra. Þetta rosalegast sem ég orðið vitna af, oft hefur verið mikið þetta, en það var bara hver einasta vók manneskja á landinu, lagði orð í belg og skrifaði mjög svipaðan væminn pistil og það sem var ráðist að mikilli hörku á Snorra, að mér fannst. Ekkert innihald. Það var alltaf bara sama fróðan, skilju. Og bara, þú veist, metið í innihaldsleysi átti líklega borgarstjórn Reykjavíkur sem að hefur bæða vegi fór februarkönnur Gallups 2025 innan við 10% traust. Að þess að minnsta traustið af fólki í samfélaginu var að, þú veist, kom einhverja tillögur eitthvað öðrum á móti, síðan hvernig það fokkin hlutverk borgarstjórn? Og Einar Þorsteinsson gerir þessa tillögu og hann alltaf bara rævill og gaurarnir í Sjálfstæðisflokknum, Kjartan Magnússon, Friðjón Friðjónsson sem skrifa undir þetta kjaftaði, þessa árás á mann sem bara viðraði skoðanir sínar, þetta er bara þetta er bara auming og það eru fullt af mönnum innan Sjálfstæðisflokksins sem eru hjartalega ósammálaðum og ég skil ekki af hverju fer enginn fram, af hverju ver enginn skoðanarfrelsið, er það eina sem að sjálfstæðismenn hafa sterkar skoðanir á, er það fiskveiðikerfið? Er það ofsögum sagt að segja að þessi einstaklingar Sjálfstæðisflokksins eða annara flokka sem að lýstu yfir, þú veist, eru þeir að tala fyrir alla flokksmenn? Það virðist vera því það stígur enginn fram og það segir enginn neitt. Það þorir enginn að segja neitt. Og formaður Sjálfstæðisflokksins, hún er kynjafræðingur, skilur við. Nei. Hún er Guðrún Hafsteinsdóttir er kynjafræðimenntuð. Ok. Nei. Ég meina þú er það. Ég kaupi þetta ekki, sko. Þetta er bara, Sjálfstæðisflokkurinn er kúkt stofnun og að yfirtaka hana af feministum og aktivistum og þetta er bara handónýtt dæmi. Bara komaði inn marxist og átti þetta fokkin lifa. Ef þú ert íhaldsmaður og hægrimaður, farðu úr Sjálfstæðisflokknum, þetta dæmi búið, partíði búið, kottið yfir miðflokkin, bara
þetta dæmi búið, sko. Ok, og ég ætla að koma með eitt punkt í kjölfarinn á þessum fjölda og hérna, út af að, þú veist, og hver einasti vókmanneskja, hún setti hjörtu á hvert einasta svona, þú veist, post sem allir sem voru að leggja orðið belga, þú veist, og það var alltaf sett hjörtu og ég vil meina að þannig fáum ákveðin mælikvarða. Hvað voru margir allavega þegar ég skoði þetta síðast, þegar þetta var í hámæli, að það voru 1800 like og hjörtu við fæsluna hjá Þorbjörgu sem var í þessu viðtali að hérna rökraði við hann Snorra. Svo postaði Snorri, þú veist, bara nokkrum dögum eftir þetta, það voru 2100 hjörtu og likes á hans fæslu. Samt miklu erfiðara að tjá sig þetta á Facebook ef þú ert á móti þessu. Þú veist, þannig að það má gera ráð fyrir hann fikk líka bara neikvæð umfjöllun og meðan hún fékk jákvæð. Akkurat, þannig að miklu minn incentive. Þannig að það voru fleiri samt á Facebook sem að studdu Snorra heldur en Þorbjörg. Ég held að hver einasta, ég held að það sé bara nánast þetta sé fjöldin af manneskjunu sem eru þarna. Þannig er þetta að lýsa. Við sáum það líka, það var skoðanakönnun sem að Tóti Hjartar var að tala um Bylgjunni, þú veist, og það var bara rússnesk kosning Snorra í vil, þú veist. Ég setti inn spurningu, ég nú ekki Gallup svo sem og augljóslega minn kannski áhörndahópur, þú veist, að svolítið öðru meiði, en þú veist, það var bara 100%, þú ert ekki hafnaninum tilveru rétt sem á spurningin á mér, sko, þannig að þú veist, maður spyr sig. Segir rétt fyndið að ég var þurfti að fletta upp Snorra, ég var ekki alveg spyrir, Snorri, fletta hann upp og ég alveg, er þetta trans? Ég held að, nei, bara þú veist, skilur ég alveg bara, nei, svo líka annað, það rosalega mikið af þessum skítlipum og feministum og transfólki sem að segir sko bara, heyrðu, ég eyði öllum af Facebook sem að læka eitthvað status sem, skilur, þau reyna að beita svona tilfinningum bara, eða einhver sem tekur afstöðu gegn þessu sem ég trú á. Það var einn meistari að hneykslast að því að ég var komin í kökkstólinn, ég fengi ekki að komin í myndin, ég var að koma með í En já, það svona skoðan á kúun og þau segja sko, þú veist, og hérna, og það sem þessi kúun gerir, hún gefur skakka mynd þegar þau halda að það sé miklu meiri stuðningur við þeirra málstað heldur en raunverulega og þeir sem hinum einn á rófunu halda að það sé miklu minni stuðningur við sinn málstað heldur en og ég held að sé oft í gangi þar sem eru tveir gaurar að tala saman sem ég Guðjón og þeir eru kannski að segja eitthvað og hvorugur þeirra trúir því sem þeir eru að segja en þeir þor, skilu, við erum bara svona ég er að segja eitthvað sem ég trúi ekki raunverulega á og hann bara, já, ég er sammála innra með sér eru þeir ósammála því sem þeir eru að segja veit ekki að þeir eru sammála hver öðrum skilur, og þegar þessi múr brotnar í samfélaginu þá kemur bylgja og menningarstríð og málið og þetta er að fara að gerast og þetta menningarstríð, við erum búin að vinna það við erum löngu búin að vinna og við vorum einmitt að ræða þetta við Sverrir hérna á leiðinni niður og þú veist, það er sko þessar skoðanir, og þetta var það sem ég var að tala um með samtöki 78, það var það sem ég að tala um með veist, þetta projection á fjölmiðlum úti hvað er að gerast? Jú, það er kannski gífurlegu meirihluti sem að sammála skoðunum þvert á það sem að fjölmiðlar vilja láta að séu algengstu skoðanir og bara þú veist, og það er bara rosalegu munur og þegar að fólk átta sig á því að það var svo segir, það brotna múrarnir þú veist, stíplan fellur og þetta er fucking búið og við vitum það að núna eru það stór mótmæli í Bretlandi og Frakkland næstu helgi stjórnin er fallin í Frakklandi stjórnin búin að vera í Bretlandi þú veist, Charlie Kirk var að íta undir þetta stærstu mótmæli bara held ég mögulega allra tíma í Bretlandi undir Tommy í dag þú veist, ég held að það sé við erum, sko, hægrið búið að vinna sko, já bara vita það ekki ennþá það er samt eitt, sko það er ekki búið að vinna fullnaði sigur ekki meðan gæðin eins og Charlie Kirk geta verið skotnir og bara fyrir að vera að sjá skoðun sína þú veist, vókið lifir ennþá þú veist, þó það sé kannski komið í skiluru í þá stöðu það er í vörn meira en það kannski var miklu meira í sókn áður fyrir en svo er eins og með Kirk núna, ég veit marga sem að sko, þú veist, eins og þú talar daginn, bara farið nú að finna kjarkinn til þess að tala, skilju, hætti nú að vera hérna kökt inn í ykkur og bara, og mér líður svona, ég þurfi ekki að segja neitt, ég ætla bara að vera lörkandi hérna og kannski læka svo eitt smá komment en segir ekki neitt, þú veist, ég veit marga og til dæmis vinur minn sem að postaði hérna status í gær, bara, hann var búin að sitja á hann, bara á ég að posta sér, bara, do it, þú veist, bara gera það og hérna, og hann ákvað að gera það og hann tók mitt, þú veist, ég með 819 vin á Facebook svo í lókdagsins þá voru þeir orðin 803 ég misti 30 vinnur núna eftir ég opnaði Facebook já, þú veist, þetta er bara leið og ferð að tjá það bara, og þú veist, gerir þið þetta sann, þú veist ég meina, bara fokkum
Já, akkurat. Ef þið get ekki borið virðingu fyrir skoðunum mínum, þá langar mér ekki að vera vinni. Það er engin söknuður. Virðingu fyrir skoðunum, skiljum. Nú kona mín, hún Kristín Þór. Já. Hann Kristín. Við erum ekki slástu konan. Ég eins fucking mikil trúleysingi og hægt Mér finnst þetta galið. Saman hvað trú það Mér fannst það einhvern tímann. Alveg galið. Það alveg sem að himnaðin myndi opnast í dag og það kemur hendi og drifta mér upp. Ég myndi bara, þetta eitthvað. En ég meina, það ekki þess að þetta sé eitthvað vandamál fyrir mig og konu mína eða mig og hann. Ef við varum vinstri sinnaðir, þá myndum við kalla það afneitara. Já, fólk bara akkur þarf alltaf að vera, það er ekki að stríða út allir. Nei, algjörlega. Eða ég er ekkert á, móti, ég er ekkert að móti honum, fattar þú að hans er trúar? Nei, akkurat. Þetta er svo skrítið að fólk ekki bara... Ég held líka að menn beri bara virðingu fyrir því, sko, þegar menn lifa eftir ákveðni sannfæringu hver sem hún er, sko. Akkurat, mér finnst það svolítið flott. Ef fólk sprengir sig í loftu upp og drifir... Já, rosa sterk sannfæring og mjög gott dæmi mitt. Sannfæringunni, kannski var hann líka að gera þetta gagvart kjærleik. Ég var í Morfís, þú veist, stundum þar maður... Nei, ég meina, það verður líka að vera smá húmor í þessu, sko. Akkurat, já. Ég er samt einhvern veginn samfærður þetta sé ekki eitthvað vók vinstri atriði sem að drapa hann. Nei, það var nú einnandi kommentunum sem sagði að þetta var bara, þú veist, dæmigert Mossad. Já. Þú ert það. Ég meina, gæti alveg verið. Þeir hafa ástæðu til þess. Og ekki óttar rétt. Það er eiginlega flest allt vond sem allt kemur fyrir heiminn. Nema alltaf hann var frekar pro-Ísrael yfirleitt. Nema upp á síkasti. Já, nú var hann að vera gagnrýna gyðingalobbið. Búin að segja orðið. Orðið. Genocide. Ég meina, sagði það? Ég hef hort á mikið af lögguþáttum og það er alltaf frist. Hann var líka búinn að vera að segja hérna með Epstein að það var í Mossad CIA. Hann var búinn að koma inn á það. Hann vildi fá gögnin, hann var búinn að vera gagnrýna Úkraínu. Þú veist að það ert ekki að fara neini peninga þangað. Og það var svona þvert á Trump. Hann var líka búinn að vera að gagnrýna það í meira mæli, þú veist, út af Gaza. Ég veit ekki hvað orð hann sagði eða svoleiðis, en Candace Owens, Tucker Carlson og hann hafa verið að fara í gyðingalobbyið í Bandaríkjunum og hafa verið sérstaklega Tucker, sko, hann er búinn að gera alveg mjög mikið og verið að benda á það að þetta fari ekki endilega saman hagsmunir Ísrael og hagsmunir Bandaríkjunum. Akkurat. Ég geta gafstöðu til þess en þetta er búið að vera. Með Hilkin, hann skilur alltaf ég ætla að setja nafn nei, ef ég ætla að setja nafn þá myndi ég setja á kúluna Ég fannst það dodgy, sko, þegar ég sá það mér fannst að minna mig á hérna þegar ég fundu vegabréfin eftir 9/11, sko og líka skotárið sinni í Frakklandi það var alveg sama, menn bara glemdu vegabréfunum sínum alltaf í fokkin bílum Já, og vegabréfin á götuminu og 11. september það var mitt Tucker Carlson líka búin að vera hakka mjög mikið í sig, sko bara til fjanda, sko hrundinni er bara, hei, vegabréf ekki svo ríkotnaði Já, bara samkvæmt Grok þá bara no, Charlie Kirk has never referred to as genocide og has consistently denied it and supported Ég veit að það var að svelta Já, en það var, að því ég var að gera þáttum þetta í álætunum við fórum svolítið inn í þetta Hann gagnrýndi samt Benjamin Netanyahu og var að benda á það að rétt fyrir 7. október áður en það var að þú veist viðvaranir og það var bara á bormi borgarstyrjald og Netanyahu hann postaði 20 mínútur eftir hann skotin og undan öllum öðrum Trump var ekki búin að bregðast við og ekki neitt en við veit ekki 8 mínútum áður en var skotin eins og einhverju voru að halda fram þetta sem ég að segja með ég var ennþá að taka saman punktana þegar ég kom ykkar þannig að ég var ekki búin að fact-checka Nei, allt í góð og ADL hann var svolítið að tala hvað ADL í Bandaríkjunum Anti-Defamation League væri að keyra bara svona bara áraður gegn hvítu fólki í Bandaríkjunum og væri mjög mikið að vinna gegn í raun og veru Já, bara svona væru á vókvagninu mjög mikið, þú veist, þannig að það er náttúrulega svolítið Ísraels síðanasta lobby í raun og veru, sko. Algjört grín, sko. Já, algjörlega. Það bara fyndir í samtök, sko. Já, en við skulum alveg segja, just, það er alveg möguleiki að það sé eitthvað merkur í missunni með þetta morð, þú veist, og þetta er alveg, eins og þú segir, bara svona, búið að skrifa eitthvað á byssukúluna, það gæti alveg verið, þú veist. Það gerði líka með Brian Thompson. Já. Það var hann að tryggingagæinn sem hafa skotin í New York bein fyrir utan heimili sitt og búið að setja eitthvað á það eða mann eftir. Ertu ekki að tala um svona healthcare gæinn? Jú. Já, ekki trygging, já. Það verður ekki að halda fram að svörum þessum kommentum. Svara þessum kongum hérna. Já. Herru, það er hérna Hrannar Gauti segir flengja steina vagínu. Já, ok Þorsteinn Kristinsson spyr spurning til allra, horfðu þið á London í dag? Ég skal bara byrja að svara ég bara sé klippur úr þessu eitthvað aðeins, við fyrir aðeins búin að skoða þetta Þú viljum til og eitthvað tjáðið um það Já, tökum svo gott tempo, við erum í spurningunum Já, London
stórmótmæli, virkilega stór og maður var að horfa á loftmyndir af þessu, það var gjössanlega stappað, það var öxl í öxl algjörlega. Það var sko fullt frá sko Hyde Park, það var Trafalgar Square, það var yfir brúna þarna hjá Big Ben, þú veist, við erum að tala þetta var bara stappað. Og þetta var stappað ekki bara, þú veist, í hérna 1 eða 2 tíma, þetta var stappað í fleiri klukkutíma. Og þú veist, það er turnover, það er nýtt fólk að koma, skilur við, þannig að þú veist, ef við gerum ráð fyrir að það sé kannski flæða fólki að sé að skipta út að minnst klukkutíma, 2 tíma fresti, þá eru það helvíti margir, sko. Þannig að ef þú ert með 110.000 manns á einu tímapunkti, þá er það heldur fljótt að vera 600.000 manns, sko. Þannig að já, ég held að það, og ég held að Labour sé að fara undir, þú veist, þeir eru með 18% fylgi og það er lýðræðisallega þarna. Það svara spurningunni kannski. Já. Ok, næsta komment. Ok, heyrðu, Eldur segir stop transing the gay away. Okay. Já, það er þetta þeir gera það í Íran. Íran framkomir flestar transaðgerðir í heiminum og þeir líta svo á að þetta sé rauninni skárra heldur en samkynhneigð, minni synd og þeir heldur neyða í einhverjum tilfellum menn til þess að fara í svona transaðgerðir því að þetta, já, telst vera minni synd. Þetta er þetta er svolítið skrítið. Það er svona spes. Þeir eru transing the gay away. Nei, þetta er eitthvað. Klerkastjórnin, hún bindir ekki. Eða líka heimila líffærasölu. Kannski er þetta svona eitthvað dónaratri. Já. Grætt á þenni í tippi. Já, einmitt. Þú bæta við einum. Þá myndir við munum það. Heyrðu. Getur verið kallað Tjernobyl. Sko, hérna er Steph Testig aftur segir áfram konur. Herri, já. Má ég segja smá sögu, bara styrta, að því að þú veist, nú hef ég alveg verið svo í seinni tíð, ég var alveg upp sem svolítið feministi, eða bara svolítið svona, já, þú veist, þannig viðþór og ég hef ennþá alveg þannig auðvitað, jafnréttis skoðanir og ég reyna alltaf að bera virðingu fyrir konum og... Nei, I know, sérstaklega ekki svolítið orðið í dag og ég hef alveg verið svolítið að tjá mig gegn þessum feminista maður og sérstaklega þetta bara engin kona lígur nokkuð tíman og allir kallar eru vondir og allt þetta. Ég lendi samt í því daginn að ég þurfti að fara í smá sjálfskoðun varðandi þetta og bara svona ok, þetta er alveg, það eru einhver atriði í feminisma sem það þarf alveg íhuga kannski og hérna, ok, ertu með eitthvað? Ég er með það ég var í svona barsvari eða pubquiz og við vorum 3 gæjar og strákar og 1 kona og það gerðist í 3 spurningum, no joke að konan stelpur sem var með okkur hún kom með rétt svar en við gæjarnir einhvern veginn mansplainuðum okkur yfir í að breyta því yfir í rónt svar það voru 3 sinnum og svo þurfum við að fara yfir svörin og það var bara svona, þú varst með þetta og þetta 3 atriði þar sem að stelpan var bara með þetta en við höfum einhvern veginn svona frekjast sem kallmenn yfir því að nei, ég held að sé þetta og í öll skiptinu var hún með þetta. Er þetta ekki bara ágætis, er þetta ekki svolítið bara hvernig lýðræði virkar eða það er ógeðslega mikið af fíflum virkar ekki svo vel? En þú veist, ég þurfti alveg að hugsa svolítið svona þarna, ok, þarna voru þið klálega bara að vera svolítið kallrembur og bara tristuðu ekki þessari... Það eru þið bara pínu vittlausir samt. Já, líka konur, þú veist, já, við bara... Ég hugsaði bara, ok, allavega sko þessi tiltekna stelpa, ég mun ekki varmynda hana. En er þetta endilega, þú veist, eitthvað þannig atrið? Er þetta ekki bara, hei, þið fóru eftir ykkar samfæringu, hún fóru eftir sinni í þessu? Og við vorum kannski frekari, þú veist, eða eitthvað, jú. Við vorum búin að fá okkur aðeins fleiri bjóra. Jú, kannski auðvitað, en það var samt svona, letum við smá að hugsa, þú veist, ef hún hefði verið kallmaður, hefði við þá kannski... Það verður samt líka að vera ákveðin, sko, þú veist, ef þú veist bara 100%... Ef við 3 kallmennum móti einum, þá, þú veist, eru það að fara að taka þetta, sko. Ef þú veist bara, heyrðu, þetta er rétt að bara átt að vera bara ákveðin, en, já. Það eru fleiri hérna já, hún var 3 ára kynjakönnu, þetta er vantanlega, já. Og hérna það er svakalegt atriði og þetta er og þetta fá enga umfjöldun enga gagnrýni, sko. Þetta er Munchausen by proxy en hérna Eldur með nýtt orð yfir þetta sem heitir Transhausen by proxy mjög gott og Hallgeir segir að hún sé líklegast borderline narki Narcissist, já, hún er allavega ég myndi fullir að það á þess að hafa svona tekið hann í viðtala, hún var í öllum líkindum myndi ekki ganga heilt í skóla. Ég þekki geðveikar konur, sko. Þegar þú sér þær, já. Hún er þekkir í rauninni ekkert annað. Hún er mjög lasin. Hérna,
meira Þórdísi, Benoni segir Þórdís Elva það sem Jordan Peterson kallar devouring mother. Devouring mother, já, það reyndað það sem að Freud kallaði Sko, bara lesa þess meira fyrir ykkur úr þessu viðtali við hana. Spurð hvort Hlynur beri annan nafn í dag, segir Þórdís Elva ekki svo vera. Hlynur beri ennþá nafnið sem við gáfum henni þegar við héldum að við hefðum eignast týpur og drengi. Börn eru svo fallega sjálfmiðuð. Hún stendur í þeirri trúa fyrst hún heitir Hlynur, hljóti það að vera stelpunafn. Hún líka mjög fallega sjálfsmiðuð. Já. Og bara, þetta og við beigja það í kvenkynnið eitthvað, eins og nafnið Hildur, Hlynur Hlyn til Hlyn eitthvað, ok. Mér finnst þarna eins og í þessu tilfelli að mér finnst að barnavernd ætti að fara að grípa inn í þarna. Ég meina þetta bara þetta bara eitthvað, það ábygglega ekkert þar sem meiri þörf á að barnavernd komi. Nei, ég meina þetta getur verið svo rosalega hættulegt. Þú ert að innræta svo svakalegar hugmyndir í barn sem ekki eldri en þetta og þú ert að koma fram og þú ert að tróða þessu í fréttirnar og þú ert að bara gera það til þess að virtue signala. Þú veist, þessi kona bara ógeðsleg. Þetta er bara fucking viðbjóður. Við höfum bara kallað því sem það heitir. Þú veist? Þetta er viðbjóður. Þetta er ekkert annað. Ég meina, ef þetta var í fullorðin einstaklingur og hann væri búin að taka þessa ákvörðun sjálfstætt, það var allt annað, skilur við. Eigið þið börn, þú veist? Já, hvað þeim? Já, þú. Nei, en bara, þú veist, bara... Ekki svo vitir. Nei, en ég myndi ykkur bara, já, þú veist, bara þið munið þetta barnið eitthvað þegar það var 3 ára, skilur. Þú veist, come on. Þetta er ekki eins og til umræðu. Það er galið að við séum eitthvað. Dóttir mín var að leika og verið hundur eða tígristýr og þó það væri tígristýri búning og hún myndi ekki fara úr honum að því að þú veist, hún var tígristýrið, skilur við fórum að því búið í tígristýragalla. Akkurat. Hvaða krakki myndi segja bara, hei mamma, ég er dópisti. Og sko þó að barnið væri 4 ára, þó það væri 5 ára, Þó verið 6 ára. Þetta er galið. Ég bara skil ekki að ég hafi ekki heyrt um þetta. Hvenær, þetta var 2003 á Vísi. Já, ég var í mikill í kókain. Það hlaut að vera. Já, hann er non-binary. Já, byrju, að hennar. Já, ok. Það er kannski verið erfiðar að fá hann til þess að breyta sér eitthvað. Hann er sjatla á non-binary. Ég meina, hver eru líkunar? Og þessi aktivisti, sé akkurat manneskir sem að eignist þessi. Já, nei, já. Svo er einn sem er mjög gott hérna. Þú veist, who would have believed it? Lífið er svo skrítið. Mjög sammála þessum hérna, hann heitir Aron Sigurjónsson, mikill meistari, hann segir sammála Sverri. Ég veit ekki hvað það var, ég er sammála þessu. Er þetta ekki bara... Já, þetta er bara mjög gott, já. Takk fyrir þetta, Aron, endilega verið sem mest sammála mér. Svo er hérna Þórdís klárlega bara að rape it forward. Já, ok. Hvað sagður? Ég er bara að lesa þessi stendur þetta. Eldur var að henda inn hérna. Ég held skráir birtingu fjölmiðla á börnum. Það sem þau eru myndbirt og nafngreint til þess að þetta sem árar á lofti. Þetta er alveg, þú veist, þetta er bara mjög gott hjá honum, sko, af því að þú veist, ég held að á einhverjum tímapunkti þá þurfum við að fara að gera upp alla þessa ógeðslegu vókvittlis. Já. Ég held, þú veist, að því þú varst að tala um að eyða fólki út af muniði þegar það kom svona herferð hérna, ef að þessi hefur gert eitthvað að þinn hlut eða eitthvað að sendi mér það á bara 1 punkt og nafnið og þú þarft ekki að útskýra og ég eyða hann út af. Já, einmitt. Hvernig gæti eitthvað að fara útskýrið? Nei, nákvæmlega, bara, og þetta kvíslaði einhverju, þú veist, bara ég ætla að kvísla þennan gæja bara þegar við pirraður út í hann. Þetta er köld. Þetta er bara svona, þetta er bara svona, hvað heitir hann, Chase Hughes, þú veist hvað það er. Þetta er gæði sem kom í Rógan, var að segja frá PSYOPs og hvernig hún sæði, hvað er PSYOPs, hann vann hjá CIA, þetta er bara gæði sem að, þú ert álhætturinn, þú ætti að vita þetta. Já, þú veist. En allavega, að flettunum ef þú þekkir hann ábyggilega sem mynda. Já, ok. Málið er að hann var að tala um, þú veist, hvernig býður til PSYOP eða svona, þú veist, hvað er það, psychological operation, þannig að fólk, þú veist, þú getur, þú veist, kontróla því og þú veist, þú þarft að búa til svona köld og partur að því verið í köldinu er að loka á skoðanir allra annara, það er ekki að tala við neitt, það er að einangra sig og svo framvegis og það er nákvæmlega sem þessi hópur er að gera. Þau eru bara köld, ekkert annað. Þetta er bara köld. Þetta er eins og þegar hérna kallmenn erlendis, menn þeir eru búið til gengi, þú veist, þeir bytta líkalega óbyldu svona, þetta er bara gengjamyndun, bara andlegt, skilur við. En ég lít á gengjamyndun til þetta með svartra í hérna Norður-Ameríku svolítið eins og velferðarkerfi.
þú veist, þegar þú ert ekki með velferðarkerfi og þú veist, og þið eru svona að dreifa áhættunni, skilur nei, alveg tala, þú bara pælir í það, make a sense og þú veist, þið hópið saman og þið reynir að gera eitthvað saman eða þú getur ekki komist á bætur og farið pening og svo veist, þetta ákveðin forma af þú veist, áhættudreifingu. Já, gengin náttúrulega myndust fyrst í Bandaríkjunum til að passa hverfin. Það var upprunnlegt sko, þú veist eins og þessi Blood og Crips og allt þetta kjaftaði þeir stofnuðu þessi gengin. Það hefur ágæðis hugmynd fyrst. Já, það var alveg, þau voru að passa upp á hverfinu og allt svona, svo bara hei, vitið hvernig getur grætt peninga? Þannig byrjaði. Hvernig kom gangbangið inn í þetta? Ég var ekki annars sko. Þetta er eitthvað þú veist. Þetta mín alveg sko, ég veit ekki hvað þetta. En það fyrir aftur í kommentin. Já, heyrðum. Heldur betur, þetta gera núna? Valli segir þetta podcast er my safe space. Nice. Bara segir Valli, þú ert öruggur hjá okkur. Já. Mér finnst, þegar þú talar safe space, þá verði ég eiginlega vitna í Ernu Ír. Hvað var hún ekki hann sagði að við getum trottuð þessu upp í safe space eða. Það er eina af þessu setningu sem eru ógleymanlega. Ógeðslega gott. Það er búið að vera að biðja þessum mótmælin í London. 100.000 manna mótmælin. Þú fylgst vel með þessu? Ég er búin að fylgjast mjög vel með þessu og ég heyrði fyrir tilviljun fréttir á Stöð 2, nei, þetta er ekki Stöð 2 lengur, Vísi, ég var að hlusta á Bylgjuna af því að það voru fréttir. Ég var að segja frá morðinu á Charlie Kirk. Og það er bara greinilegt að liðið sem var að gera fréttirnar þetta veit ekki raskat og ég er ekki að minna, þú veist, er bara að ljúga. Það er greinilega veit ekki raskat. Því þau sögðu að þessi mótmæli hefði verið skipulögð í tilefni á morðinu á Charlie Kirk. Það er löngu búið að plana þessi mótmæli. Tommy Robinson, Já, Tommy Robinson, þjóðernissinni. Það eru margir mánuðir síðan að hann ákvað þetta og það er verið að í rauninni, þetta er svona eins og Ísland þverrflokka, það er verið að mótmæla þarna immigration policy og það voru svona gífurlega margir. Ég hvet fólk til þess að fara á X og skoða þetta þar, það er svona eini órið skoðið miðlinn sko. Það er eina leiðin. Skoða myndina þessu og ég ætla að klára þetta því að þú veist, helvítis, þú veist, annarkvort bara eru þið svona ógeðslega vitlausir eða svona ógeðslega líknir því að það er engin millivegur þarna. Nema hvort vekja sig. Já, nema bara bæði. Og þau segja einmitt þetta að mótmælina hefur verið skipulögð í tilefni morðsins. Tommy Robinson hafi skipulagt þau, ok, það er enda rétt. Og svo voru 100.000 manns á svæðinu. Sko, official tölur þarna eru í cirka 2 milljónir og hæstu tölur eru upp í 3 milljónir. Með að við sko, ég var að Tommy sagði voru 3 sko, fyrstu tölur voru 110. Ég var að skoða myndbandaði það sem er að mynda úr lofti og það er einhverja 3 mínútur að sem er bara að vera að mynda götun og það er bara stappað af fólki. Það er bara dróni sem að flýgur yfir og þú veist það er bara öxl í öxl. Ég hef aldrei séð svona. En þeir verður að halda uppi þessari blekkingu að fólk sé ekki saminað. Pælum að þessi hvernig hafa þess að kvata, hvað með lögregluna? Þeir verða að fá fólk að trúa þetta sé ekki meirihluti. Þetta er mögulega stærstu mótmæli í sögu Bretlands. Ég hugsa þetta sé stærstu mótmæli í sögu Bretlands. Bara tíminn var svo langur. Og ég ætla að klára þetta á einu áður en að ég leipi Guðuna. Það er það að moggin eða faggin, eins og okkar menn eru búin að endurnefna hann, þeir koma með þessa sögu og einhver sett inn á X var Hallgrímur Helgason að skrifa þessa grein fyrir ykkur og það er einhver líkara Tommy Robinson sem textastur fyrir hatur sitt á múslimum bla bla bla, hafaðu einhver tíma komið með greina sem að Sóley Tómasdóttir sem þekkti fyrir hatur sitt á kallmönnum hefur Egill Helgason Tommy Robinson þegar hann var að passa kristna Nígeríumenn í hverfi í Bretlandi sem að hann gerði, það var eitt af því fyrsta sem hann þekktu fyrir. Þannig að þú veist að hann er að berjast fyrir gildum og flestir hans vinir af því að hann elst upp í þannig hverfi, þetta voru litaði menn. Þú veist að hann er í rauninni ekki að berjast á móti kynþætti og hann bara hefur og bara útskýrir það í sitt hvað heitir þátturinn aftur trigonometry. Þú veist já, hann kemur inn á þetta en ég meina það má alveg margt segja hann, þú veist hann var húlígan og eitthvað svoleiðis og hann hefur rotað kannski aðeins og marga og veist hann er alveg bara svona léttur ofbeldismaður í honum að einhverju leyti. Það breytir ekki því að þú getur ekki dæmt allan hópinn og þú veist það er greinilega
það verður aldrei verið stærri mótmæli, fólk sammála þessu. Það alltaf líka farið í sko að finna eitthvað, það eitthvað að gera eitthvað málstæðar, eitthvað svona, ok, það ekkert að málstæðnum, en við verðum þá að fara í mannin, ekki eitthvað drull, þetta bara svo skítadreifara. Sama logical fallacy. Ekki svona fyrir, bara þeir með eitthvað íslenskir fjölmiðlar og það ekki skilur sorry, þú myndir aldrei sjá eitthvað, hérna voru mótmæli gegn Palestínu, en þú veist, því skipulegir mótmæli þeir á sakaskrá fyrir X það var aldrei verið að grafa upp einhvern skít og þannig. Það aldrei gert. Þau gerðu það reynda mjög mikið með Kamala Harris. Þau voru alltaf að geta, nei. Bara íslenskir fjölmiðlar virðast ekki vera átta sig á því hversu hratt trúverðuleikið þeirra að fara ofan í klósettið. Og narratívan sem að íslenskir fjölmiðlar að gefa og þetta RÚV, þetta ekki bara RÚV, þetta líka Vísir og þetta núna Moggin, DFF, að trúverðuleiki ykkar að fara gjörsamlega niður í klósettið og það mun sama gerast og í Bandaríkjunum þar sem þessi talkshow hóstar og þessi mainstream media aumingjar og legarar, þeir missa allt sitt og valdið mun færast af þessu miðstýrða valdi yfir til fólksins á samfélagsmiðlunum yfir broadcast og yfir í svona sjálfstætt media og málið ég held að þeim sé bara alveg sama, þeir eru bara eitthvað þú veist, þetta eitthvað sem alltaf farið í skítin ég held bara þeir eru með svona stórt bák þeir halda þetta sé óstórt þetta er bara svona eins og risastórt ríkisbák þetta er svona svo olíuskip og það bara getur ekki byggt nú hratt það get ekki mætt þessu og við borgum fyrir þetta, við borgum fyrir MBL, við borgum fyrir Moggan og Vísi og allt þetta ógeð halda þessum gæjum uppi Jon Stewart og Roberts og Stephen Colbert og eitthvað þeir voru á einhverjum USAID styrkjum svo kemur Dók þeir bara kött út allt svona fjárfæði Elon Musk var að ávarpa ég kíkti á mótmælinn áðan og sá að Elon var að ávarpa mótmælinn og alveg gífurlega fögnuð en þess að Elon er einn af þeim sem að kemur þess að stað með því að hann uppljóstraði og vakti athygli á nauðgununum sem að voru kerfisbundnu nauðgununum og börnunum í Rotham og þessum pakistönsku gengjum og það var einhvern veginn hylmt yfir því alveg bara geðveikislega og þetta eru tugir þúsunda barna sem voru basically komið upp á heroín og annað dóp og var hópnauðgað ítrekka og svo selt í kynlífsþrælkun basically góða fólki er einhvern veginn að bæla þetta niður en Elon er núna búin að lofa því líka þeir sem að vilja stefna yfirvöldum út af þessu og voru beitti kynferðislega ofbeldi að hann ætlar að taka á sig kostnað og svo tilkynntu þetta þeir voru settir í fangins en útist að vondur gæin átti að vera að hjálpa fórnarlömbum og svona umfjöllum þetta. Pælið í því ef að Elon Musk, ég var að hugsa þetta daginn Elon Musk hefði ekki keypt X og ég var bara svona, Trump hefði nei, býtu, og allt það sem er í gangi öll þessi narratífa sem er að hrynja niður hún væri ekki að hrynja og það væru, menn eru bara þú veist, þó það sé ekki allir á X en lygin er að brotna niður spilaborgin að hrynja út af X sjáum annan narratív sem þið gera sjáum annan narratív sem þið gera þeir töluðum átök við lögregluna þeir eru lögreglan og ég skoðaði þetta sérstaklega og það er hverjum sem er frjálst að fact-checka þetta lögreglan gaf þeim sérstaklega leið sem mótmælin átt að fara marsera, svo setjaði lögreglumenn í veg fyrir mótmælin og talar og mynda það svo þegar að mannsfjöldin segir bara fokki við lögguna og ræðst í gegnum þess að nokkra lögreglumenn og það er túlkað að þegar við lendi átöngum með lögreglumenn spáði bílinn ég horfði á þetta og það var basically þetta var svona svo tónleikum og þeir voru bara á fáir og það eru, þú veist, það er 500.000 að pressa á baki á þeir, það átti ekki tjens það er eitthvað mikið pressa og það er bara, þú veist, þeir áttu ekki fucking tjens en þeir reyna þetta samt til að búa til narratífið að þarna hafi verið svo mikið ofbeldi ferðinni ráðast á lögreglumenn að þeir setja lögguna í veg fyrir leiðina sem þeir eru búin að útluta þeim gegnum bæinn Ok, ég með eina svona áhugaverða pælingu, við getum kannski tekið hann almennilega fyrir og eftir en þú veist, þið hljótið að hafa hugsað á einhverjum tímapunkti, ég veit að það er hægra sættin gert, en svona stofna stjórnmálaflokk eða, þú veist, sem er alvörunni að berjast á móti öllu þessu, þú veist, og hverjir væri þá bestir í að koma með mann í það? Þú veist, er miðflokkurinn eitthvað nógu róttækur, finnst ykkur, þú veist? Ég held ég trú á miðflokkum, sko, ég trú á sem dag Ég veist þá, sko, ég er alveg svona, þú veist, þetta er allavega besti kosturinn Ég gaf þeim aðkvæði mitt líka, en þú veist, ég Viti hvað ég meina, bara svona Ég held að komi annar hægri flokkur sem að er kannski, þú veist, hann er svona, þeir svona miðflokkurinn, þetta var centerflokkur Þú veist, ég held að það er eftir að koma annar flokkur sem hefur meiri svona kannski hægri sinna economic policy að þú veist það er út frá þú veist Sko, ég er að tala bara svolítið bara Trump
vibe, bara deport Já, ég er bara 100%. bara burtu með bara Ég held að það muni koma. Já, og burtu með þetta vókdæmi og bara, þú veist Ég held strákar að það sé bara stækkandi hópur sem þar, sko. Ég held bara strákar að það bara ekki tími fyrir þetta bara klukkan bara að tikka, ef við ætlum að bergast það til einn stjórnmálaflokkur menn verða þá bara að mæta, eins og það er unglega kvöldi á miðflokknum á 50-daginn ungi strákar, mætið, skilur verið virkir Það var ákveðin skellur fyrir mig að ég var gamall fyrir unglega og grátt skeggbæðu. Það eina sem þarf bara að menn flikki sér inn í eitthvað eitt, ekki bak við eitthvað eina mannesku, en inn í eitthvað eitt Ég held að, þú veist, sjálfstæðisflokkurinn er ónýtur, flokkurinn er búinn. Það er engin annar flokkur. Ég meina, Snorri, hann þarf að verða bara forsætisráðherra. Mér fannst rosaleg vonbrigði. Mér finnst Snorri flottur, ég held að hann eigi fullt erindi að vera, þú veist, í stjórninni, en ég held að hann sé kannski aðeins og ungur, hann er 28 ára. Hann á framtíðina bara fyrir sér. Hann á framtíðina fyrir sér, 100%, og ég held að hann gæti unnið sig upp í það að verða þarna ráðamaður, skilur ráðherra jafnvel, þú veist, meira, þú veist, en svona, ég held að hann eigi framtíðina fyrir sér í því, ég myndi kannski ekki halda það kannski akkurat núna. Mér fannst rosaleg vonbrigði að Arnar Þór hafi ekki náð samkomulagi við Miðflokkinn, það er ekki bara eitthvað sem það er endur Hvað með Frost og Logason? Þeir sem munu vinna þetta Frost er mjög flottur, það eru þeir sem munu rallía unga, óánaða kallmenn bak við sig, það er bara einn maður sem hefur þorað að gera það, tala til þessar manna, það er Snorri Másson af hverju fari ekki bara allir inn í miðflokkinn og vera bara með, þú veist, í staðin fyrir að vera eitthvað búa til eitthvað, nei, þú veist, það er breiður hópur inn í miðflokknum, það eru bara frjálsíkjumennar, svo Sigríður Andersen, eins og Bergþór Óla, þetta eru bara mjög miklu hægri menn. Eins og ég get ekki farin eitt annað, það er ekki annað, þannig að þú veist. Ég held að bara versta sem gæti gerst fyrir hægrið núna er að það veri búið til eitthvað nýtt stjórnmála sem að tvístrar, býr til deilu. Ég skal útskýra af hverju. Og ég held bara að það getur rutt sjálfstæðisflokkin. Góð spurning, góði punktar sko. Ástæðan fyrir því kom á einhvern snildalegasta hátt sem ég séð fram í Game of Thrones þegar hún er að útskýra fyrir konunni sjálfsögðu, mennsplaina hérna útskýra fyrir konunni sinni, drottningunni þegar hún segir, við erum svo miklu fleiri en þeir og þetta, geggjað og þetta er svona svipað eins og af hverju þú ert að sjá múslimska borgarstjóra út allt í Bretlandi. Það er eins og hún segir, við erum samt fleiri en þeir og hann spyr, hvað er stærri talan? 1 eða 5? Bara, þú veist, 5 augljóslega. 5, þú veist, 1. Þú veist, ef þú ert saminaður bak við 1, þú veist, 1 her, saminaður, stendur saman, alveg sama hvað, þá náttúrulega bara, þú veist, þá er þetta ekki neitt. Tvístraður hópur gerir ekki neitt. Þá vinnur. Ég meina, þú veist, punkturinn kannski ég sá að tvístraður hópur vinnur ekki neitt. Nei, rétt. Og ef við ætlum að tvístra þessu nú hægrinu bara í 3-4 hluta, þá er það bara, ég held samt að við tökum með svona, þú veist, analysis. Pírata, sósíalista. Ég held að þeir hafa reyndar bara afgreitt sig líka bara með sinni hugmyndafræði og þess að hafa þetta farið bara niður í frostmark. En það gátur ekki komið sér saman stofnblind flokk, eða hefðu gert það, þeir ætla að ná þennan þing og ég held Salmfylkingin á sínum tíma var svoleiðis atriði sko. Og ég held að inn í hærinu sé miklu meira tolerans fyrir svona breiðari hugsun, eða skilji hvað ég meina menn meiga alveg fara út fyrir skilju og hafa svona, það er miklu meira rými fyrir ólík sjónamið inn í hægri flokknum. Það er svona grundvallar koncepti bak við frjálshyggju er að það sem að má ekki gerast á akkurat núna er að við endum þá með 2-3 smákonga sem vilja ráða öllu og ekki deila með neinum, það bara má ekki gera. Kæri hlustandi, ef þú ætlar að stofna flokk, bara don't. Annars kem ég. En svo er annað. Ég á bara að joina miðflokkinn. Það er annað teika á þessu samt sem áður. Sko, í könnunin sem að Ísland þvert á flokki gerði þá sést til dæmis að elsti hópurinn, hann er algjörlega á skjön við alla hina, þetta er rúfhópurinn þú veist, þetta er fólki sem er ekki að sjá podcastin, þetta er fólk sem að, þú veist, við erum ekki að ná til sko, þessi hópur hann er búin að gera upp skoðunni sína, hann kýs bara alltaf það sama þannig að ég held að þú sért með eins og með sjálfstæðisflokkin ef þú nær að ryðja hann og hefur einhverja vitið þar skilurðu, þú veist sem að ég er ekki að segja að sé mikla líkur á það geti gerst, en ef það myndi gerast þá eru hellingur og góðum atkvæðum þar sko. Það er ótrúlega mikið hvað fólk kýs aftur og aftur að sama, þú veist. En ég er bara þar að mér fannst rosalega miður, mér fannst sko, ef við skoðum bara vikuna, síðustu 2 vikur fyrir síðustu kosningar, þá til dæmis getum við bókað það að Bjarni Ben náði svona 5% fyrir sinn flokk með því að hann var alltaf sendur í mikilvægustu deildunar. Við sáum svolítið að þú veist,
Simmi, Sigmundur Davíð, við sáum svolítið að hann var byrjaðar að bakka svolítið því það voru allir byrjaðar að setja alltaf ofan í hann nema Bjarni sem skipti sér ekki að því. Meira að segja þulitnir og allt svona og við sáum bara þegar leiðan hann var að tala, það var kepstu að tala niður. Mér fannst hann gefa svolítið eftir. En landslægi... Og mér finnst hann ekki alveg hafa komist á strik síðan. Þannig að þú veist, á meðan þú stiður miðflokkinn, að þá myndur þú annarkvort vilja sjá Sigmund Davíð stækka á sig pungin aðeins. Já, aftur. Já, þú veist, koma hann í fyrri stærð. Og eða að fá nýjan lit og ef hann getur ekki, þú veist. Ég hef alveg trú hann getið það, sko. Landslægi hefur breyst gríðarlega. En ég meina, en þú veist, er hann sann típur sem að næra saman að þennan hóp? Ég er ekki viss að sé endilega úr þessu. Ekki bara hann... En Snorri geti ekki frekar gert. Snorri nær unga mönnunum. Já, en unga fólk, eldra fólki að fara að gjósa Snorra? Það síðan spurningin líka. En sérðu hvað ég gerum með samfylkinguna? Kristján Frosta, alveg saman hvað okkur finnst hana, hún spilaði hennar leik alveg fáránlega vel. Þú veist, hennar kosningabarátta var brilljant. Ég meina, hún vann líka. Og hún kemur inn sem óskrifað blað. Þú veist, hún kemur inn þarna stuttarði í drakt og svona og gati einhvern veginn enginn sagt hérna, hún var, Bjarni, Teflon Bjarni eða Sigmundur, hann var í þessu máli, þú veist, það gati enginn sagt hann eitt hann. Nei. En þú veist, það var enginn að taka hana, hún er reynslulaus eða hún fékk ákveðið immunity upp á að vera kona líka. Já, ok, og hún er, þú veist, þið sjá hana og bara hvernig hún ber sig og svona, hún hefur kosti sem politikus upp á það að gera, þó við sé ekki sammálinu. Hún er miklu minni lippi heldur en mjög margir í Sjálfstæðisflokknum. Allavega auglýsir að minna. Maður veit ekki hvað er raunverulega. Já, hún er farin langt á því að vera ekki að segja mikið undanfarið, en hún er búin að svíkja nánast einasta lofur sem hún hefur gert fyrir og ég held að samfylkingin eigi eftir að bara krassa í komandi skoðunum. Sáuð þið, það er búið að vera svolítið í fréttum núna, þú veist, bara eitthvað svona litáskur maður með ítrekkaða glæpasögu vísa á landi og nokkrar svona fréttir og það séu svolítið svona hei, við erum alveg aðeins að hugsa þau eru búin að segja að það er eftir að gera það, þau eru búin að segja að það er Já, ég menn það er alveg kannski flokkur fólksins líka en þú veist, þegar samt, já, það er En við megum ekki vanmeta það að fyrir utan það sem Snorri er búin að vera að gera núna þá hefur næstuði allt fylgi Miðflokksins verið persónufylgi hans Sigmundar get mikið lítið fram það er rosalegt persónufylgi en mér fannst hann bara eins og segja hann er rosalega loyal hóp og hann gerði frábæra hluti og ég held, þú veist, ég veit að fólk reynir að taka það frá honum en ég minna, þú veist, á þeim tíma sem hann verið að semja ISAF og allt svoleiðis þessi gæi, hann lyfti algjöru grettistaki og hann gerði marga mjög góða hluti svo var hann stilt upp í þessu viðtali og hann kom ekki sérstaklega vel út úr því og þú veist hann er búin að vera með alla meginströmsmiðlana á móti sér í bara, ég veit ekki, 15 ár skilur, bara síðan hann byrjaði að móti æsir hann er ekki fengið, ég myndi ekki segja hann hefði fengið sanngjarna meðferð í fjölmiðlum þannig að hann hefði fengið ræða hluti málefnilega langt munið þegar hann var að rífast við gæjan og rúf hann bara, þú veist, hann fekk ekki að komast að hann fekk ekki að segja neitt það var alltaf við það var Gísli Martin það er eitthvað rosalegasta vókrúkar í Íslandsugunar ég hitt hann aðeins í ammæli hjá Jóhannesi Þór Skúlasinni sem við vorum að ræða nei, hann Sigmundaði og þar mann ég spjallaði hans við hann þá var ég mitt svona á öðrum stað og svona meira á móti sko að því að ég veist já Bjarnar Ben og þeir voru svolítið svona teimi og ég var aldrei þar sko og svo rakst ég þetta á hann á Selfoss daginn ekkert langt fyrir kostingar og tók hérna góða mynda okkur saman sko en þú veist eins og ég segi ég er hérna þú stóðið tím miðflokkurinn ég meina ég kaus miðflokkin og ég held að þessi ég meina ég gera það líka mér finnst ég ekki að ég þarf að kynna mig kannski aðeins betur og mér finnst ég ekki kannski endilega allt sem að mér finnst að læna en svona eru þarna kemur svolítið mitt málið þegar við erum að ræða það er mikið húi til að allt þurfi að læna eða hvað verðum við að gefa eitthvað eftir þegar kemur að þú veist verða allir að gefa eitthvað eftir til að finna eitthvað sameiginlegt markmið ég kaust á það var út af því að þú veist meika ekkert að fjárst sko fjölmiðlarnir, mainstream-miðlarnir þeir eru alltaf að missa meiri og meiri trúveruleika og það eru þeir sem eru búin að vera í stöðugri herferð gegn Sigmundur Davíð og mainstream-miðlarnir á Íslandi eru búin að vera í stöðugri herferð gegn Sigmundur Davíð og núna þegar að spilaborgin er farin að hrynja þegar lígarnar er að koma í ljós þá held ég að fólk vinur bara átti sig á því bara eitthvað, vá, það er bara búið að vera fucking ljúga að mér öminan gaur í svona 15 ár og það er bara fólk fatta Það ekki samt eftir að þú veist að tala hræðjarnar á Sigmundur Davíð og það langar mig svona aðeins að push back sko. Ég hef nefnilega sagt hann það er alveg sama hvað þið finnst hann
þessi gæi er búin að vera með erfuðustu skoðarnar í samfélaginu í mörg ár og hann hefur aldrei fucking bugast undan þessu skoðanum, hann haldið þið nú lofti, hann hefur aldrei gefið eftir, hann hefur verið grjótharður á þeim og fólk er búið að vera, þú veist, að einmitt taka hann að lífi í fjölmiðlum og hann hefur fikið ósækjata og hvað er að gerast núna? Núna er basically verið að segja að Raddi Flokka basically farnir að fara aðeins meira í áttina til Sigmundar. Og mann er að bóla embætti líka með þessu vildristæmi. Ég vil alls ekki segja bara að ég haldi að Sigmundur sé búin að missa. Mér fannst bara akkurat þarna bara í þessum á þessum cirka 2 vikum. Það var svo, þú veist, hann var kaffærður svo af öllum sem að fóru. Það er líka ekki djók en þú veist. Nei, ég segi það í sjónvarps. Við erum bara að stappa stálinn í. Ég er alveg þar. Sigmundur. Ef það er einhver kostur sem ég vil sjá í stjórnmálamanni, þá er það að hann framkvæmi eftir sinni eigin sannfæringu. Það eru endalausar raddir að segja, bara eins og Snorri hefur verið svolítið núna, það er allir að segja bara, nei, getur ekki sagt þetta, nei, ég bara fer beint á hann, ég bara geng áfram og sama hvað ég verið kallaður, skilur, ég ætla bara að segja sannleikann, bara framkvæma óháð því, þetta er bara besti kostur sem stjórnmálamaður getur haft. Að raddir heimsins hafi ekki áhrif á þeir bara framkvæmi samkvæmt sinni sannfæringu. Þegar ég ætti að bjóða mig fram sem sagt. Talandi raddir heimsins það sem að Guðjón minntist einmitt á með vintristæmið. Guðjón er náttúrulega bara Sigmundur á styrum það gefur þessu Mjög óvinnslega skoðanir. Málið er með það og haft rétt fyrir þér. Af hverju er Sigmundur eini forsætisráðherrann sem hefur tjáð sig opinberlega það að hafa verið boðnar háar, miklar mútur? Af hverju hefur engin annar minnst á þetta? Ég minnst á því. Já, hann hefur minnst á þetta. Hann minntist á þetta þegar hann var ég man ekki hvort hann var ennþá í embætti eða hvort hann var nýhættur í embættinu. Má ég spyrja? Ég held hann hafi verið ennþá. Ég held svona skemmtilega pælingu. Þú veist, hvar beygði Sjálfstæðisflokkurinn út af? Var þetta svona, þú veist, var þetta planað takeover? Hvernig getur, þú veist, var þetta, þú veist, það ringdi hérna einn ungu stelpum á tímabili, þú veist, allt í einu fór að vera svona, þú veist, til að mynda að þá var Jón Magnússon klappaði niður á landsfundi, það var að koma, þú veist, með skoðanir, með Ásmundi, þú veist, og þeir fengu ekki að tala, það var bara, Áslaug Arna og allir bara stöppuð og öskruðu, þú veist, það var að fara, þú veist, þetta meiri sé að ólöglegt lögum, sko, það eru ákveðin lögum fundafrelsi. Og sem var að fangilsi alltaf 2 árum held ég og lifir ekki fólki að tala það var nú verið að fjalla þetta í blöðunum daginn ég veit ekki, hvað með Sjálfstæðisflokkin þú veist, hvar fóruður út af? Ég held að Áslaug hafi til dæmis komið þarna inn og Þórdís líka sem hafi á einhverjum óskiljalegum ástæðum gert eins og þjóðkirkjunum byrjaði einhvern veginn að reyna að gera fólki til geð sem reyna að stiga miðjuna alveg svo Einar Þorsteinsson fór að gera populismi, þetta er ekkert annað alveg svo Einar fór að gera með þessu dæmi hætti í borgarstjórn hugmyndafræðina sem flokkurinn var byggður á þetta heitir Sjálfstæðisflokkurinn þetta er íhald og þetta er frjálslyndir eru stofnaði hvað 1929 held ég og þetta er algjörlega öfugt við það sem Sigmundur gerir Sigmundur hann er bara óháð tíðaranda óháð því hvað fólk er að segja hann bara þetta er mín stefna við erum að fara þangað á meðan að þú getur ekki verið með fólk í pólitík sem að lætur bara nýjustu kenningar vinda sem að blása á samfélagi hverju sinni stýra því hvernig þau eru að hugsa eitthvað þú verður að hafa stöðuleika Diljá mætti koma í miðflokkin til dæmis já hún er eina svona sem að hún hefur verið að mæta með hjá honum Diljá er mjög fín Diljá á ekkert erindi með þessum skýtlipum sem eru búin að setja stað í Sjálfstæðisflokki nei akkurat hún er bara mjög flott hvað er Friðjón félagið þinn hvað er þessi maður að þú veist af hverju er þessi maður í þessum skoðanabróðin og bestu vinnur ég fatt það ekki sko, þetta er líka svona einhverju leiti heldur bara eitthvað taktleysi í honum hann hefur bara engar sens fyrir tíðarandanum og þú veist, hann var náttúrulega á actionu bara að láta niðurlega sig og frábært, við þurftum eiginlega að lesa einhvern tímann sko það sem að Þórður Pálsson sástu sem Þórður Pálsson skrifaði ansvar til hans, það var unað okay, hann gjössalega jarða en ég smá softspot fyrir Guðlaugur Bragarsson líka, hann svona stundum alveg flottur Guðlaugur Þór Bragarsson já, Guðlaugur Þór er hann Bragarsson? hann er ekki Bragarsson er ég að segja vitlis? Ertu að meina einn af með bláa lónsins eða konarnar? Guðlaugur Þór, hann Þórðarsson, já, ég mitt það er annar maður sem heitir Guðlaugur Bragarsson það var bara svona skamflip í haustum á mér það er sem ég var að tala við bara á Facebook í dag hvað með Stefán Einar?
Já. Hann var alveg kandidat í að koma að inn svona við erum að nefna eitthvað. Ég held að bara hafa ekki áhuga á því. Það var einhver að reyna að muna hvað heitir hérna siðlösi siðfræðingurinn hérna hjá MBL. Einhver vógrungari sko. Gulli, hann var hérna málsbindandi aðili hjá okkur í álættinu mínu sinni. Já, ok. Já, hann var svona til í Gulli það. skemmtilegu gaur, sko. Hann er í góðum hóp. Mér fannst Gulli og Þór mjög fínt sko. Já, hann svona... Hann er Það er svo rosalegur kerfiskall. Hann er lippi, sko. Það er erfitt að... En ef hann myndi kannski brjóta út þessu, það hefur alveg þekst, sko. En svo kannski, hversu mikið af því sem hann gerir var út af því að honum voru settar alveg skorður af flokksfélögum sínum. Já, maður veit líka ekki. alveg velta því fyrir sig. En er Hann var partur af væng sem var vængur sem voru á móti Áslaugu og annað. Þú veist, það eru fylkingar inn í Sjálfstæðisflokksins. Áslaug Arnar by the way, var hún ekki okkur ráðstefnu hjá Hillary Clinton eða eitthvað? Sáðu þetta? Það var bara í dag eða eitthvað? Rúvararnir voru náttúrulega hjá Jimmy Fallon, sáðu það ekki það? Já, Rúftarnir, Það var bara mætt Eldur kommentaði hérna rétt. Ín skeppnunar þannig. Kláraði þetta. Já, bara á okkar Bara núna bara í síðustu viku eða eitthvað. Já, nei, þessari viku. Þeir eru hjá Jimmy Fallon bara að læra af áróðusmeisturum Demókrataflokksins. Áslaug Arnar Þar meðal, hvað ég... bara fara út á nefnskattinum og... Já. Áslaug Arnar situr tíma hjá Hillary Clinton fyrir henni utanríkis í MPA-námi sínu við Columbia háskóla. Það er magam. Ég var til í Eldur myndi svara okkur hérna í spjallinu því að hann náttúrulega var fyrir því að einn af þeim sem er hérna á myndinni, hvað heitir hann, ekki Bergsveinn held ég, það er einhver svartharður gæi hérna, svolítið svona myndalegur algjör rotta sem hann einmitt tók og réðist á eld og þurfti náttúrulega rúfþurft að birta afsökunarbeiðni út af því. Þegar hann var með Arnar Þór í viðtali, þá fór hann bara að ljúga, bara reyna lygar að Eldur hafi ráðist inn í einhvern skóla og hann hafi verið hent út og eitthvað. Bara lygar, Eldur var með myndbönd af þessu öllu og hann fékk afsökunarbeiðni frá RÚV, einhvers staðar inn í pínu litlu, einhvers staðar inn í kosningaspjalli meðan að ásökunin kemur á prime time í sjónvarpinu. Bergsteinn Sigurðsson, já. Og hann þeir þurfti að geta, en þú veist... Hvað heiti gæina það? Var ekki Kjartan Kjartason, gæin sem var að skrifa Pristin og Vísi hérna Charlie Kirk sem var bara, þú veist, gjössanlega, þú veist... Nei, var ekki Samuel þarna... Nei, Kjartan eitthvað. Kjartan. Herðu, hvað segir, ef við varum hypothetically, segjum bara væri engin... stjórnmálaflokkur, við ætlum bara að búa til stjórnmálaflokk og við fáum að taka bara hvað sem við viljum inn í hann. Snorri Másson er mættur, Frost ætlar að koma, við erum allir bara komin í þetta, við erum með og... Ég fær ekki frambúð. Bara, þú veist, hypothetically myndum við taka hann er í flokknum samt. Dilja var með, akkurat Dilja var með, hvað myndið þið segja ef að Sólveig kemur eitthvað, hei? Ég segi bara velkomin. Það ekki, hún er bara að tala mótið í okkur alltaf, hún hefði persónufylgi. Málið er bara að sko vinstrið hefur tekið alveg ótrúlegan snúning frá því að vera svolítið flokkur verkamanna, eða þú veist, svona hugmyndafræði verkamanna, hugmyndafræði, þú veist, já, það var svona nummer 1, 2 og 3 það, þú veist, það er alltaf það sem að marxismin var, og þú veist, og valdefla lægstu stéttina, vinnandi stéttina, út í það að verða þetta libtard rugl, sko, að vera með umburðarlyndi, gagvart óumburðarlyndi og alls konar svona, og þú veist, þetta er ekki svo mikil efnahagsleg pólisía, þú veist, jú, stækka ríkið, það er náttúrulega ennþá alltaf í háum haft hjá þeim, sko. Þú veist, ég veit ekki þannig að Sólveig er að countera það sko. Þórarinn mætti náttúrulega ein pælinga einn, hann mætti vera Tóti getur verið flottur á það. Ég hef unnið mér svolítið af erlendum konum, það er svolítið að fyndið sko af því að þú veist, þú myndir halda bara svona að ég og þær myndu ekki væpa skilur, en af því að ég er bara svona publicly anti allt þetta feminisma ógeð skilur og við erum alltaf bara gett sammála skilur og svo er ég spjalla við þær skilur bara konur frá Súdan skilur og við erum bara að tala hvað íslenska konur eru aumkunarverðar þegar að trúa á þetta feminista ógeð skilur að bara eitthvað svona já, bara eitthvað gellaðan í Mosfellsbæ sem trúi því að hún sé eitthvað svona voða fórnarlamb fyrir að hafa fæðst í heiminn skilur og þær horfa á þetta og þeim finnst þetta bara að vera að aumkunarverðasta og lélegast að það er að sé það á ævinni og upplifa þessum forréttindapjósur sko. Já og þessar konur eru bara, þetta er bara eitthvað svona já, við erum bara, þetta er svona félag kvenna í atvinnulífinu þú veist, þetta er bara stýst þær skilur koma eitthvað svona, hvað eru margar konur í stjórn Íslandsbanka, bara hvað fyrir venjulega konu á Íslandi breytir þetta engu Nei. Málið er sko, við getum ekki verið með hann Kjartan á Vísi því að sko, hann getur bara verið blaðmaður því það veit enginn þegar hann opnar þessu kjarti hvort hann að tala eða skýta Já, Stefán Einar klálega mætti náttúrulega vera hann er, þú veist, á hægri vagnum mjög augljóslega og hann skilur hugmyndafræðina En málið er, ég myndi segja já við Sólveig því að ég er, sko, ég hef alltaf verið trúnaðamaður á nánast öllu vinnustöðum sem ég hef vinnið og ég gríðalega mikið, mér finnst verkalýðsmál eitthvað bara það stærsta sem almenningur bara þarf að hafa
augun á að passa í þetta verkalýðsleiðtogar sé ekki sniltir. Það er ógeðslega stórt. Ég bara þekki ekki, þú veist, hennar skoðanir á hvernig, þú veist, hún sér fyrir sér að hagkerfi að virka, sko, eða skattar. Ég styð lægri skatta. Ég vil að við minnkum ríkisútgjöld verulega og ég vil lækka skatta, þú veist, mikið og mögulega getum, sko. Málið er að þú færð aldrei aðila sem á erfitt með að ná endum saman til að fara ofan af launahækkunum með því að segja mér að þá kemur á stað einhverju skriði. Hún með drullu sama meðan endarnir er ekki að ná endur saman. Akkurat. Þetta bara eins og aðilarnir, hverjum er ekki drullu sama þú veist, ef þú ert í Indlandi eða eitthvað svoleiðis einhver umhverfismál eða Afríku, meðan þú ert ekki að njóta góðs af neina þessu, þú ert bara algjörlega í skítnum. Við drullu sama einhverja rafmagnsbíla eða eitthvað svoleiðis. Ég myndi eitthvað löndin þar, þú veist, hvað er ætli þessi mikil transumræða í, þú veist, Indlandi eða, já, hjá fólki, löndum sem eru bara með mikla fátækt, þessi að pæla eitthvað í þessum slutum. Talandi forréttinda blindu, er það ekki viss forréttinda blind að geta forréttindapjásur? Já, vera, þú veist, gera svona mikið mál út af, þú veist, svona hlutum, eða þú veist, þetta og, já, þú veist, ég veit ekki. Þetta eru lúxusvandamál sem þú finnur bara í ríkustu samfélagum. Búa til, eitthvað, herri, já, þú veist, ég er ekki nóga, kúaður, hvað ég myndi breyta kyn. Sorry, það gæti verið í einhverjum tilvikum. Ég er samt ekki alhafa neitt. Við okkar koma aftur aðeins inn á skattamál. Vitið þið hvað, þú veist, vitið þið hvað, launaskattur í Íslendinga er stór partur af þess innkomu landsins? Örugglega mjög stór. Þú veist, bara launaskattur, þú veist, staðgreiðslan. Þú veist, hvað hann er mikið af innkomu ríkisins? Nei. Hvað myndi halda? Haldur hún sé 80%, haldur sé 50%, haldur sé 20%? Myndi sé 70%. Þriðjungur? Já, örugglega. Ég held að það sé fyrir. 1/70 cirka. Það er 1/70. Þú veist, vaskurinn er eiginlega bara alltaf miklu stærri tala. Þannig að þú veist, ef þú myndir skera ríkisútgjöld niður það sem því nemur og getur mögulega afnumið hennar, þú veist, og það er ekkert eitthvað brjálað. Þú getur alveg fundið ýmislegt til að skera niður hérna. Ég myndi halda að það væri betri búbót fyrir flesta heldur en verkalýðsbaráttu. Ekki það ég sé á mótinni, þú veist, bara frábært, ég vil að fólk hafi réttindi og svoleiðis. Ég hugsaði stundum þetta þegar það var eitthvað COVID og Trump sendi eitthvað $1,200 bara til hvers Bandaríkjum. Það var eitthvað svona, allir eitthvað, ok. Þess að hugsaði, þú veist að, þú veist, að það að lækka skattin er basically að sama og senda þér ávísun. Hvort heldur þú að þú fari betur með peningana sem þú fari í vasan eða ríkið? Akkurat. Ég hef unnið fyrir ríkið og það eftir það þá finnst mér ekkert ógeðslega heldur en skattar, sko. Nei, ég meina þú veist að þjóðaríþrótt Íslendinga svíkjum það skatti, ég meina tölum bara hérna alvöru og þú veist og fólki finnst það ekki glæpur einfallega því að það vita þetta út skattlegu bara í dref. Og vinna svart og eitthvað, allir gert það einhvern búndið, þú veist, og þetta er Svíkjum það skatti? Jú, hann var að því. En Trump viðurkenndi það líka, hann bara það var Óttar var að minnast að vera saman á Sigmundur Davíð, það var sko ég skal bara vera hreinskilinn, ef þú svíkur þetta skatti þá er þú bara maðurinn, sko. Það er svolítið viðhorfið hérna, nema þegar kemur ákveðnum maðlum. En þú veist, málið er það að þetta var konana sem voru að fá einhvern arf þarna og hann hefði kannski átt að tilkynna þetta og svo framvegis, sko. Og hann droppaði svo hana, en hann var aldrei, ef hann hefði verið að svíkja raunverulega skatti, en hann þá ekki verið sóttur til saka í því svona umhverfi sem það hefði verið og það var ekki gert, sko. Það var ekki gert að því að það er líka bara búið að brjóta samfélagssáttmálan, það er verið að nota skattpenningana okkar til þess að vinna gegn okkur, þannig að mér finnst það ekki nánast bara að vera siðferðileg skylda Íslendinga svíkjundar skatti. Það er verið að borga, ég er að borga til dæmis bara fyrir RÚV að RÚV sé að segja við fólk að ég sé hættulegur og ógeðslegur og eitthvað svona dæmi. Ég er að borga fyrir fólk á Ásbrú sem hatar mig, skilur sem bara chilla þar. Ég er að borga fyrir samtökin 78, ég segi sér grafenda tilréttir, skilur. Þetta er allt fókt, skilur, svíkjum undan skatti, maður. Ég er að borga fyrir RÚV til að sína í þættinum hatur að þá er hatursvisti. Það er að skrolla á Instagram síðunni minni. You made it, boy. Þessi þáttur gengur undir nafninu Eitrið. Ok, ef að ykkur líður svona, hvernig haldið þið þá að Írum og Bretum líði akkurat þessa dagana þegar þeir eru að horfa upp á það sem er að gerast hjá þeim? Það er ekki ástæð, þessi mótmæli kom ekki upp á þurru, sko. Nei, ég meina það er alltaf keyra í öðrum og ég held að þessa ríkisstjórnin falli og ég held að þessi flóðgátt sé að opnast. Það var spurningin, mun hún opnast fyrst í Frakklandi, verða á næstu helgi, mun verkamannaflokkurinn flauta til kosninga, mun þetta gerast í Írlandi. Spurningin er bara hvar gerist þetta fyrst, þetta er ekki spurningin hvort. Ég ætla að setja smá pásu
hérna og Sverrir ætlar að fara aftur ég ætla að fara í kökkstólinn eins og hérna einhver orða það svo skemmtilega þið ætla að fara aðeins í comments það var komment hjá Benoni sem ég las sem var, það var að lækka skattin ekki að sama og senda ávísun að lækka skattin lækka skattin ekki að sama og senda ávísun frá Benoni Bertels að senda ávísun peningaprentun og það var tilgangurinn þannig að já, ok, það ekki alveg að sama en þú veist, effektivli fyrir fólki sem fær peningin í hendurnar alveg, þá það svona, þú ert basically að fá meiri pening í þinn eigin vasa það fer eftir hver upprunni peningana var já, akkurat fer eftir hvort að þú veist að peningarnir urðu eftir út af að sparnaður eða hvort að þurft að búa á til að þið voru ekki ríkiskassa þannig að það er nú, það getur verið bæði það eru 84 að horfa er það ekki bara og við erum að fara í 100 við skulum bara vera ógeðslega grófir já, þetta við fórum held í mest í 70 Við ætlum að halda áfram með kommenta aðeins og það er hérna ég man ekki, Sverrir kom með 0,0 bjór skýtlipandi munu screenshota þetta og segja sér fallinn Herðu, mér veist þetta helviti gott hérna Kjalli segir, pælingar Hitler hvað kallar missefnaðan austurískan listamann græmmitisætu sem að móti vopnaegn almennings valla hægri augamann en frekar líklega réttlætisrittara, hvað vil ég segja það? Ég veit ekki hvað ég að segja einhvað álit mitt á Hitler hérna sko. Jú, komdu með það Bring it Ég held að sagan sé ekki rétt sögð og Ertu þar líka? Let's go ég bara ég var hengtur fyrir þetta Þátturinn er byrjaður og ég held að sagan sé ekki rétt sögð og ég til að hann hafa gert mér gott heldur en hann gefið Var hann að berjast gegn Illuminati? Og þú veist, það sem við getum séð í dag það sem var ekki upplýsingar sem var ekki gefna fólki hvernig var að henda út Ég var að lesa komment hérna Rothschild baka skilurðu og og maður bara búin að sjá alls konar sem bara búin að ljúga okkur í gegnum tíðina eins og til dæmis þessar ræður sem maður var að gefa mér finnst það alveg snild núna þegar það er búin að þýða þér það er náttúrulega ekki þýtt fyrir og það bara kent bara sjálfkvæmlega og hann bara hann er alveg geggja svo þegar maður hlustar á þetta þá bara tala hvað hann vil í gott til þjóðina Það er náttúrulega ekki hægt að neita að sumt að sem maður var að segja var alveg rétt það er ekki hægt að neita því að klálega og að sko sagan hefur sennilega verið eitthvað aðeins meira I don't know og ég eins og við tölum 6 milljónir hvað er að tala eitthvað ég meina come on ég er núna svona 20.000 manns á dag eða eitthvað það var eitthvað rugg ég er svona smá dataskipt það er proper barbecue sakfræðing ég læt hann hafa eitthvað hann fer yfir það og svo lætur hann hafa eitthvað tilbaka hann hefur voðalega lítið getað að láta mig hafa eitthvað tilbaka af því sem ég hef látið hann hafa helfindurinn og allt það en ok, bara svo ég sé samt, þú veist en það voru svona eugenics pælingar og eitthvað, þú veist það ekki Mér langar aðeins að skjóta hérna kynbótastefna upp á eitthvað svona er það ekki alveg svolítið vásamt það er kynbótastefna til dæmis bara í gangi á Íslandi hjá hundum Nei, bara hjá fólki til dæmis gegn föllu fólki Já, ok, jú, það kom þaðan líka sko, þeir voru svolítið Það kemur þetta Hitler gæti hafa orðið pírati ef hann væri fæddur í dag en ég veit ekki hvort það væri tilbúin að ríða 15 ára krökkum Þetta er komment Þetta er hann Bjarki Ólafur Hugason sem að kemur þetta Við blessið Bjarki Það er eina myndi sem ég bara svona, ég ætla ekki að horfa á þetta þú veist sem er þetta Europa Final Battle, ertu búin að horfa á hana? Nei, ég hef ekki séð hana sko. Ég hef svo mikið hana núna, þannig þá vil ég býða aðeins og horfa á það. Mér finnst, ef þú horfir á þetta frá einu sjónarhorni, ég er ekki einhver stuðningsmaður Hitler. Nei, þú ekki heldur. En höfum eitt í huga að Hitler var búinn til af Versailles-samningnum. Aðstæðunar sem að gerðu það að verka með Hitler gat komist til valda var vegna þess að Þýskaland væri, ég man ekki nákvæmlega töluna, það var annarkvort fyrir einhvern 10-15 árum sem að þeir hefði verið búnir að borga sem sagt skuldbindingar sem var settar á þjóðina í Versailles-samning. Það voru ómögulegar og eru núna notaðar sem bara svona sem eru ekki frið við. Ég meina fólk voru að fara með hjólbörur peningum til að kaupa sér brauð sko. Já, og ég veit líka allavega í Lettlandi, þetta er kona mín frá Lettlandi að þú veist, þar er sko haldið upp á frelsisdaginn eða þjóðhátíðardaginn þegar sko nasistarnir koma og taka landið frá Sovétríkjunum þegar sko og þeir fóru alveg gróf upp sko bara eitthvað í ráðhúsinu bara fóru að grafa upp bara eitthvað líka fólki sem bara hafði horfið skilur og bara Sovétríkjum voru
Það alltaf, mest brútal alræðisstjórn allra tíma klárlega Sovétríkin. Mér finnst miklu, það minna talað það er minna bíómyndum hrylling Jósef Stalin, skilur, heldur en Hitler. Hver alltaf þessar bíómyndir sem alltaf búið til? Akkurat, Hverjir ætli það síður? Hérna, það sem að vera að ræða á hann, mér finnst Patrik Hæmi æðislegur, hann ekta gender non-conforming gaur og ég vil fá hann hingað. Ég var til í það eftir passa, ég var til að vita hvor virkilega myndi vinna í slag þeirra milli. Já, hann var góður. Herðu, ég þyrfti fleiri fingur til að telja öll þau skipti sem einhver hefur óbeint eða óbeint kalla mig nasista fyrir að vera móti lyfjageldingum samkynhneigðra ungmanna. Söguþekkingin engur. Eldur. Þetta var hann Hallgeir sem segir það. Ok. Sverrir ekki láta undan pressu eða þú vilt ekki drekka, þá bara monster. Já, ég ætla að reyna að vera sterkur. Tala mig? Já. Nasistar voru að gelda homma og fatlaða og þeir gerðu læknistilraunir á börnum, alveg eins og, segir Hallgeir aftur. Herðu, hérna segir Bjarki Ólafur, Sverrir algjörlega að trúka á sig. Trúka? Þið að spitting truth, þetta Já, takk fyrir Bjarki. Einar Þorsteinsson setti síðasta naglan í kistu framsóknar, good fucking riddance, real talk frá okkar manni, amen, ég ætla bara að renna þessi yfir nokkuð komment sem ekkert svona of djúp, af því að ég vil lesa sem flest, mér finnst þetta rosalega luxus vandamál að við komist ekki yfir kommenti sem við erum að fá, þetta er bara besta vandamál. Þeir eru líka þeir sem eru að kommenta, þeir eru bestir. Já. Það er bara svoleiðis. Hvernig er að hægt að vita hvenær þið farið live þannig að maður nær á tíma, sorry, gamalli sál og social media, restless. Fylgja mér eða Sverri bara, ég seti þetta oftast daginn áður því að við erum svolítið spontant í þessu, hvort að það getur verið vesinstundum hérna hvort að húsið er ekki laust eða ekki og það koma stundum vanstamál tengt í, en það er, fylgja Sverri á Ég auglýsi þetta ofta svona hádegi sko á deginum og svo rétt fyrir þátt líka. Ég daginn áður. Já, því ekki fyrir mér, ég gleymis alltaf alveg þess kortir í þáttinn og þá er alveg, fuck! Ég fekk bara skilaboð í dag, hvort ég vildi mæta og ég hugsaði þetta Charlie Kirk dæmi og brennir svolítið á mér og allt það sko og ég minna, ég reiður og ég var mjög sorgmyndur og mér finnst þetta ógíslegt allt þetta. Og mér langaði að svara þessu með þarna af hverju þetta sé svona mikið stórmál. Það er vegna þess að þarna er aðili sem að var mikið að ræða hlutina sem að, og það var svo mikið tabú af hinni hliðinni og það er í rauninni aðferðin sem notuðu til að þagga niður í honum er í rauninni það sem að er fréttnæmt, skilur mér finnst þetta, sko, liggur við bara að það er svo mikið að morðum í Bandaríkjunum og auðvitað er það, að það sé fram í morð, en það eru, þetta er í miðju, hvað maður að segja, hugmyndastríðs, hugmyndafræðilega stríðs. Samfaraður með þetta sé akkurat eins og þetta lítur út úr það. Hvernig það lítur út alltaf? Það er einhvern hátt við að þakka niður í manninum, það er óháðið hver var að því. Og ef hérna segir ef að dauði Charlie Kirk færir þið ekki nær Jesú þá veit ég ekki hvað, fjölskyldufæði sem er rökræddi og hlusta á alla sem voru andspænis hans hugmyndafræði, libtards fagna dauða hans, það er good evil. Mér finnst eitt sem er rosalega í þessum, það er það líka að hann er náttúrulega óendanlega mikið frægari en þetta hefði getað verið ég eða Frosti og sama fólkið hefði verið að hlæja því að sjá okkur skotta í hausinn eða hálsinn á social media. Ég hugsa nefnilega að það hefði ekki verið eins mikið, sko það hefði fleiri þar að segja bori sýrt það og annað heldur en Ég veit ekki. Ég held að ef að Frost yrði ég ætla bara 7-9-13 þetta ég ætla bara að bera þetta saman, ég held að viðbröðin hjá allavega íslenska liðinu hefði verið alveg eins. Þú fengið rosalega mikið á svona já-en postum. Vissilega hefði ekki átt að drepa Frosta, en hann hefði kannski ekki átt að vera að gera, Við megum ekki, þetta ástæðan fyrir því að, og eins og ég sé þetta, bara í hausinn á þessu sama fólki og er actually að gleðjast yfir þessu, ástæðan fyrir því að þau réttlæta er að því að Charlie Kirk sagði vonda hluti. Það er ástæðan fyrir því að þeim finnst það þess virði að vera skotin fyrir er svo að þeim finnst nóg að segja góða hluti til að vera góður. En sko að gera góða hluti. Já, það er ekki að gera góða hluti. Erum við að meta hans líf þá meira en annars? Nei, alls ekki. Mér finnst það ekki. Jú. Já, meira máli. Hann er bara hugrakari en langt flestir og hann er búin að ná til miklu fleiri, hann hafði miklu meiri áhrif en flestir. Ég alveg sagt að það er svona meritocracy. Hann er ekki meira virði. Nei, líf er alltaf mikið virði en er hann meiri missir heldur en, þú veist, margir aðrir.
Nei, ég ekki sammála því að kringustæðunar eru þannig, finnst mér. Mér kringustæðunar þú veist, þetta er bara spurningum, skilur ég meina bara, þú veist, væri meiri missir ef Kylian Mbappe væri skotin heldur en, þú veist, einhverju fjórudel. Það hafa bara ekkert... Lífið þess ekkert meira virði heldur en gæðin í fjórudel, heldur en það er meiri missir fyrir Real Madrid. Meira mikilvægi, ég meina, menn hafa bara mikið mikilvægi í, þú veist... Það er það sem ég er að segja, já, og bara það er erfiðar að replacea þennan gæja, ég meina því að hann var í þessari umræðu og hann var að ná til ótrúlega mikil fjölda fólk sem að, þú veist, fór og bæði að fylgja Guði og að kjósa Trump og svona, og pæli hlutunum aðeins upp á nýtt sem að kannski bara búið að vera heila með í háskólanum eða í university. Ég held að líf hans hafi ekki verið meira virði heldur einhvers að það er mitt álit en dauði hans og kringustæðunir í kringu það eru tvímælalaust mjög merkilegar. Alveg svo George Floyd, hvernig það gerðist. Það er tvímælalaust mjög merkilegar. Alveg sama hvernig þú lítur á. En var líf hans meira virði en George Floyd? Þú veist, ef þú spyr mig. Já, mér finnst það leið og þú ert komin á þann stað að þú, eins og til dæmis hann gerði það og var sakveldur fyrir að beina byssu að sko, sá sem að leið og meðbörn, mér er alveg saman hver þú ert, hvort þú værir, þú veist, bróðir minn eða eitthvað og ég er ekki að segja að bróðir minn hafi gert það er ekki svo leiðis, ef þú ert fær að með beinum hætti meiða börn, þá ert þú evil. Og einmitt, Jeffrey Epstein, með beinum hætti eins og til dæmis að þræta fyrir þessi að vera að svelta börn á Gaza. Ég myndi aldrei þræta fyrir þannig. Nei, en hann gerði það, hann Kork. Charlie, en það væri eitthvað vísvitandi stefna að vera að svelta. Ég meina þeir hinum mótryggin eru að hama sér að stela öllum byrðum sem eru að koma. Það er mótryggin, hvort þú kaupir það ekki, það er það sem hann myndi segja. Þú veist, það er ekki verið að vísvitandi svelta börn á Gaza. Þú veist, það er bara, og þú veist, ég nú segja að hann hefði nokkið að leita sér henni upplýsingar sem aðeir, ég meina, það var ekki mikið að taka marka á hann. En ég meina, Hamas eru hryðjuverkasamtök og þeir, af hverju? Því að þeir drepa saklaust fólk í nafni málstaðar. Ok, strákar. Og þeir fóru og byrtu á einu samfélagsmiðlum eftir 7. Nú verðum við bara að, vegna þess að, þú veist, þessi málstaðar er eitthvað sem er bara svona eins og henda, hvað maður að segja, skiptimynd ég er ekki fann af Ísrael. Nei, alls ekki, en málið er bara, mér finnst við verða að setja risastóra gjá að milli orða og gjörða. 100%. Og þess vegna, eins og segi, þess vegna finnst mér, held ég, að þessu samaliði finnist ekkert stórmál að drepa eitthvað út af því sem hann hefur sagt. Það er vegna þess að þau trúa því að segja hluti gerir því hann okkur góðan eða þú veist, skilur. Mér finnst það vera performatív samkend. Ég sá daginn manneskju posta mjög vók pisli mitt eftir Snorra-dæmið og ég veit fyrir víst að þessi manneskja hefur talað mjög mikið á móti vókinu og ég ætla ekki að nafngreina en þjóðþekktur einstaklingur veist. En mér fannst það bara svona áhugavert, þú veist, að því að menn bara að vera með taka þátt fólk getur með skoðan alls já, en þú ert kannski með kannski var hann ekki að tala um öllu vók alltaf og ekki kannski var þetta einhver tiltekinn málstöður sem ég veit ekki, mér fannst það skrítið að ég veit að allavega, já, hann viðkomandi ákveðin álættur varandi mjög margt og ekki mjög fylgjandi vókinu en svo þegar Snorri kemur þá fannst hann mann þurfa að segja eitthvað og fá hjörtu, skilur það er bara svo, eins og mér ég er útrópaður sko öfga hægri og öfga vinstri og það er bara því að ég leyn því ekki ég get haft skoðanir sem að bæði hægri og vinstri en ég myndi aldrei flokka mig hvorki hægri og vinstri. Ég persónulega líka tek umræður stundum við menn sem ég er sammála og ég spyr þá eins og ég veit að einhver sem að væri á öndari skoðun myndi spyrja vegna þess að mér langar að heyra af hverju ertu með álit sem þú hefur. Ég hef miklu meiri áhuga á því heldur en hvað álit hefur ég hef miklu meiri áhuga af hverju hefur þessa skoðun. Já. Það finnst mér alvöru spurning. Það er svo að gera góða rannsókn og þá reyna að fella þína kenningu. Þess vegna finnst mér svo geggjað að hlusta á eins og tveir kallar, hlusta á fólki sem er bara mest ósammála mér eins og bara hægt er. Þetta eru í rauninni næstu það eina sem ég hef áhuga að hlusta á. Ég hef engan áhuga að hlusta á eitthvað og vera einhverju hringrung einhvers staðar þó að mætti kalla þetta. Þess vegna, þú veist, finnst mér svona eins og ég var að segja í chatinu á þér að var að kalla á óttargreiði einhvern lippa og eitthvað svoleiðis. Við viljum fá ólíkt nefnilega hinni hliðinni þá viljum við fá sem flestar skoðanir vegna þess að við viljum geta rættar. Já, við þurfum ekki að sammála. Það er svo segið, þarna alveg, svo fer ég annars staðar, sko, þá er hann nasisti, sko. Þú veist, og það er þú veist, ég meina, eins og ég segi, það er bara, ég ætla ekki að fara að festa
hugmyndi mín að skoðanir við eitthvað hægri vinstri ekki pæli í þessum stimplum bara ekki pæli í þeim í eina fucking sekundu sko stimla núna eftir ég sagði en svo ekki svolítið rótina þessum svona afstöðinni gagnvart Hamas að þú ert bara svolítið svona gyðingarnir Nei, sorry, það kannski alls ekki, sko, ég meina við erum að tala að Hamas stofna hvað 1987 sko, sem frelsishetjur það? Þú gengur svo langt algjörlega Já, nei, ok Þannig að frelsishetjur sem eru að sneppa konur í ánöð ég vil þú ekki á, skilur frelsi hvernig til þess að einu sinni ganga í þú veist drengir, ég ætla að nota moderator rights Muslim Brotherhood eru ekki góðstandu þetta eina í rauninni sem ég talaði þegar við vorum að þetta eitt af, ég man ekki, hvað voru 2 umræðefni það bara vegna þess að þetta botlaus pittur sem hægt að rífast endalaust Ísrael-Palestína og bara Hamas, skilur það bara, ég skil ekki þegar fólk að Hamas þessar ástæðu vil ég ekki fara á þú ert að segja þessi frelsishetjur það er meira en afsaka hér ætla ég á hér er spurt af hverju Candace Owens og Nick Fuentes hafa ekki verið drepinn Slay segir Candace svört kona það eru hvíti kallmenn sem mega ekki tjá sig Ég fekk líka eina athugasemd frá í einkaskilabóðum frá einu sem ég finnst áhugavert hann var að tala þess að við vorum að tala áðan með líi sem að þú veist svo, og menn vita það ekki að það er til orðum þetta sem heitir Havel's Greengrocer ég bara vissi ekki að þessu þetta er úr bók eftir Václav Havel og sem heitir Power of the Powerless og þetta er mann í svo totalitarian ríki og þú veist og þar kemur þetta hugtak sko þar sem að menn eru að tala saman og eru að tala út einhverja lígi sem hvorur þeirra trúir á þetta var maður sem heitir Login Term sem er mikill meistarinn og action þetta á mig mér finnst það bara áhugavert Login Term það er mikill meistarinn ég myndi ekki á vinnustöðum þar sem þú veist kannski bara að þú getur verið rekin eða þú tjáir einhverja og skoður sem er ekki í lagi og ég myndi ekki þeirra að tala saman á vinnustöð og bara finnst þið þetta ekki? Já, Snorri, þetta var nú lélegt hjá honum, já 92 horfa Sverrir, þú ætlar að taka þá bara taka bútið, var rekin Já eða er að spyrja mann álits yfir höfuð Ég heyrði sögu daginn og ég var í líkamsrækt og hitti þar mann rétt eftir Snorraviðtali og ég var svolítið, þú veist, þetta var fámennrækt en ég var að tala svolítið hátt ég var að tala bara svolítið hátt í ræktinni við hennan gæja hvað þetta væri mikið kjaftaði bara þú veist með Snorra hvernig þetta var verið að ráðast á hann og eitthvað hann var svolítið svona, vildi ekki alveg þú veist, það háttu það greinlega ég held að sé samt alveg svona og svo sagði hann ég held að nú kannski ekki að segja mikið en ég veit mannskju sem að var í einhverju vinnupartí og hann var að vinna, þú veist, á einhverju vinnustöð hvort það var fyrir ríkið, jável held það, minna hann að sagt það og hann var eitthvað og hann tjáði þá skoðun í þessu partí að kynin væru 2 og svo bara þú veist, mætir hann á vinnumánudaginn og eða þú veist það var bara í sömu viku eitthvað þá var hann rekinn fyrir eitthvað allt annað Sagði hann það í alvörinni? Já, það var vissalega akkur skonar á vinnustaf og maður segir sín skoðun og þá reka mig fyrir það eða draga tilbaka og reka mig, takk Já, ég meina Ég held að sko allavega að þú vinnir á opinberi stofnun svo er spurning með kynin sko. Ég held að ef þú segir og eins og í mínu tilfelli þetta er bara mín trúarlega sannfæring ég held að ég hljóti að meiga tjá mínar trúarlegu skoðanir sem Kristín, er það ekki? Það hlýtur eiginlega að vera Það ætti að vera náttúrulega stjórnarskrárbundin réttur bæði sem að þú má praktísera þína trú það var stundum kallað trúfrelsisákvæði og svo náttúrulega tjáningafrelsi líka svo lengi sem að þú ert ekki að spúa hatri kom einhvern annan vingil á það en munið eftir Snorra í Betel hann var ekkert eitthvað að hata hann sagði samt sína trúarsannfæringu Var hann ekki sýknaður? Og já, ég held að það hefur vantilega verið. Hann var rekinn sér að þú skóla fyrir að hafa ákveðna skoðanir og hann var bara hrakinn þaðan, bara með ofbeldi og leiðindum. Svo er það annað. Þetta var hans trú, hann, ef hann er að fara út fyrir það sem á að kenna í skólanum og fara að kenna eitthvað úr sinni trú. Það er svo annað. Það er annað. Það er spurning hvort að ég reka hann fyrir það vegna þess að löggjöfin sem sagt
opinbera starfsmenn hún reyndar algjörlega fáránleg sko, það má náttúrulega bara ekki reka á fyrir neitt nema fyrir þetta ekki reka á fyrir neitt, nema fyrir þetta þetta er kjánulegt sko, en það var hann að banna ef það er rétt munað hjá mér þá var þetta bloggfærsla. Já, það getur verið að vera bloggfærsla en hann var líka að tala hann hafði rætt einhver svona hluti í tíma, ég skal ekki segja ég veit bara að hann var sýknaður. En getur við Er þetta að bera þetta saman við að láta svarta mann sitja tíma hjá aðila sem í klaninu? Já, ef klansmaður tjási ekki klanið. Ef þú voru endur dagar Það sagði hvort það væri sambarlegt að svartumaður væri látin sitja tíma hjá manneski sem í Ku Klux Klan. Það var punkturinn. Þú veist, ég meina ef hann er ekki að koma með sínar klansreglur yfir á nemendur, þá er það allt í lagi. Ég trúi því. Já. Ég þekki ekki alveg hugmyndafræði klansins sko. Nei, ég meina, hugmyndafræði hugmyndafræði, skilur þú? Það er bara... Já, hún það er ákveðin hugmyndafræði sem að, þú veist, málfræðinu sett ákveðin sem sagt mörk og það nær sem sagt þanga að þú mátt ekki hvetja til ofbeldis gegn öðrum. Og það eru rauninni hatursorðað eins og hún var skilgrein fyrst eftir því sem ég ekki snæst. Já, en sko það er til dæmis bara, það er bannað bæði, þú veist, málfræði hafa verið sett á skorður sem að allir hafa samþykkt, sem er meiðyrði. Þú veist, ég má bara ekki segja bara hann nauðga börnum eða eitthvað, bara með ekkert í höndunum, þá er ég og posta því opinberlega einhvers staðar, þá er ég að ráðast á mannúrið hans með ekkert á bakum mig. Það er vantarlega það var alltaf hugsað þannig, svo er hann eitthvað dæmt í aðra átt í héraðsdómi með Ingólf var svona einhver samfélagsleg stemning þar sem maður ákveða dæmi ekki eftir lögunum sem hvað finnst hann að þá er þetta þannig. Já, sama með, þú veist, þú mátt ekki hóta einhverjum ofbeldi, bara segja, herru, ég mun mæta heimtíðin og drepa þig og fjölskylduna Já, það er bannað að hóta einhver einmitt, og en svo erum við að tala núna, að sjá að því að ég, veit til dæmis að systir mín postaði að henni fannst sko vera hræstni eða hægrið sem á Trump og svona sem segja standa fyrir málfrelsi eru núna að tala að gera það refsivert eða refsa fólkinu sem er búið að vera að fagna dauða Charlie Kirk. Þú veist, hvað finnst þið fyrir það? Já, sko, málið það, Vísir gerir frétt þetta og bara ég man ekki hver þýðingin að fyrirsögnin var og hún var algjörlega út í höpp, sko. Sko það ætti að eldast við alla sem að höfðu, þú veist, einhvern veginn sagt eitthvað sem var neikvætt eða eitthvað Charlie, sko, það var náttúrulega ekki þannig. Það er svolítið öðruvísi þegar það verið kannski að taka, sko, þegar það verið að fagna með einhverjum ákveðnum hætti og þú veist, að einhver hafi verið skotinn. Þú ert náttúrulega að taka undir með, þú veist, ákveðnu lögbroti sem að heitir morð sem að hefur yfirleitt þyngstu refsingu samfélagsins. Þannig að þú veist, það er kannski ekki skrítið að það hafi einhver afleiðingar. Spurningin er bara hvað máttu segja, ef einhver hefði sagt good riddance, þú veist, það var reikunum starfi. Ég meina Microsoft var að tilkynna það að þeir ætla að segja öllum upp sem að hefðu, þú veist, ráðist á sem sagt, á þennan málstæði sagt, þú veist, já, gott að hann hafi verið drepinn eða frábært ykkur svoleiðis. Ég finnst það bara mjög jákvætt, persónulega. Já, þú veist, mér finnst kannski, málið það, ég held að málfrelsi sé gífurlega mikilvægt og ég til dæmis þú mátt hata fólk þú veist, það er allt í lagi, þú mátt alveg hata þú mátt alveg segja að þú hatir einhvern þú mátt bara ekki hvetja til ofbeldis gegn honum. Nei, hann er dauður, þú ert ekki hvetja til ofbeldis gegn honum. Nei, þú ert að hvetja samt til sambærilegra aðgerða. Þú ert að tala um ákveðna aðla. Nei, þú ert ekki að segja, ég hata mamma ef hún drefst. Nei, hann er dauður. En hvað með, ok. Já, en hann er political figure og stendur fyrir. Elon Musk, til dæmis. Snorri Másson. En byrju, tökum þetta samt aðeins aftur. Það er góð umræða. Já, af því að ég ætla að koma með smá spinnin á þessu umræðu. Fólki sem að fjallaði dauða Charlie var ekki út af persónu Charlie. Það var út af því að hann alignar með pólitískum skoðunum ákveðna aðila og þú veist, þú veist, ef þetta hefði verið nobody þá hefði, þú veist, enginn fagnað, enginn sagt neitt, en að því að fólk þekkir hann fyrir ákveðna skoðunir, þannig að þú veist, þannig í rauninni, þú getur bara sett X fyrir Charlie og getur sett hvert sem þeim hefði verið alveg sama, þeir hefðu gert nákvæmlega sama. Ég er ekki saman. Nei, það er alltaf lagi, þurfum það ekki. Og þeir sem voru nærri og þekkt hann og annars líkt, skilju. Ég meina, sem að ég sé alveg rosalega ósamála og svo dreft hann og ég bara, gott hann er dauður. Ég meina, það hefði ekkert breyst. Nei, ok, segjum samt að þú megi gera það. Þú bara þoldir hennar gæi ekki, hann kannski gerði þér eitthvað og þér finnst það og þú vilt bara fá að segja að mér finnst bara gott að sé dauður. Já. Á hvaða tímapunkti myndum við skilgreina þetta sem, þú veist, að hvetja til ofbeldis? Aldrei.
Já, sko, svo líka annað, þú veist, ef hann dó bara Nei, ég bara tala um í höfuð, hvernig byrjar að vera það Já, þú veist, ef einhvern deyr bara og þú ert bara eitthvað, þessi gæja var fáiði, hann var að beita, eða beitti mér miklum órétti og mér finnst það fínt Þú veist, það finnst mér alltaf öðruvísi Við erum að tala málfrelsi Og já, þú veist, að tala, já, ok Ég með teka á þetta Já, Ok, Sverrir ég mér finnst að mönnum megi alveg vera frjálst að fagna því að hann hafi verið drepinn En, og þessi lippar, mér finnst að þeir eigi þá að fara bara niður af sínum háa hesti sem þessir síðapóstulegar og svo góða manneskjur og eitthvað svona, þið sýnið það bara, ok, þeir bara þarna eitthvað svona, sérstaklega þegar þið segið að það sé bara frábært að hann var drepinn fyrir að hann sé að standa okkur kristnum skoðunum, ég deili þessu skoðunum, skilur við með þeim og eitthvað svona, en hætti þá að ég sé eitthvað að segja, ég sé að grafindan tilvistarétti ykkar þegar þið eru að segja að gaur eigi skilja deyja fyrir að hafa sömu Ég er alveg sammála en það þarf ekkert að lögsækja þessi menn en mér finnst bara gott bara farið og sýnir ykkar Það er ágætt að hafa þá líka í huga að ef þú ætlar að fara að skjóta menn og beira því bót fyrir pólitíska afstöðu sína reiknaði þá með því að það veri gert það sama við þig og veltu því þá fyrir þér hvort að þú sért ekki að koma borgarastríðastað veltu því fyrir hvort að það sért ekki búin að gjössanlega láta allar stóðir samfélagsins gjössanlega ryðga og rotna Við erum ekki að tala um það Við erum að tala um bara hvort að einhver með segja bara Já, þú veist, þetta Ég finnst það með alveg segja samofin fyrirbæri Nei, alls ekki Stránt til skjóta eitthvað Við erum að tala um Charlie Kirk, þetta er political figure Ég er að tala um og það er verið að fagna þessu Stránt til teki kannski getur maður alveg sagt að þú ættir að meiga það en eins og þau segja consequence culture, þú veist, þá má líka Microsoft alveg bara ég ætla að reka þig málið er bara það sem maður þarf að átta sig algjörlega á með þetta progressive vinstri dæmi er að þau myndu aldrei þola öðrum að sína sér sömu hefðun og þau sína öðrum það er bara 100%. Alltaf gegnum gangandi alveg sama hvað það er Akkurat Við erum að tala um ef það væri hægri vinstri alltaf, ef það væri eitthvað vinstri liðina þú veist, sem er feministar whatever ég var miklu líklegri til þess að segja djúlega gott að hann eða hún er döið heldur en ef það var ekki annað, skilur ég bara segja, við hljóttum að vega þetta við erum ekki hvernig lópins, manneskjan er döið Ok, bara segjum sem svo Hildur Lindal var bara stungin til bana ég vona ekki, ég myndi ekki mæla með því og ef það myndi gerast og þetta er þá allt í lagi að þú myndi bara segja já, good riddance Okay. Þá langar mig að segja en ég og þú myndir segja að þú hefur frelsið til þess að segja það þú hefur þá frelsið til þess að vera ósmekklegur þá hefur við frelsið til þess að fyrirlíta þig fyrir það Sko, ef einhver með drullusöka hugsanir og munnsöfnuð þá skal hann bara viðkenna þessi drullusöka eins og ég sé þetta þá okkur er frálst að segja það af því að þarna ertu í rauninni að setja skorður á tjáningafrelsi sem snýst í rauninni bara það að fólki blöskri og mér finnst það bara að ríkisvaldið á ekki að vera að handtaka menn fyrir að misbjóða ykkur þá að handtaka menn ef þú ert að hóta ykkur ofbeldi eða bera róg Ég meina, fólki getur misbjóð fyrir alls það er bara svo mikilvægt að setja tjáningafrelsinu þessar súper þetta sé strangur rammi því að strax svo þetta er orðið eitthvað þar sem að ríkið, þar sem að yfirvaldið getur farið einhvern veginn að skilgreina þetta er opið til einhverja skilgreiningar þá erum við bara komnir í vesen og ég held bara best að fara aldrei fyrir utan þennan ramma Ég held að Sverri sé að hitta þarna búndan þetta er naglan höfuð, þú verður að passa stjórnarskrávarinn rétt og þú veist og það var kannski ósættið til þess við samtökin 78 í þessu viðtali að þau voru að segja að þið ekki fá að tjá ykkur transmál það svona passar ekki alveg að sama skapi að þá er maður kannski að sína því umburðalindi að fólki finnst alveg bara rosalega jákvætt að einhver gæja hefði verið skotin eða drepinn en eins og við segjum og ég segi og þú segir og fleiri þú veist að það er polarizing að vera að mælast til þess að political figures séu drepnar og ég menn við sáum að demokrata voru til þess að kalla eftir því ítreka aftur og aftur Nancy Pelosi og fleiri eftir því að Trump var í drepinn það er náttúrulega bara rosalega slæm þróun Íslandi Ný könnun Sko, ok, segur það er komin könnun Ok, svo er hann líka hvernig fólk lítur á það Ég er að tilkynna könnun er í lagi að segja fólki fyrir að fagna dauða Charlie Kirk það er könnun fyrir chatið það er yes, no eða bara enga fyrirtæki Ok, sko, ok, horfum á þetta svona segjum einhver líti á hann sem einhverja rosa ógn við heiminn samfélagi eitthvað
Hvað fögnum margir, ok, þetta náttúrulega mjög gróft dæmi, en ég að segja, hvað fögnum margir að Hitler dó? Já, eða Gaddafi. Skilur, kannski einhver, Mongo, skilur, ekki Mongo, fyrir ekki áskil, kannski einhver fáiði sem að lítur á þannig að þessi gæi hafi bara verið alveg, ég byrst alveg inn á áskur, sem hafi verið alveg bara, þú veist, þvílík ógn við bara samfélagið heiminn, whatever, skilur, og hann bara, og hvað heldur hann segi ekki, geggja hann dauður. En ok, já, þú veist, að því að núna er svolítið reynir líka svolítið á, það ekki? Að því að þú veist, með málfrelsið, skilur við. Að því að þú veist, núna er ég svo persónulega reiður við fólki sem er að fagna þessu. Að þú veist, þetta er einhver partur af mér sem vill bara, já, refsið þeim. En verði ekki að vera sterkari og segja bara, á meðan þau eru ekki að drepa neina beitunni nóbeldi, þá hljótaði að mega segja skoðinu. Ég myndi segja það var náttúrulega verið að skjóta mann sko. Já, ég veit það. Counterpointið við þessu. Það er ofbeldi sko. Já, það er ofbeldi. Veitir hvað, mér finnst vera jákvæða punktur við þetta. Það er að við erum með þetta algjöra tjáningarfrelsi, þá fara menn bara út, tjá sína skoðanir og opinbera bara sinn innri mann, þá bara vitum við hvaða mann þetta fólk er að geima. Það er heldur bara flott. Og svo líka að því að þú veist, leiðum sem þú segir, leið þetta fer að verða huglægt, bara eins og með healthcare gæjan sem var í einhverju lyfjafyrirtæki eða hvað sem var skoðin. Já, voru mjög margir sem að Mangione gæinn, ég mann það nafn. Já, það er kannski drapan. The one in front of the gun lives forever. Kendrick, sko. Maður mann alltaf, maður er bara morðingina meir en fórnarlambinu, sko. Ég gerir það greinilega, ég gerir sigur það. En já, en það var fullt af fólki sem var svolítið svona, bara... Fullt, það var hellingur af fólki. Þannig að, þú veist, ætti það þá að vera refsivert á sama hátt? Er það bara Charlie Kirk? Ætti það ekki farið minna fyrir brjóstu á mörgum að því að það kannski tengdi ekki sína skoðanir eða sitt identity við, þú veist, einhvern aðalega. Mjög gott komment hérna frá Hallgeri, hann segir hérna fólk helt grillveislu fyrir utan fangelsi þegar það var verið að setja Ted Bundy í stólinn. Það var mjög ósmekklegt að mínum mati þó Gauði hafi verið skrimsli. Einmitt, það setur þetta líka í samhengi, skilur við. Það fagnaði mikið þegar Bin Laden dó, þú veist, og svo Jeffrey Epstein, ég menna þeir allir sammála um að hann sé skítsegi. Þú veist, en það hefði enginn sett í lög, þú mátt ekki fagna dauðans. Það var kynlífsvíkill. Hvað segir þú? Nei, ég er alveg rólegur. Það er bara, hvað segir þú? Ég fatt ekki punktin, en ég bara segja, þú veist, af því að þetta er orðið huglægt, hvaða dauðum má fagna, hvaða dauðum má ekki fagna. Ég er að segja það, skilur, ég meina, ef það kemur ykkur til mín, ef ég er dauður, skilur, og það kemur ykkur bara og lítur á það, ég hef bara verið ógn við tilverun á heiminn eitthvað og segir bara, þú veist, gott hann er dauður. Það myndi ekkert eitthvað vilja lifandi familja mínu var eitthvað að fara að segja hann til saka nei, en þú veist, já, ég meina og hvað myndi Charlie Kirk segja? Nú var hann alltaf öll talsmaður. Hann var mikið talsmaður þjóðleikaflessis. Akkurat. Myndi hann, og ég veit allir sem eru að tala um eitthvað, var hann ekki bara ásættalegur fórnarkostnaður fyrir byssu, eitthvað. Það finnst mér rosalega kjánalegur punktur. Ljótur punktur, en að því að líka hann var bara basically að koma með rökum að vissi samfélag tökum, þú veist, ákvarðanir út frá hagsmunum heildarinnar óháð einhverjum nokkrum litlum, ok. Hann var samt ekki að mæla fyrir því að menn eru teknar af lífi fyrir pólitíkska skoðanir sínar. Hann var alltaf bara að tala um það að þarna væri til ákveðin og vopn sem að væri hægt að nota í sjálfsvörðung og svoleiðis, hann var ekki að mæla því og að það væri alltaf einhver að fara, þú veist, þú getur ekki banna hnífa þó að það sé fullt af hnífastungára sem í Bretlandi, þú veist, þú getur ekki. En strax svo líka hann var heitkristi trúamaður, skilur, samkvæmt því, það er nú betri stað. Já, og en margir sem hafa talað þannig að þetta er ekki alls slæmt, skilur. En hann hafa búin að segja Ég meina, Sverrir, hvað finnst þér um það? Ég meina, núna er hann á betri stað, alveg klart mál. Já, en ég meina, hann vildi vera með börnunum sínum áfram, skilur, hann vildi sjá þau vaxa úr grasi, hann vildi ekki fara og hann vildi vera með konunum sem dýrka, hann sé bara ræður sem að hún hélt Charlie Kirk, það bara geislar af henni hvað hann er stolt af honum og bara, þú veist, svo ljótt mál. Já, þetta er svo ógíslegt og þetta er svo sorglegt. En við erum búin að telja á þessu subjekti eða með málfrelsi, ég held að við séum svona búin að tæma það. Já, en ok, mér finnst þetta ég að segja, bara mjög góð umræða, líka af því að við tæklum þetta svolítið og ég held ekki að segja skiptum skoðun en ég var svolítið svona bara þegar við byrjuðum þetta. Ég og þú. Já, akkurat, en þú svona, ef við virkilega hugsa það, þá reynir svolítið á að ég þurfa að hugsa, ok, jú, þarf þetta ekki að vera
þú veist, ef þú ert ekki að beita neina ofbeldi, þú veist bara að segja ekki hvernig það kemur líka að þetta fram hvað skiptir miklu máli að geta rætt hlutina og þú veist, og þegar þú ert að kúa fólk út úr ræða, þú veist, við vorum ekki sammála til að byrja með og svo svona, ok, við erum búin að skoða hvar og að draga mörkin, þú veist, við vorum ekki alveg vissir þú veist, þannig við vorum ekki að gifta skoðunum okkar og það er svolítið mikilvægt sko. Og það reynir á tjáningafrelsið á erfiðum stundum. Það er málið og núna er ég svo reiður yfir erfiðar skoðanir, það er til þess að vernda vondar skoðanir og ljóta hluti. Þannig ég myndi örugglega kjósa með í könnuninni bara já, einkafyrirtæki. Þú myndir fyrir ekki segja að það var gert þess að vernda lýðræðis? Já, af því að ef þú varst einkafyrirtæki, ef einhver var að vinna fyrir mig og var að fagna Charlie Kirk, þá auðvitað má ég reka hann fyrir það. Já. Væntanlega, ég vil ekki hafa því ég vinnu fyrir mig. Ef hann er bara á vinnustaðnum og bara, þú veist, já, eitthvað svona. Ég sé ekki post frá hann á Facebook eða eitthvað. Það er annað. Er það annað? Já, það er annað. Hann er ekki að tala um á vinnustaðinum, sko. Skiptir mikið máli. Þannig að tala um það á Facebook. Ég vil ekki vera með einhverja siðblending í vinnu sem að, þú veist. Siðblendinga? Já, sem að ég fyrirlít, þú veist, bara að ég fyrirlít þetta fólk sem er að gera þetta. Ég fyrirlít það. Virkilega, mér finnst þetta Ég velti líka svolítið á því kannski hvað þú ert að gera innan fyrirtækisins. Sko það akkur þú þá á Facebookinu hans? Akkur á Facebookinu hans? Nei, ég meina, skilur, mér stá ólátt. Ég held að skipti svolítið máli, þú veist, þín að mynda að þú væri með mjög umdeildar skoðanir og er að sem að myndi ekki fara sama við til þess kannski einhverja stefnu fyrirtækisins að þá myndi ég skilja það. Ef þú væri kannski óbreyttur starfsmaður og þá finnst mér að það sé svolítið annað. En svo er þetta náttúrulega. En mér finnst almennt ekki að ég segja fólki upp störfum fyrir vinnu sína, það er bara svona mín persónulega. Ok, og ég fór náttúrulega að vinna fyrir Elko líka einhvern tímann þegar COVID kom og þú veist, þá man ég meitt að ég var að koma inn í andrúmsloftið og ég var svolítið bara svona, ok, þú veist, ég var í vinnu sem að, þú veist, ég var að reka pókerstað, það var bara svona ekki hægt í COVID, það bara, þú veist, lokuðu allir staðinir og ég þarf bara venjulega vinnu og ég sótti hjá Elko og ég fór að vera sölumaður þar og mjög snemma þá er ég bara svona, ok, þetta þú ert að reyna, þú veist, ég á barn, og nú er ég 2, en það átti ég 1 og ég er eitthvað svona, þetta bara skiptir máli, þú þarfst að sjá fyrir fjölskyldunni og það er nummer 1, 2, 3 priority og þarna, ég ætla ekki að segja að ég hafi tekið þarna karakterinn sem var eitthvað svona, já, ég hata Trump, eitthvað, segjandi þetta, en ég hélt svolítið kjafti, sant? Þegar þessi umræða var í gangi, þá satt ég á mér, sem er ólíkt mér, en ég var ekkert svona að tróða mig fram eitthvað, já, hérna, út af því að ég þurfti bara að passa svolítið upp á, þú veist það, ég myndi ekki vera gerður útlægur og félagslega í vinnunni. Svo er það líka annað, því menn hafa líka þann valmöguleika að halda kjafti. Þú þarft ekki endilega að vera á vinnustæðnum bara, gott, hann er dauður! Akkurat, og sama eins og þess að ég hugsa það líka, mér finnst líka skrítið og þú veist, við búum í heimi, það er svona samfélagsmiðla, ég teki eftir þetta orðið svona pínu steikt einhvern veginn og ég er alveg segur þetta líka, þau þurfa alltaf allir að koma með sitt take á hlutum. Allir, Charlie Kirk er drepinn, ég verð að tjá mig ég verð að koma með take-ið mitt á þetta. Og þú veist, það er allir þannig og þá auðvitað, ef þú pælir í auðvitað munu þeir sem eru mjög mikið á móti skoðunum Charlie Kirk, þeir munu þurfa að segja eitthvað svona já en, sem er svona aftur á móti, þú veist, þess að ég er búin að vera að pirra mig ásöldi, þú veist, en að sjálfsögur en, þú veist, mér myndi finnast bara, ég myndi vilja að þið myndi bara annarkvort halda kjafti, það er mín skoðun, eða B, afdráttulega segja bara, þetta er ekki í lagi, þið megi ekki skjóta fólk þó að sé með skoðanir sem þeir ekki sammála. Það er mín tekt. En má það fólk segja um þig að halda kjafti eða þá þú ert ekki að tjá þeim þetta? Ég meina, já, það er saman hluturinn, ekki? Jú, en ég meina, það með samfélagsmiðla. Ég vona að það finnist það. Já, en akkur er fólk það með samfélagsmiðla, það má ekki posta það sem helst. Já, ég meina, þú mátt það, en eins og ég segi, ég má líka láta það fyrir töðar á mér og ég má segja bara, heyrðu, þetta fólk er ógíslegt. Já, einmitt, þú mátt alveg. Ég er í miklu kontakti við mjög mikið svona nafnlausum accountum á X-unu eða svona mikið menn og margir þeirra eru náttúrulega bara starfið sínu vegna, þeir eru eitthvað fyrirtæki eða eitthvað svona, það haldur allir að þetta séu sko bara einhverju svona inselar sem búið mömmur sinni eitthvað á þess vegna þóri ekki, það er alveg þver öfugt sko, það er bara þeir hafa og miklu að tapa, þeir geta ekki, eða þú veist kunni ekki við að vera tjá sig, skilur við þannig geira ef til vill að þeir verða í rauninni að tjá sig nafnlaust, þeir vilja tjá sig, skilur það eru rosa margir þannig sko. Mér er alveg slefa fyrirlestið sem er talda í háskólanum og annars líkt sko. Já, ég meina Já, það er var að koma komment frá Hrannari Gauta, blessaður Hrannar, það er henni beint til Helga og það er beðið tölfræði. Það er beðið tölfræðisspurning. Með árásir á kirkjur, í Evrópu. Já, ok, já, heyrðu, ég var að skoða þetta
og að því að við vorum að ræða borgarastyrjöld, við vorum að velta fyrir okkur borgarastyrjöld þú veist, verður það í Evrópu út frá því sem við erum að tala það polarization og allt þetta og ég myndi segja út frá til dæmis þeim gögnum sem við sjáum á árásir og kirkjur að þá sé það bara þegar búið að hefjast þetta bara byrjað. Og hver að gera árásir og kirkjur? Já, við skulum horfa frekar á það ofta ekki vitað hver að gera árásir og kirkjurnar þannig að en þegar það verið að kveikja í kirkjum kannski 2000 kirkjum þú veist, eða svoleiðis og aukningin sko alveg gífuleg milli ára að þá velti maður fyrir sér þú veist, það ákveðin árás og gildi ég veit ekki hvort ég vitað hverjir voru að kveikja eigin en þetta grunnstóðir Evrópsks samfélags enga síður það ekki þetta, það er einhver blöðum það að fletta basically öll okkar siðfæri byggir í raunin á kirkjunni og guðfræði og ég meina ef bandaríska stjórnarskránin skrifuð í kringum þetta upprunlega þá þurftur að vera sko með yfirlýsingum að vera kristinn maður til þess að fá að vera kjörgengur í Bandaríkjunum þú veist þannig var það þannig að já þeir hafa verið að ráðast á trúarstofnanir og tölfræðin svo að þú veist þetta voru þú veist innan við 10 eða svona eitthvað slikk sko og en í Frakklandi já þetta voru einhver samtökum í Noregi sínum tíma en núna eins og í Frakklandi og Þýskaland og fleiri þá þetta fleiri 100 kirkjur sem hafi verið að þú veist vandalisera og 30% af þeim eru brendar ef maður rétt allan í Frakklandi og þetta gífuleg aukning þannig að já þú veist þetta eru við komin í einhvers svona trúastri hverjir eru að brenna kirkjurnar og þú veist ég bara spyr, ég veit það ekki frekar en þú spyrir mig en þú veist ég held að fólk í gruni að það séu innflytjendur sem eru öfgatrúa múslimar sem ég held að það sé basically væpið sem eru að koma. Hvað finnst þér með öfgatrúa múslima? Fyrst þú verður Hamas? Ég vil ekki öfgatrúa neitt sko. Nei, en Hamas eru klálega öfgatrúa múslimar. Er það? Er allir Hamas? Þú ert ekkert Hamas. Við vorum búin að útiloka þessu umræðu. Hamas sko Hamas ekki trúfélag Hamas ekki trúfélag sko Hamas ekki trúfélag tökum við einhvern tímann við getum samt verið ósammála málið bara það sem ég held þetta kirkjubrunn og ég veit alveg hvernig ég er nýstokkinn á samsæðskenningavagn og ég held að þetta sé einmitt til þess að íta undir þú veist, ég veit ekki ég held í alvörinni ég er ekki að segja það eru náttúrulega alveg bara fucking fáitar þú veist, í öllum trúfélögum, ekki trúfélögum trúlýsingar og allt það að ég held að ef þú ert með múslimallumis ég held að þeir sem myndi ekki vera rast mikið á kirkjur ekki frekar heldur en að það er samt sem áður ekki það sem við séð í Sýrlandi það er ekki það sem við séð í Egyptalandi það verið gríðarlegar árásir það er búið að vera ofboðslegt persecutionum í Austurlöndum á kristnumönnum líka með Sýrlandi hver er að stjórna þessu liða þarna í Sýrlandi þeir stjórna þessu ekki sjálfur þarna sem að gera þetta ég veit ekki, ég meina, þeir tóku náttúrulega þeir voru nú bakkaðir meðal annars þessir upplýstæðir með Tyrklandi sem þetta núna og svo framvegis ég meina, það má alveg færa rök fyrir því að Bandaríkin og fleiri hafi stutt alls konar hryðjuverkasamtök þarna, það er einhvern blöðum að fletta að það er historical að það hefur gerst, en það breyti því ekki að þeir sem hafa verið að styrkja eru þá, þú veist, öfgatrúar islamistar sem eru að drepa kristið fólk og þeir eru að gera kerfisbundið og þeir eru að brenna niður kirkjur og þess vegna fær fólk þetta á tilfinninguna. Hvað kirkjur búið að brenna af múslimunum til þess núna í miðausturlöndum nú búið kirkjur þarna það er ekki kannski bara frekar lítið eftir 100 ára og seinustu kirkjur sem var að sprengja og brenna þarna var af Ísrael Ég er sko tala um Gaza í sprengingunum og nýla já, ég meina þú veist bara Gaza bara Líbanon og en þú veist, nú erum við bara ekki að laga Gaza og Ísrael við erum að ræða að vera að spyrja specifíkli út í tölfræðinni í Evrópu og þú spyrir hverju að gera, ég er bara bend á það að þeir sem hafa sterkt incentive til þess eru islamistar en elstu kirkjur í heimi eru í miðausturlöndum voru ég held fjölmenningarstefnan sé hönnuð til þess að valda núning milli ákveðna hópa ég held að þú veist löngu áðurinn að það er bara að vita að þú ert með tvo hópa kristna og múslima til dæmis sem eru með mismunandi gildi það verður óneitanlega núningur og ég held að þessi hugmynd hafi aldrei átt að ganga upp þannig að mér finnst það ekkert vera galin pæling að það sé verið að kveiki þessum kirkjum til þess að ég fletti þessu upp
Mér finnst ekki gali heldur, en ef við vitum það ekki 7.679 frá 23 til 2024. Já, við erum að tala að 2023 í Bretlandi voru þetta 70 vandalisms eða arson incidences, en hins vegar í Bretlandi 2024 þá kemur 3.400. Ég náttúrulega, við erum að flest upp á gervigreind og það er ekki 100%. Og engum að þessum kvöldstakju að hafa myndalögur kirkjunar, Nei, ég meina, þú veist, ef einhver kemur með grímuklætur og hendi bensíni eða molotov kokteil og þú veist að það er yfirleitt verið að gera þetta með molotov kokteilum og bensíni, þannig að þú veist, ég meina, staðreyndin er sú að þetta eru þúsundir kirkna sem hafa verið brenda niður og það hafa verið að gerast á stuttum tíma og þetta eru kannski 1000 ára gamlar kirkjur, það voru marga kirkjur brendar á Spáni, það var núna daginn brend kirkja í Ástralíu, það er verið að brenna kirkjur í Kanada, þú veist, og elstu kirkjur, kristna kirkjur í heimi er búin að vera Miðausturlöndum. Já, náttúrulega, það kemur kristinn. Já, ég er að segja það, annarkur ekki búið að brenna þær þá. Það er búið að rústa mikið af þeim. Ég meina, þú veist, það gerðist eins og með ISIS. Já, einmitt, ISIS er náttúrulega líka þannig í Vesturlöndum, það er rosalega hátt hlutfall af svona supercell, svona litlum svona íslamista öfgahópum, þú veist, og ég hef líka alveg velt í fyrir mig hvort það sé kannski bara grunnsamlega mikið. Það skilur hvað ég meina? Mér finnst bara eins og þessi innflytjendastefna og þessi fjölmenningarstefna í Evrópu, þetta hafi aldrei átt að ganga upp og þú veist, ég er alveg sammála því. Þetta vera svona partur af því. Ég er alveg saman því, og ég meina, og þetta kemur ekki til að ganga upp, sko, þú veist, skilur, en það er, eins og segja, það er grunnsamlega mikið af núning og manni finnst þetta bara, þú veist, það sem ég er kannski að segja er það eins og þú hlustar á prófessor David Batts við King College í London og hann er sérafis í insurgency og counterinsurgency sem eru basically uppreisnir og svo framvegis. Hann spáði því að það sé yfir 95% líkur á því að það verði borgarastríð í Evrópu innan 5 ára og hann segir að séu alla líkur á því að verið mjög fljótlega og líklegustu ríkin séu Bretland og Frakkland. Þú veist, þegar þetta er sagt að þá náttúrulega horfum maður í það að allt í henni verið að brenna kirkjur og þú veist að bara, þetta er ekki eðlileg aukning. Við erum að tala þetta er að fara frá, þú veist, einhverju svona nokkrum atvikum sem að maður getur ímyndað sér að bara getur kviknað í út í það að þetta er bara kerfisbundið verið að brenna niður kirkjur. Það geta ekki verið svo mikið. Þetta getur valdið sérstaklega svo Spáni og svona löndum, þú veist, Frakklandi og öðru, er bara public outrage. Það er ekki svona margir blackmantalistar á þessu stöðum, sko, það er potið. Ég er með bombshell og það kemur út frá kommenti, ég fór að checka á þessu og ég spurði Grok, gerðugreindina, og ég er búin að spurði hana 3 svara því hún er alltaf að eyða svarinu mínu sem er óþolandi, símanum eitthvað aðeins og það er bara, ég get ekki finna. Spurningin er, did Tyler Robinson have a transgender partner? Yes. Tyler Robinson, the 22-year-old suspect, assassinating conservative activist Charlie Kirk, was reportedly in a romantic relationship with a transgender partner who is transitioning from male to female. According to multiple sources citing law enforcement and FBI officials, the couple shared an apartment in St. George, Utah, and the partner has been fully cooperating with investigators. Ég var að spyrja GPT að þessu nákvæmlega sama og það er bara, hún bara segir, þú veist, þú ekki verið að spyrja svona spurninga hérna, sko. Ég þól ekki að gerðugrinda það er hægt að mata á það er hægt að mata á líka af, skilur. The partner has not been formally named in official affidavits, but several reports have identified the individual as Lance Twiggs, a 22-year-old roommate who received post-shooting messages from Robinson via Discord about hiding the weapon. Twiggs' family has declined to comment on rumors on his transgender status or any potential motive tied to Kirk's anti-transgender rhetoric. Þannig að það er það. Þannig að þetta er ekki öfgahægrið það. Nei, wow. Af því að ef þú fer að kommenta við núna á MBL það sem þessi gæi var bara fucking republikani, hann kemur frá kristinni fjölskyldu og þetta fólk sem búið að algjörlega vóka yfir sig og koma með þessi ógeði svora komment og það var ekki búið að rannsaka málið. Hér hafið það, þið eru fíbl og þið eru alltaf sömu fucking rotturnar, þetta breytist aldrei, þetta er Egill Helgason, þetta er Laxdal. Alveg fucking óþolandi, sko. Ég var að kalla út aðeins Helga Laxdal hérna, ég vil lesa eitt komment, ég postaði á Facebook í dag statusnum, þú veist, þau eru ángríns að reyna að klína þessum antífa-psykopata á maka. Þeim er bókstaflega ekkert heilagt, ekkert bull er of heimskulegt fyrir þau, manni fallast hendur. Það kom eitt kommentina og ég vil bara, þú veist, hann er að kommenta þetta hjá mér, þannig ég má alveg nafngreina manninn og það er
Helgi Laxdal, þetta segir hann það er hrein unun að fylgjast með því þessa dagana hvernig þið vitfyrringarnir engist og takið rökfræðilega alveg neo í Matrix-múfin til þess að þurfi ekki að horfast í augu við þá staðreynd að morðingin úr ykkar röðum í stað ykkar ímynduðu og uppdíktuðu óvinna. Please aldrei hætta, ég verð komið með 6-pack af öllum skelli hlátursköstunum fyrir ár. Þannig að Helgi minn, hvað segirðu núna? Var þetta öfgahægri maður sem var í sambandi með transmannesku? Eru margir blið núna? Getur alveg verið freaky þó þú sést rætvingar, sko. Freaky 50 dagar. Hann verður bara að gera magaæfingar í staðinni, ég reyndar enga trú. Makaæfingar. Já, makaæfingar, ekki gert makaæfingar. Já. Herru, það eru komið fleiri spurningar. Það eru Rúnar, okkar maður, Rúnar Gerhard, hann með hann tala að Spánn náði að stoppa bolsjevíkina út af því að Spánverjar voru með sterka trúarsannfæringu og menningu upp til hópa. Það kom náttúrulega maður sem kommunistandi komið til Spánar, þeir byrjuðu á því að drepa fólk í kirkjum, þeir byrjuðu að drepa munka og þeir drápu fleiri þúsundir manna og það var rauninni Franco og aðrir sem að mættu þessu og fóru að drepa þá og fyrir það þá hafa kommunistandinn alltaf litið á hans rosalega vondan gæja því að hann var rauninni í vörð sko. En það svo það er. Það er erfitt að kúa þjóð sem með svo sterkt identity, sterka menningu, sterka sameiginlega trúarhefð og þess vegna fjölmenningin geðveikt sniðugt. Það bara nákvæmlega sem gerðist í Evrópu að þetta gekk ekki á Spáni, þetta gekk ekki í Þýskalandi, þetta gekk ekki í Ungverjalandi, það var reynt að bilda í fullt af löndum en það gekk ekki fyrir þær ástæður sem að Sverrir var að nefna hérna. Og þess vegna var stofnuð bara ný deild, þetta geta Frankfurt-skólinn, við höfum talað þetta áður og hann ákvað að taka marxísku gildin og vefja þeim saman við alls konar annað og hvað verður út úr því, gender studies, kynjafræði, critical theory, þetta allt saman stofnað við Frankfurt-skólan í Weimar-lýðveldinu og þeir þurfi síðan að flýja þegar Hitler tekur við og fara þá til New York í Columbia háskóla og þar heldur þetta áfram að þróast, það eina ástæðan fyrir því að það svona gegnsýrt í þessum marxísku fræðum og síðan hefur þetta dreift úr sér, þannig að þarna upprunin. Sko, þeir hafa haft 100 ár til að deila þessum ófugni. Þetta enga tilvílanir, sko. Þetta ekkert nýtt, sko. Einn spurning. Vitið þið að akkur Helga Laxdal, vinn okkar, vinnum minnum á Facebook, var sagt upp hjá Fjölsmiðjunni á Akureyri? Nei, ég veit ekki hvað gæti. Ég hef heyrt það. Ég veit ekki neitt. Já, komið með það. Mér finnst bara áhugavert að pæla í. Ég fekk ábendingu að þetta væri spurning sem ég ætti að bera á borð. Já, ég hef heyrt þetta líka. Frá aðelendu sal. Þú segir að það veist hvað svarið. Já, ég veit hvað svarið. Ég veit ekki. Þú mátt ekki segja það. Þetta er greinilega feimnismál. Þetta er feimnismál. Ok. Já, ok, ég veit ekki svarið, ég fekk bara ábendingu sal að þetta var eitthvað sem ég ætti að bera á borð. Þetta er alltaf eitthvað spennandi við menn til að pæla í. Það er þessi Vókai sem að var að kommenta þarna, þú veist, þetta kjáftæði sem að... Yfir beta-meitri. Neo í Matrix hjá okkur að vera, það er augljóst að þessi gæja var alltaf, hann skrifaði anti-fólkfest. I don't know. Herru, við erum með líka spurningu frá konu. Við þurfum að reyna að rétta við kynjahlutföllin, þannig að við þurfum að svara þeim. Já, við þurfum að láta hann ganga fyrir. Það er reyndar ekki það er reyndar ekki spurning. Hún segir, hef enga trú á að einmanna óstuttur tjúli hafi drepið Körk. Já, ég stakk þetta. Konur eru rosagáfaðar. Þriðja næsta kommentið. Hér segir einhver að hann segir þetta, heyrði að Helgi hafi gerst of píratalegur gagnvart ungu stúlkunum. Við skulum kalla hann Helga Laxdal bara í guðana bænu svo þessi ekki að ruggla þessu manni saman með mig, veist, bara ég teka bara, ég er Helgi Bjarnar, þetta er Helgi Laxdal, við erum að tala um hann. Helgi, hvað varst að gera? Kristal fucking tæru. Hvað varst þú að gera í sumarbúðum pírata? Ég tek fram, ég veit ekki þetta mál, ég ætla ekki að láta kæra mig fyrir meðri, en þessi gæi er samt eitthvað alveg þrollaður í höfðunum. Við vorum að tala um konur og að því við vorum að tala um áfram konur og það er engi kaldan neálega tala. Við vorum að tala um þetta, þú veist, þeir eru að draga upp, þú komst með eitthvað nafn á heilkenni sem að félagin sendi á því í engaskilabóðum á hann, sem að lýsir þessu hugtaki með þeirra fjölmiðlar að reyna að draga upp ranga mynd af því sem eru í rauninni ríkjandi skoðanir, sem eru þessi minnhlutaskoðanir. Og ég var að sjá hjá Sigfúsi Aðalsteinssyni, ég fekk að sjá sundurliðnuna á
á þeim hvernig fólk svaraði spurningum viltu setja takmörk á innflytjendur, þú veist, fjölda innflytjenda, viltu bara frista þetta alveg og fleira, þetta voru einhverjum 5-6 spurningar og það var mjög áhugavert að skoða þetta í kynni, af því að þú veist, bara það sem að þú veist, ef þú horfir á RÚV þá verður þess að þú veist, það er bara engin kona sem að væri á þessari skoðun. Nei, akkurat. En það voru fleiri konur hlutfallslega sem voru á þessari skoðun heldur en kallar og það er svona bara pælið í hvað þetta er mind-blowing propaganda fucking legastarfsemi af þessum ógeðum og þú veist, af hverju dæmum við þetta lið ekki? Af hverju segjum við ekki að taka póka sinn? Af hverju leggjum við ekki þessa stofnun niður? Hvað er að? Hvað er, já, kom þú með passið rand núna? Ég vil randið að Sverri síðast, það vantar í hérna þátt. Það vantar, já, þau eru að reyta mig til reiði hérna. Ég vil taka RÚV yfir, sko, ég vil ekki leggja það niður. Gerum það. Bara, ok. Ég myndi leysa til mér Reykjavíkurborg að ég var í hérna, þú veist, forsætisráðherra, ég myndi bara segja, heyrðu, þið eru búin að fokka öllu hérna upp, þið eru með allt niður ykkur, þið eru með hérna, single digit hérna, trust í skoðanakönnunum og þú veist, þið eru bara skuldsett ykkur meira og meira og á hvað fellur þetta, fellur á ríkið og nú það bara taka til við ykkur og bara, þú veist, taka í pókar ykkur og drull ykkur út. Hvernig er það þegar borgarstjórn og ríkisstjórn svona, þú veist, bara eru að fokka öllu upp alveg endalaust og svo geta að gefa sér bara launahækkanir 2-3 ár aftur í tíman og svona. Hvernig er það sem maður hætti bara að segja, herðu, núna annarkvort fóðu launalækkun þannig að þeir eru búin að redda þessu eða drulli ykkur út? Sko málið, það eru svo mikið peningur á leiðinu til Reykjavíkurborgar þegar að Carbfix, peningur þaðan kemur. Já, svoleiðis. Það er sko, mennur að, þetta er svona... Er það þessuna sem eru hérna með þetta dæmi? Ég sagði einmitt að... Það er svo krakkfíkill sem segir þessi peningur á leiðinu, sko. Við erum með hæsta hlutfall í heimi að endurnýjanlegum orkungjöfum. Það sem að ég myndi gera væri það að ég myndi senda sektir á Evrópu þangað til að þeir eru búin að ná okkur í endurnýjanlegum orkugjöfum. Við höfum ekkert verið að greiða, já við megum alls ekki losa meira, við erum að losa miklu minna hlutaslega heldur en allir. Hvað rugli er þetta? Var ég búin að setja skýrsluna hana sem að Reykjavíkurborg skrifaði undir, by the way, á þess að climate ráðstefnuna hana. Við erum að drukna í skýrslum, það getur vel verið. Það er bara, þú veist, bara ruglið er endalaust. Það bara, það var borgaði bílastæði við alla stóra skóla, öll stór fyrirtæki og veit ekki hvað. Og í rauninni er það eina sem er þetta að setja út á mengun á Íslandi. Það er þetta sem við erum að skipta við aðrar Evrópuþjóðir. Allt í einu erum við allt í einu með kjarnorkumengun á Íslandi út af því að við skiptum einhverja... Já, við seldum í rauninni, sko, þetta eru svona hlutabréf eða svona vottuðbréf og þú getur selt og þannig að við getum til með selt BMW í Þýskalandi bréfin. Þannig að í rauninni, ef þú skoðar niðurstöðunar þá er þetta allt í einu bara ógeðslega mikið af kóla framleiðslu og raforku virðist vera. Ég velti fyrir mér, sko, þú veist, þyrfti þetta ekki að vera bara svona 6 klukkutíma á podcast þið væri bara með mig, þú veist núna að finna á mér. Hún er blackout, sko. Já, ég stilaði, við tökum bara upp. Ég er með því að ég háti í lífið líka. Ég væri bara komið að sko. Ég er að segja ykkur það, og þá virkilega færi ég þá færi filterinn af, sko. Þú voru að leila list. Ekki mjög mikið filter, persónulega, þú veist, það vantar svolítið í mig, sko, en nei, ég segi svona, en það, á ég segi ykkur samt, þú veist, núna þegar ég er farin að finna svolítið á mér, og nú, þú veist, þá er ég bara mikið þetta gaman. Það er komment sem glemdist sem er... Ok, hvaða komment var það? Og talumynda þessa hluti. Hvaða? Svona, smá svona, skoðana bræðrum. Spennandi að sjá hvaða komment þetta er. Hérna, Sverrir er ekkert eðlilega sexy í kvöld. Nú, já, þakka þér fyrir. Með fans. Við vorum að ræða með þetta sorry, ég kem aðeins inn í það núna með kirkjubrunnan. Já. Og höfum eitt í huga, Óttar kom með góðan punkt með að það væru elstu kirkjur í heimi væri í Miðausturlöndum. Aðilarnir sem er að koma til Vesturlanda, Evrópu, þetta er aðilar sem fá ekki að koma til þessar landa sem þessar kirkjur í. Þeir fá ekki að fara á þarna. Akkurat. Þeir fá ekki að koma inn í þessi lönd þess að þeir eru bonir velkomir hér vegna þess að þeir eru ofsafengnir fyrir trúbræði sína. En líka elstu kirkjur í heimi það er væntanlega svolítið mikið öryggiskæslu í kringu þar. Það er líka á steini margar, það er ekkert grín að brenna stein. Já, það hljóta eiginlega að vera það hljóta eiginlega að vera á steinu en þess að það eru rosalega fá timburhús sem að standa í 2000 ár, sko. En svo er líka, sko, en alltaf svolítið sterkt í Íslam, sko, þeir eru rosa harðir gegn allir skurðgóðadýrkun, þannig að rosalega mikið af líka svona merkilegum stöðum í Íslam, svona trúarlegum, svona pílagrimstöðum í Sádi-Arabíu hafa verið sem sagt eyðilegðir af Sádi stjórnvöldum út af þessu, sko, til þess að stöðva
þú veist, þannig að bara svona rosalega mögnuð menningararfleið og fleira sem maður var rústa og líka, þú veist, risastór Búddalíkneski sem var held í Afganistan og Þeir eru búin að rústa allan í Sýrlandi og Írak og öllum, Já, og þannig að menn eru eitthvað að skammast í, sko, British Museum fyrir að vera að taka þessi artefakt frá Miðausturlöndi, bara, þú veit, það bara meikar ekki sens, bara hvað kristni menn hafa verið offsóttir á þessum stöðum og þú lest þess að gögn það og sér það er alveg sama hvaða ríkið er í Miðausturlöndum, það er búið, þú veist, það er bara nánast engin eftir, þú eru allir að flýja, það er kannski það er eitthvað aðeins eftir í Líbanon og eitthvað svona, en þú veist, þetta er bara svakalegt, Það er ekkert grín aðstæðunar sem kristnir búa við í Líbanon, sko. Einar Ágústsson segir búinn með kippu og meira á leiðinni, djöfull gaman, segir hann. En hvað það fyrir að líða að lokum, þú veist, þurfum við ekki að taka eitthvað ekstra hressandi fyrir í lokinu? Sko, mér langar að náttúrulega negla því þegar þinn maður Egill Helgason bombaði talaði þegar Snorri Másson var að syrgja dauða Charlie Kirk, hann sagði að ekkur eru að flytja inn hugmyndafræði og Snorri kom með, vinstri menn flytja inn allt og taldi upp einhvern lista sem var einhver 10 atriði. Allt þetta vók kjaftaði er innfluttur viðbjóður. Og svo líka það var, hann var að tala þú veist, þetta á ekkert erindi hérna og það sem er að gerast þarna og þú veist, fólk að fagna einhverju, það hefur ekkert með okkur að gera. Og þá var einmitt Gunnar Jörgens sem hann áður fyrir blaðamaður Heimildarinnar góð strákuð þekkjar, hann er ekki Gunnar Jörgen hann er alveg bara Gunnar Jörgen er toppmaður hann hefur skrifað marga góða greinar og hann sem er einmitt mjög óvanalegt frá Heimildinni en þetta er úruglæðist aðeins hann segir á þessum kommentarþræði hann byrti myndina af rauðaragæðinum sem er að tala vink, þú veist, vonandi Snorri ekki næstur, vink, þú veist, hann sem basically var að hvetja til þess að láta skjóta Snorra og hann postar þessu og hann spyr bara Egill, ertu ekki alveg í lagi, ertu algjörlega tengdur, ertu bara ekki í sambandi við raunveruleikann, er eitthvað ruglaður, svo var annar gæði fyrir, það var Geðræktarfélag Íslands eða eitthvað svoleiðis, einhver framkvæmdastjóri þeirra samtaka, hann eitti nú reyndar út kommentunni sínu, Nei, þú veist, þetta er bara svona sorglegt, þú veist, þú ert að réttlæta morð á einhverju manni og sama tíma þá ert að tala fyrir samtökum sko geðveilur, þú veist, þú kannski vandaði aðeins meira, sko, þú veist, ætti þú að vera maður sem þetta er bara galið, sko. Allt þetta liberal woke feminista pakk tók þátt í þessu Black Lives Matter hysteríu kjaftaði bara fucking virtue signala með því að setja einhverja fucking svarta mynd á Instagrami sitt og fara á hnén í einhverju svona performatífu leikrits kjaftaði og eru svo fucking skammast í okkur fyrir það flytjinn eitthvað, bara allt það sem þið fucking trúið á er bara búið til að einhverjum gaurum í fucking háskóla í Bandaríkjunum, skilur, þetta er allt kjaftaði, þetta er allt innflutt. Ertu virkilega að reyna að halda þig fram að Ísland hafi ekki tekið þátt í að kúa svarta menn? Já, nákvæmlega, skilur. Er ekki lagi með þig? Og bara söguskoðun þeirra er bara umurleg og þú veist, þetta er mest að það var ótrúlega margt við þetta George Floyd dæmi sem að við vitum hann dó í raun og veru úr fentalín ofskamti, það var allt þetta var blanda af fentalín og methylkrist það var í góða heiminum horfður á bodycam hjá gæjanum, þá var hann bara eitthvað algjörlega bara tapa sér og ekki að hlýða neinum fyrirmælum og það var alltaf rétt, ég held að samt að segja, þegar þetta gerðist þá hélt ég smá kjafti bara þetta var í gangi, það var svo mikil hystería þú veist, alveg sem með Charlie Kirk og eitthvað, af hverju hafa þau ekki smá stundum bara svona, ok, núna ætla ég aðeins að halda kjafti þannig að lefði ég mig bara svona, ok, ég hef spurningar með þetta en þú veist að partur að ég nenni ekki að lendi í þessu liði með þetta ég elska lendið já, en á þeim tíma þetta var svo ekstra mikil hystería þú veist ekki að hann tala samt og ég var bara svona, ok, ég ætla bara svona sit this one out af því að, þú veist, og líka bara þú veist, þú verður bara stimplaður sem rasist ég held að þetta sé einn bara mesta svona hysteríska bara geðveiki sem við séð og fólk það var alltaf farið að brjótast inn í búðir og ræna fólk og ræna búðir og brenna hús í svörtu fátrækjakverfum og börn að brenna inni og það var alltaf mikið geðveiki og ríkisstjórnin í Kaliforníu ákvaða allt í hennu að gera sko búðarn upp löglegt sko upp á $1,000 og þetta var allt eitthvað svona sko. Og sko í miðju COVID þar sem við erum eitthvað svona 2 metra regla og allir í eitthvað svona lockdown og eitthvað. Það bara gildir ekki Nei og það er enga líkur og smitum eitthvað og þessi bara 10.000 manns á einhverjum pínu litlum stað eitthvað svona nei, það er alltaf Ég gerði Facebook status sem að mér finnst bara, mér finnst
fólk alltaf vera in the moment, það hugsar aldrei, fólk sem til dæmis vill skerða málfrelsi bara in the moment, því þau hugsa ekki að leið, svo kannski kemst einhvern til valda sem mér ekki þóknarlegur, sem algjörlega öndverið skoðun og ég, ef að þessi aðili kemst til valda, þá ég núna búin að gefa honum sem sagt fordæmi fyrir því að banna mér að tjá mig, og þú veist, ég búin að gefa fordæmi fyrir því, það hugsar ekki þangað og það hugsar ekki þegar það að fagna þessu, það eitt þetta að vera gert, þegar þú ert að fagna þessu, þá ert þú að segja, það í lagi að drepa menn sem eru á hugmyndalegum, öndverðum hugmyndalegum fleti heldur en ég, ekki satt? Já, mér finnst þú vera að segja. Það sem þau eru búin að vera að segja, hvað kemur, Íslendingar búin að vera að segja þetta. Hvað kemur fyrir þetta fólk ef að hægrið tæki upp nákvæmlega þetta sama þegar getur bara fólki stimplað sig út þetta svo hægt þetta ekki ef að hægrið þetta þegar vinnandi menn og svona sko það fattar ekki hvað þetta hættulegt vegna þess að sko sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem að byssueignin sko í gigantísku meirihluta meðal aðila sem styðja hægrið þau myndi ekki endast daginn ef að þetta þið normið. Ef þú vilt gera þetta norminu, gerðu þér grein fyrir afleiðingum. Já, en þau gerist ekki grein fyrir afleiðingum og maður velti því fyrir sér hvort þetta fólk hati samfélagið sitt. Þau gera það? Ég meina, það hlýtur að vera vegna þess að þau, ef þetta það sem, ef þetta fordæmi sem þau vilja setja, þá að steypa samfélagin í glötun. Þú hlýtur að hata samfélagið þitt og ég ætla að vera smá devil's advocate hérna. Það bókstaflega kennt í háskólanum að þeir hati samfélagið. Ég ætla að vera smá devil's advocate. Ég er ekkert alveg sammálaður sem ég finnst það valid spurning af hverju ætti ungt fólk ekki að hata samfélagið sitt ég skal gefa ykkur stóra ástæði fyrir því hvaða framtíð á 20 einstaklingu núna að tökum bara dæmi á Íslandi á að tryggja sér einhverja góða íbúð á að koma sér upp bara koma sér upp góðum grunni fyrir framtíðina. Af hverju á sá aðili ekki að hata samfélagið? Ef ég var í, þú veist, ef ég var einhver svona sérhagsmunarhópur eða jaðarhópur skilgreindur á feministum þá myndi ég náttúrulega ganga fyrir inn í ríkistarf með 20% hærri launum heldur en í einkageiranum og ég geti bara sáttu við launa þó að þú veist, menntun mín var miklu léttari heldur en hinna og þetta var bara hugmyndafræðileg menntun. Ég hefði bara getað skrifa grein ketti og hvernig mætti einhvern veginn, þú veist, gera það inclusive í samfélaginu og geti fengið það birt og ekkert mál. Það það sem ég myndi sjá sem kannski jákvætt við þetta og þú veist og svo get ég ábyggilega keypt mér íbúð á einhverju tímapunkti hins vegar þú ert kallmaður og ert ekki þarna og ert með aðeins verri laun og ert samt að vinna sem viðnaðarmaður, borga háa vexti og þú veist geti batnað svo er alltaf einhverjar feminista mellur að segja við því að þú sést ógeðslegur og hræðilegur fyrir að vera kallmaður og eitur kallmennska og eitthvað svona shit. Láttu mig þekki það. Þú ert að borga fokkin 70% af launinum til þess að fokkin borgundi raskati á þessi kettlingum í einhverju fokkin skrifstofu étandi kleinur hjá Reykjavíkurborg skilur. Bara, gauð. Ég get að sagt þetta á síðustu 20 árum í ríkisbókhaldinu því að ég hef nú verið að vinna með strákunum hérna hjá samtökum skattgreiðenda. Það voru 30 milljarðar sem að fóru þangað. Já. Það 1,5 milljarðar á ári í kaffistofur, þannig að það líklega rétt greining hjá Sverri hérna með kleinurnar á kaffistofunum. Það er nóg peningur sem að fyrir þær. Var ég aðeins bara að bakka á þegar við vorum að tala um George Floyd mótmælin og það var ekki COVID. Þetta held ég svona mesta, mögulega bara mesta 1984 fréttamennska sem ég nokkuð tíma séð dæmi Já. 5 reasons why the George Floyd protest did not increase COVID-19 spread. Já. Og kemur þetta 5 ástæður bara að Þetta var alveg geggjað. Þetta BuzzFeed Þetta eitthvað, ég sá þetta svona 5 mismundi, ég googlaði þetta bara, það voru fullt af, það voru alls konar fjölmiðlar að segja bara there have not been COVID-19 surges in many cities. Outdoor transmission is less likely than indoor. Most people were wearing masks. Og eitthvað moving. Svo eru líka að brenna hluti mikið. Þeim ekki að borgarstjóri Chicago sagði þetta að það væri miklu, hvað heitir hún, Lori Lightfoot, sem leit út svo Gollum hana. Já, ég man eftir henni alltaf að leita hringnum. Já, alltaf að leita hringnum og hún sagði að það væri minni líkur á svona mótmælum að það myndi bera smitt en til dæmis, en sagði að það væri miklu líkur á fótboltaleikjum. Og alveg hérna, sama, Trump campaign rallies led to more than 30,000 coronavirus. Trump rallies are often followed by increases in local COVID-19 cases. Þannig að bara, ef þú varst að stiða Trump,
þá var það hættulegt fyrir COVID. Ef þú varst að mótmæla George Floyd, þá var það Nei, ekki líka tættu bara eftir, þú veist, nú kemur, þú veist, það eru palestinsk mótmæli og bara allt í góð með þá Austurvelli og þú veist að það alveg bara stappfullt og fleiri þúsundir, 20.000 manna mæta og svona, svo kemur Ísland þetta flokka og þú veist að það var alveg bara vel fullt þarna í öðrum mótmælunum held ég eitthvað slegis, að það var svona nokkra hræður mættu á Austurvelli, skilur þetta alltaf fréttamennskan, sama með Tommy Robbins, þú veist, þegar hann kemur, þeir byrjaði að reyna að segja þetta hefur verið nokkuð þúsund mann sem voru að koma þarna, svo bara núna að þá er þetta orðið svo stórt og það eru komið svo stórar myndir eða þú veist, aðilar inn í þetta sem að þú veist, svo Elon og fleiri, þeir geti ekki lengur mótmælt í að það hefði verið langt yfir milljón þarna. Eitt sem ég vil segja, áður við, bara varandi, þú varst að tala að það bara okkur kommentum bara að verða bylting og þá veist og flokkanir. Það átti gráði hvað er verið að svindla mikið á kostingunum í Evrópu? Haldið í alvörunni að Marine Le Pen hafi tapað fyrir Macron? Haldið í alvörunni að þessi flokkur í Þýskalandi, hvað heitir hann? AfD, já. Að þeir hafi tapað þessum kostingum svona? 11 gæjar núna dánir, þú veist, í Norður Rínar hér að fyrir kostinguna þar. Það er tölfræðilega ómögulegt að það væri tilvíðun. Kanada hafi legitimately tapað. Þessi gæði sem var svona talandi ég meina, þú veist, augljóst þess að dæmi við það er þegar þú ert að flytja inn fólk í massavís sem að þú veist að kjósa þér í haga því að þú ert að gefa þeim eitthvað. Þetta er náttúrulega stærsta kostingasvind sögunar, það er að taka 10-20% af þjóðinniðinni og flytja inn fólki sem eru kjósenduðinir. Þetta er bara, þú veist, þetta er landráð. Þetta er síðast hjá Bandaríkjunum til þess að læra þetta. Gleymum ekki að Evrópusambandið, Úrsula, hún sagði að we have measures in place til að koma í veg fyrir að aukaöfl taki yfir hægri öfl. Við höfum frá honum þýska gaurnum Við banna fucking ADF-flokkin. Við höfum fyrrum kanslarinn í Þýskalandi segja á fundi hjá World Economic Forum, við erum með málfrelsi, en ef þú ferð út fyrir línuna þá bara auðvitað stoppu við. Það er ekki málfrelsi. Þið skiljið ekki hversu sjúk þessi öfl eru. Allir vinstri flokkarnir í Frakklandi saminuðust í einn til að koma í veg fyrir sigur hjá Le Pen. Og eins og ég sé það... Og núna er by the way, þú veist, þessi franska, þú veist, þessi samheldni, hún er hrunin. Þeir geti ekki unni með hvorum öðrum og þú veist, þessi gæi sem var þar yfir og svo framvegis. Menningarstríðið er í rauninni, eins og ég sé það, bara spiritual bardagi. Mér langar að bomba einu hérna, sorry, þú halda áfram þessa pælingu, það kom komment, bara því ég vil alls ekki gleyma þessu. Það er hérna nýtt komment, er þetta að stofna Björkast Facebook-hóp. Gerum Facebook-grúppu. Já, ég ætla að auglýsa eftir moderator fyrir þetta. Ég er að drukna sjálfur, þú veist, ég er nýbúin eignast barn, ég er í námi, ég er í vinnu. Okkur vantar þá 1-2 moderator fyrir þetta. Bara þannig að endilega þeir sem að áhuga Það er ekki verið admin líka og eitthvað svona. Jú, það er sjálfkrafa. Gerum grúppuna eftir og bara... Ég veit að gera þetta og posta. Góð hugmynd, takk kærlega fyrir þetta. Ég megið adda mér á Facebook líka bara. Ég er að fá fullt af ykkur gaurum að adda mér á Facebook. Mér finnst það drullu skemmtilegt. Við erum drull á okkur í skipulagningu og auglýsingu á þáttunum. Þrátt fyrir þetta erum við með geggjan og það eru 90 bara að horfa nú. Það eru mjög margir búin að koma upp að mér og vera að hrósa mér og okkur fyrir þáttinn og tala að þetta séu málefni sem þið vilji heyra og séu að brenna á þeim og nokkur af þessum aðlum að vera aðdamanni og senda mér skilabóðum þess að þið vilja að maður teki fyrir í þættinum. Til dæmis þessi hrannar sem var að koma á með spurningunni, ég heiti hann nú bara í gufunni, þannig að það var svolítið hressandi sko. Það var nú einn sem var með daginn, ég sá þið í Björkastinum daginn, ég var ok, ég er að vinna á Íslandsbílum og við erum að vinna mikið með bílvirkjunum. Bara kona þín. Já, ég veit fréttið að Guðjón var að koma í þáttinn frá konu minni. Ég hafði mistað þessi greinilega eitthvað. Viktoría Torlasíu segir vinsalegast minnið áhorfundur á að mæti kirkju á morgun. Já, ég verði í Fíladelfíu á morgun. Hallgeir segir Sverrir. Já, ég er í Fíladelfíu. Benóni segir það er líka ógeðslega gaman að hafa Guðjón þarna. Hvað segirðu? Var eitthvað að tala um mig? Benóni segir það er ógeðslega gaman að hafa Guðjón þarna. Takk. Já, ég er sammála því. Hallgeir segir samt Sverrir er of bag í fötum. Helgi má taka hann í makeover fyrir næsta þátt. Það spyr einn Helgi. Það stendur til að við. En það er spurt, ertu þá að meina Helgi Laxdal eða? White Lives Matter. Hann er alltaf með statement. Það var einn bólur sem ég ætlaði að gefa þér, mástu? Já, hann var nettur. Það var svona Red Bull Blue Pill. Alvöru fyllibittur að drekka fyrir alla hina í bjórkastinu. Já, þetta mér til varnar enn og aftur, þetta var neyðabjórkast. Ég er að fara að taka svo. Púum á hann. En já,
ég líka stið það að fólk sé að skjóta á okkur hvað við vilja að við ræðum og jafnvel ef að með hugmyndir að gestum að henda í okkur, ég held að það sé bara frábært. Og líka bara live kommentin, við erum alltaf að segja að við erum bara hamraði, það eru geggjur. Þátturinn væri ekki neitt eða væri ekki verið live komment. Nei, þetta er svona að við erum að tala live og við erum að bladra fullt af hlutum og fá feedback frá fólki. Það er svo gaman. Það er geðveikt. Ef við værum ekki... Og líka því verður að vera svolítið drullu sama til þess að vera live og láta allt flakka, þú veist, og Já, það getur ekki cancelað okkur, þið með allir fokk ykkur bara Ég þetta skít. Það ekki líka, erum við ekki svolítið komnir þangað allir bara að nú erum við sérstaklega eftir þetta kvartefum, bara sorry, það bara, þú veist, the gloves are off, hanskarnir eru af, ég ætla að segja það sem ég finnst, það sem ég trú á, það sem ég upplifi í hjartanum minni sé rétt og ég ætla ekki að láta ykkur kúa mig til þöggunar að segja mér að ég sé eitthvað vondur, að ég sé rasisti, að ég sé þetta, því að ég veit alveg í hjartanum minni ég það ekki, ég bara elska fólk og ég samum með fólki og mér langar til öllu líði vel en þið eruð ekki að hjálpa með ykkar öfgakenda kjaftaði, sorry og líka vera að leibula fólk með alls konar fucking stimplum sem ekki við nei, ekki den og það er líka málið ég er bara að segja sem ég finnst því meira sem þið segir við okkur og við megum ekki ræða eitthvað þegar við erum að grafa undir eitthvað skilu því meira fucking forherst við og þið getur bara að vita það því meira munum við fucking ræða þetta því meiri fucking belli bröður sem þið reynið að beita til þess að þagga niður í þessari umræðu því fucking háværi verður hún þessi umræða hefði aldrei verið svona hávær ef þið hefði ekki verið svona mikið að reyna að þagga niður í henni þetta er bara þannig og þau bara fengu þetta í andlitið á okkur og þessi fucking þöggunartilburðir sem þessi skítleipar og þessi samtöku 78 og þessi feministar búið þessi fílustjórnur sem hafa haft á íslensku samfélagi í svona 15 ár þetta er bara búið þið get ekki kallað okkur rasista lengur það hlustar ekki á það er öllum drull þið eru búin að eyðileggja merkingu orðsins að þið tekur ekki marka á okkur þið eru búin að kalla úlfur allt og lengi og feministar þið get ekki bara forherðist það er bara þú veist það er ekki að hlusta það er bara sér leðilegt þú veist bara sorry það tekur ekki marka Antifa eru svona augljóslega fasista samfélagsins og þú veist eða þá sorry þetta er farlegt þú ert að koma einhverju sögu 20 ára seinna bara forherðust og þú veist og ef þú veist reyna að þakka niður ykkur gæði þessi er opinnsmaður whatever þú veist við erum og líka bara ef það skrifur frétt á Vísi eða skrifur frétt á RÚV eða eitthvað það er öllum drull en það tekur ekki marka á okkur lengur muni hvað er enda að gera þegar Lil Binni byrjaði að tjá sig eitthvað svona og þegar maður sá hit pieces á öllum mainstream-miðlum og viljum bara fara í mannin finna eitthvað svona bara eitthvað sem við getum gert til þess að draga úr skilabúðunum og draga upp eitthvað svona fjölskyldu bara svona allt fokking gert nema alltaf að ræða það sem hann var að ræða nema að fara í málstæðin strómen argumentar, alls konar logical fallacies fara í mannin ekki málefnið það er alltaf reynd að það er hann þekkir þennan það gerð allt nema að fokking ræða málefnið fjölmiðlar, fokking vísir, MBL, RÚV þeir eru allir fokking skítælar og þeir eru allir fokking lígarar sammála, ég var í heitapottur daginn og ég sé þarna Brynjar Barkason bara ég hef sest í pottunum bara við hliðina við erum að fá hann hingað og ég var eitthvað ég var bara svona réttan á smá potti fyrir vinnuna sko og ég byrjaði, hann var auðvitað með stætiskvísu og ég byrjaði að spjalla við hann og ég byrjaði að spjalla við þau og bara ekki byrjaði, þú ert Brynjar ekki og ég bara, já, ég var einmitt hjá Tóta í einum pælingu og eins og þú og ég bara, við töluðum hans þig og við tökum alveg spjall og gæin er klár sko, hann er búin að stundra hluti, hann veit alveg hvað hann er að tala og þetta var ekkert eitthvað, þú veist, flippant þetta var ekkert eitthvað svona, ég ætla bara að posta þessu hann var búin að ákveða, ég ætla að tala þetta það er komin tími og hann veit bara, ég verð að tala þetta og hann var hugrekkur og hann vissi hvað hann var að fara að fá á sig og hann fekk allt þetta að skýta á sig eftir þetta en þú veist, já, ég veit ekki þetta er bara, ég held að það sem Brynjar fattaði á einhvern tímpúndi var að hann hefur miklu meira að tapa með því að segja ekki neitt heldur en hann segir eitthvað, hann vissi það ég er pottþétt að fara að tapa einhverju ef ég fer og segir sannleikann og fer út í þessa baráttu en hann fattaði það, heyrðu, ég er að fara að tapa miklu meira ef ég gera það ekki og þetta er það sem menn þurfa að fatta sko, menningarstríðið, það er búið að sigra það við þurfum bara að fá menn til þess að fara út á vígvöllin inn í stríð sem er búið að sigra, bara til þess að fara og ná í sigurlaunin sigurinn er unnin og látið bara þess að skýtlipa og látið á fucking heyra og sjáu ykkur og eins og daginn, ég var ekki að posta stelpunum sem var myrtist í lest af einhverjum bara gæði sem var búið að hleypa út 14 sinnum og ég postaði þessu og svo tala bara ef þeir að þökkur ykkur og það kom einhver, hvað ertu orðin Guðjón, bara góðu vinnu minn hvað ertu orðin,
og ég var bara eitthvað svona og það triggraði mig svo mikið hvað í orðin manneskja sem ekki saman þegar verið að stinga fólk Ertu búin að skoða eru þið búnir að skoða kringustæðunar sem eru til þess að þessi manni var sleppt og hérna Pinky Promise sem var stakkan og ég byrjaði bara þetta þá fór ég bara á Friends ég postaði bara svona 10 fréttum um þetta það var handtekinn 14 sinnum að vera fram til þetta við langar að koma nú eitt félagi minn Birgir var að senda á mig með formann AFD því við vorum að tala þú veist Alternative for Deutschland að það hægri öfgaflokkur samkvæmt þeim en sko formaðurinn er hún er lesbí og gift konu frá Sri Lanka ég veist þetta þetta hlýtur að vera bara einhver rugglaðasti þjóðurinn sinni sem að sögu fara af Donald Trump er með innflytjanda ég er með innflytjanda letneski konu skilur það er líka alvöru svona rasista dót að vera að eiga útlenska konu sko það er svona últrarasistur sko ræðum aðeins þetta með þarna aðilann sem að vitið hver sleppt þessum mann sem að drap konuna í lestinni vitið hver sleppt honum það var einhver aktivist og dómari hún var ekki með lögfræðipróf ekki með lögfræðipróf hún á þessa ráðgjafastofu sem hann var skikkaður í staðinn fyrir að fara í fangelsi hún er svona þetta office heitir ekki dómari heldur þetta hefur eitthvað að gera með því að vera samt svona eitthvað potið sem að demokrater hafa komið á fót hún er ólöglær og málið að fólkið sem talar fyrir þessum pólisíum sem valda því að saklaust fólk er fucking myrt hábjartan dag af einhverjum geðsjúklingum sem eru augljóslega fucking stórhættulegir þetta er tikkandi fucking tímasprengja það er fólk sem er bara eitthvað ég er bara vókað því ég er með svo mikla samúð bara nei, þú er bara vók af því þú er bara fucking narcissisti sem að skortir eitthvað sjálfþekkingu skilur því skortir það að geta bara skoðað hvort þú getur mögulega haft rangt fyrir varandi eitthvað þetta er bara, þú veist, þetta er bara hálfvitar og þeir eru að rústa samfélaginu og einhverju skít fucking sama fólk er að senda mig skilaboð Viktor, ég hafi áhyggjur af þér þú veist, ég bara hefur áhyggjur bara ok, einhverju vini mínir, já, þeir eru greinilega ekki góði vini mínir ef þeir geta ekki ef ég má ekki tjá mig að grafa undan með því að hafa samband í fjölskylduna og eitthvað svona og ef þeir þetta sagt er reitt að því að þú veist ég er komin aðeins lengra þarna það er allir búin að missa trú á þessu í fjölskyldunum minni að það sé eitthvað hægt að bjarga mér og sko eitt besta mím sem ég sé það er þegar að þeir vera að sína það er white liberal women sneaking svona að ganga óöruggum götunar til að kjósa fyrir áformum að sleppa út mönnunum sem gera það hættulegt að labba og ef þessi gaurar það er svo gali sko að vera að flytja inn mennina sem er að nauðga samúð með glæpamönnunum en ekki fólkinu sem verður fyrir glæpamönnum samúð með úlfinum kynslustir þeirra og þykja svo vera feministar þetta er svo galið, þetta er allt svo auðvusnúið þetta er allt svo fucking heimskulegt og skoða tölfræðina feminismi og þessi, þú veist, ógeðslega marxist feminismi er bara grín progressive vinstra við erum að ræða þetta núna feminismi er bara brandari sama hvaða tölfræði, statistics eða svona hard facts þú skoðar þetta er mögulega versta sem hefur komið fyrir Vesturlönd í svona 80 ár frá seinni heimsstyrjöldinni er þessi ógeðslega progressive left viðbjóður eða hvað maður kalla þetta er ekki mikið meira svona 2000 Íslendingar sem eru svona geðveikir þetta eru 2000 Íslendingar, allir sem að lækuðu fæsturinn Þorbergar sem að var, þú veist, ótrúlega sáði svipin á henni í viðtalinu það er bara fucking narcissisti bara fucking og með svona psykoglottið sem að svona, þú veist, hún er svo reið feminist að mella bara fucking feminist að mella það er bara þannig mér langar, sko, fyrst við komum inn á þetta það skaut einn að mér fyrr í dag þegar við vorum að ræða einmitt með skemmtist það sem við vorum að ræða við erum bara með húsið öruggt það er einhverjum tónlistakæðir en því var skotið að mér að fyrst að það var verið að tala að væri verið að afneita tilvistarétt að því var skotið að mér að mögulega ætti maður kannski að skoða það út frá því nú til dæmis var ég að eigna son sem með Downs til hamingju með það takk fyrir það en ef við skoðum er verið að neita tilvistarétt þegar er markvisst eitt eða finnst eitthvað ákveðið í þér það er ekki til eitt skýrara dæmi það sko þetta var að skýrasta dæmi sem til
Akkur ekki talað tilvistir eitt Downs fólk? Mér finnst þetta áhugaverð umræða, þetta fólk styður það til dæmis alltaf að ég ætla bara, því að það ekki allir sem að lesa ég meina, ef þú vilt taka, þú getur tekið alls konar spinn á þetta, þú veist, og mér langar ekki að gera þetta fyrir ógeðslega óvinsælt, en ég meina, hvað með fóstureyðingar? Já. Þú veist, ég meina, hérna, ég er ekki að segja, nú er ég ekki endilega... Tvöfalt morð ef þú drefur óléttamannsku. Já, einmitt, nú er ég ekki að taka afstöðu til fóstureyðinga, en ég er að benda á, ef að vera að hafna einhverjum en tilvistarrétt, getur þetta sama fólk og segir að þú viljir láta eyða börnum fram að 9. mánuði meðgöngu, hvernig getur það ekki verið að hafna einhverjum og tilvistarrétt? Nákvæmlega. Bókstaflega verið að hafna það er tilvistarréttur. Katrín Jakobsdóttir vildi þetta. Það var skoðanir, þetta er ekki saman hluturinn. Og einhver lína, I found that most people who are pro-abortion were already born. Ég þurfa að veðja að þessi umræða hérna verið rifin úr samengi og það er kjaftæði. Það er bara tökum dæmi, svona minn til þessi eina barnið sem að allavega þau vissum sem hefur fæðst á Íslandi með Downs á þessu ári. Já, ok. Bara sem dæmi. Þetta er búið að minka mjög mikið eftir að hnakka þetta skoðanir og tekna. Því að ég veit að það er ekki allir sem að hérna lesa Facebook í mitt eða eitthvað. Þá til dæmis tekið mjög skýrt fram að við vissum snemma að hafa sagt við okkur að væri mikil hætta á, mikla líkur á því að við vildum ekki láta skima fyrir því vegna þess að það breytingu máli fyrir okkur, en þú veist, er þetta ekki ákveðin eins og einn segir þetta bara kynbótastefna? Þetta er kynbótastefna, þetta er ekkert ákveðin, þetta er bara pjúra sama. En ég meina það að velja sér maka strangt til tekið er kynbótastefna, þú ert að velja eitt fram yfir annan, þú veist, ég meina þú getur Já, en ég meina, þú veist, þú hefur sexual orientation og þú velur einhvern út frá útliti og þú ert að gera það, þetta er mjög hérna djúpt imprentað í þér, þetta er ekkert bara út af engu, þetta er út af því að þú ert að mattsa við einhvern, ónæmiskerfið þitt er að mattsa við hann, þú veist það er ákveðin lykt sem þú finnur á sumum með öðrum ekki, þetta fer miklu meira heldur en bara útlit, þannig að þú veist þetta er alltaf kynbótastefna upp að einhver marki sko. En við ekki bara enda þetta, víst að hann er farin að míga eða, þú veist. Með 78 manns að byggja okkur að leika. Mér finnst þetta mjög áhugavert, til dæmis þarna segir eitt sem bara er alveg rétt, það er að Katrín Jakobsdóttir, hún talaði fyrir það að leifa fóstureyðingar. Að 9 mánuðum. Þessin er ég að segja þetta. Þetta er fósturmorð. Hélt því svo fram að þetta myndi engin kona gera þetta létt. Og heyrðu, en nei. er ekki jafn mikið að geðveikum konum eins og gullum. Skiptir einhverju máli hvort hún gerir þetta léttu eða ekki? Skiptir bara engu fokking já, bara eins það voru eitthvað svona eins fokking gott að þú gerir þetta á 9. mánuði að það sé ekki gert að fokking létt út og mér finnst þetta líka annað sko talandi hvernig liberal woke skítvírusin er komin í sjálfstæðisflokkin að hver var helsti stuðningsmaður Katrínar Jakobsdóttur það er fokking hökuleysi borgarfulltrúin Friðjón Friðjónsson skilur sem er bara eitthvað fokking skítlipa hann á bara að vera í fokking vinstri grænum að þú veist þessir aumingjar eru búin að taka yfir sjálfstæðisflokkin og ég talaði þetta við Friðjónin X-inu og hann var bara að verja þetta ég er bara rosalega ósáttur við það að flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn er orðinn uppfullur af einhverju drastli sem á heima bara einhvers staðar allt annars bara einhvers staðar í vinstri fokking grænum nú nota ég ennþá sko fóstureyðing og það er alltaf bara nei, þetta er þungunarof fuck that shit þetta er bara lífsrof ef þú kálar um gaur, er það bara lífsrof er það ekki ennþá morðið það þetta var einu sinni hétt eitthvað peningaþvætti og svo því breytti í sko já þú veist þau fóru að fallbeigja þetta öðru sig að þvætta peninga og hérna svo var að mannsal einu sinni var þetta bara kvöldu þrælkun sko ég alls konar svona það er alltaf verið að búa þetta lið hefur ekkert að gera já ég vil ekki bara kveðja hérna eða veist já er það ekki það var hérna með gestin hérna þetta er búið að vera geðvikt geggjað stórkostlegt takk fyrir að bjóða mér aftur ég takk fyrir að bjóða mér aftur fólk er að biðja meira af þér frábært að fá þig alltaf til, já, bara alltaf til að mæta til ykkur þetta er mjög skemmtilegt því að áhaldurinn já, fyrir þetta það og ég er að taka hérna podcast en ég vil að einhvern drekki með minna sjátt á áhaldinn tjekkja áhaldurinn ég ætla að þakka um ægi fyrir hann var að óska mig til hamingju með soninn já en áhaldurinn þátturinn að setna Spotify bara við erum reyndir að fara í áskrift þannig að Pardus.is við erum að fara að þanga alveg 99% öru það er ekki alveg já við erum ekki komnir en það er að fara að gerast og næsti þáttur verður samsæðiskenning Jellycork þannig við töluðum aðeins það ég og Haukur og Ómar þannig og við erum hérna aftur næsta föstudag við erum á föstudaginn meina og alarm og allan pakkan
Takk fyrir í kvöld. Herðu, já, ég hef eftir að svara slökk. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Og reynið að